Komiði sæl og blessuð og hjartanlega velkomin að Rauðaborðinu þetta mánudagskvöld. Með mér Oddný Eir, samstarfskona mín, ég heiti María Lilja og það nú ýmislegt í gangi hér við borðið í kvöld sem endra nær. Ég ætla að loka hér kvöldi með Rein Alfa, forseta Trans Ísland sem ætlar að segja okkur allt hváradaginn sem á morgun. Heldur þú hváradaginn hátíðlega? Ég hef ekki gert það en ég að hugsa að gera það hér eftir. Ekki spurning. Já. Við fórum nú líka aðeins út úr húsi í dag, við tvær, og ræddum aðeins við almenning barnamálaráðherra málið. Já, það er ekki beint þjált orð en ég nefnilega ræddi við Láru Magnúsardóttur sagnfræðing barnamálaráðherramálið mikla og hún setti á baðanum að setja það í því hún miðalda sagnfræðingur og svona sérfræðingur í bannfæringum og raunverulega hvernig svona persónlega sviðið og pólitíska sviðið hefur tendist að renna saman og tilraunirnar í gegnum söguna til þess að greina þær á milli og svoleiðis. En hún fór yfir málið bara í raunverulega í samtímanum. Hún var ekkert eitthvað, ég var að draga henni á miðaldir en hún alltaf bara með verkfærakistuna þaðan að því hún vön að kíkja á sakamál. En talaði málið eins og það bara horfum við henni og það hjálpa manni að greina umræðuna líka. Já. Þannig að mér fannst svo fórum við á eftir að ræða við fólk á eðiskrata og þá strax fann ég var með meiri fókus bara í þessari umræðu hvað þetta mál snýst og hver ber sökina. Já, það komið svolítið óvart svör fólksins. Þau voru nú svona eiginlega öll á sama veg. Þetta væri nú kannski fullmikið úr málinu gerst en það voru þó ekki allir alveg sammála. Þetta var fólk sem ég myndi alveg vilja hafa, þetta var gott fólk sem var ekki vildi ekki, hrópaði ekki hengjumanna. Einmitt. Laufey Líndal, hún ætlar að næstu vikum að ræða barnsmissi og færti sinn í þetta fyrsta spjall þetta erfiða mál Maríu Pétursdóttur og ætlar að fara svona yfir hennar reynslu. Virkilega átakanleg saga og já. En mjög verður gaman að heyri í þeim því að maður treysti þeim nú einmitt þessum tveimur góðu konum til þess að ræða af visku svona þetta málefni sem einmitt svo erfitt að ræða að það stundum bara Já, maður verður svona hálf vandræðalegur einhvern veginn. Já, maður veit ekki hvernig maður á að vera. Þetta svona versta sem hægt að ímynda sér einhvern veginn. Já, ég ætla að hlusta á þetta spjall en ég hef ekki getað, síðan ég eignaðist barn hef ég ekki getað hort á bíómyndir ef ég veit að það barnsmissir í myndunum, þá. Já, ég held að tengi margir við það. Nú, Björn Þorláksson verður með blaðamannaspjallið sitt hér á sínum stað. Hjá honum verða að þessu sinni Frosti Logason, Steingrímur Steinarsdóttir og Brynjar Birgisson, blaðamenn. Þau ætla að fara hérna yfir svona hvað kallar hann þetta? Einyrkja fjölmiðlun, já, þetta eru svona litlu miðlarnir, þessi fólki sem stendur á eigin fótum og ég með grunar að þau fara nú aðeins í barnamálaráðherramálið líka. Já, það held ég líka mjög til og það nú alltaf mikið líf og fjör í þessari fjölmiðlu umræðu Björns, þannig að ég hugsa að það verði bara svona þetta málmálana og það verður alveg örugglega rætt. Já, ég nokkuð viss það. En hér ætla að ríða á vaðið og byrja þáttinn Friðrik Þór Friðriksson og Gunnar Smári Eilsson en þeir ætla að ræða kvikmyndaskólan sem var gjaldþrota, það var tilkynnt gjaldþrot hans núna í dag. Þetta stór frétt, þetta mikið reiðarslag fyrir kvikmyndabransan, ímynda ég mér og Friðrik Þór ætlar að svona leið okkur í sannleikanum þetta mál og ég bið ykkur því bara að sitja spennt og sperra eyrun og bara vera með okkur fram yfir auglýsingar og handa við auglýsingar Friðrik Þór Friðriksson ásamt Gunnari Smára og þeir ætla að ræða kvikmyndaskóla. Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Allt það besta ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau
sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Þarftu hann að tala af borgarfulltrúa? Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kikið við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Já, eru það komið fréttir bara í dag að kvikmyndaskóli Íslands eða rekstrafélagið sem heldur skólanum úti gjaldþrota og ég vel eitthvað með að borga laun og starfsemin mögulega lognast út af. Kvikmyndaskólinn svolítið sérstakt fyrirbrigði held ég í íslensku menntakerfi. Þetta stofnað til hans af svona frumkvöðla atorku í upphafi og hefur verið með starfsemi í 3 áratugi held ég. Og sumir hafa sagt að hans einn af svona forsöndunum þess að íslensk kvikmyndagerð hefur vaxið svo mikið að hún getur verið að þjóna Hollywood og fleiri með þessum verkefnum sem hafa verið hingað dregin að til þess þarf að vera fólk með fjölþætta reynslu og menntun í kvikmyndagerð. Til þess að svona átta okkur á því hvað skólinn hefur gert og hvert svona hans vægi í kvikmyndagerðinni og hvað afleiðingar getur haft ef hann leggur upp laupana. Hingað komið Friðrik Þór Friðriksson, kvikmyndagerðarmaður. Jú. Og varst hér á árum áður rektorskólans einhver ár. Jú, stjórnarmaður. Stjórnarmaður lengi og þekki kannski þessa sögu svolítið. Ég þekki hann alveg og þetta ekkit falleg saga út frá ef maður hugsa til stjórnmálamanna en það verið þarna menntamálaráðherrar úr eiginlega öllum stjórnarflokkum og þeir hafa verið svona misgóðir en þetta verið alltaf verið svona heit kartöfla og á flestum hefur þetta verið eignarhaldi sem hefur farið í taugarnar á þeim og að þetta einkaskóli? Að þetta einkaskóli og skýtur svolítið skökku við að svona Áslaug Arna sem að básuna núna að sveitafélögin að semja við einkaskóla og hún var alltaf mikið á móti þessum skóla og eiginlega Ásthildur Lóa að verða hennar böðull í skólunum af því að Ásthildur Lóa hefur staðið mjög föst fyrir að láta ekki skólan fá fjárveitingar sem eru þó á fjárlögum í 3 mánuði og það náttúrulega nótis að setja hvaða fyrirtæki sem á hausinn sem reiði sig á hluta á þetta og á framlög frá ríki. En af hverju þessi tregða? Einhver óreiða í skólanum? Grunnsendur að illa fara með fé? Eða? Nei, þessi skóli, ég get vitnað það að ég hef verið þetta í stjórn og verið rektor skólans eins og þú sagðir og þessi skóli hefur aldrei borgað arð. Þetta hefur bara verið rekið með hjartagæsku og og horriminni eins og sagtir. Já, sko á alltaf horriminni eða svona barmi gjaldþrots en svona þetta verður nú alltaf reddast ég meina þessi ráðherrar sem hafa komið í veg fyrir að skólinn kæmist á háskólastigi eru reyndar ábyrgir fyrir svo líka bara ríki missir að tekjum af því að og álit líka bara á Íslandi sem svona kvikmyndar eða menningarlandi skulum við segja því að skólinn komst í hóp bestu kvikmyndaskóli í heimi sem bara mjög erfitt að komast í og það mun engin skóli gera það á næstu árum af því það myndast bara eitthvað tortryggni í garð stjórnvalda hér ef þetta ógæfuverk mun heppnast hjá þessu stjórnmálumönnum sem standa núna þessu Og hvað heldur að þeim gangi til? Að bara knista skólan eða neyða núverandi rekstrafélag í þrot þannig að það væri ykkur aðrir sem koma að því að reka hann eða hvað heldur það?
Já, sko, það kemur í ljós bara á næstu dögum hvað núverandi stjórnvöld er að pæla. Nú komið nýr menntamálaráðherra sem umtala góðmenni, þannig að ég veit ekki hvað hann mun gera í þessu, en þetta hefur líka verið hjá Loga, þannig að ég til að þetta lið, sem sagt, öll sömmun líka Kristrún, og allir vita hvað í stemdi ef það ekki farið eftir þessum, eða þetta ekki borgað út, þessi peningar sem eru þarna á fjárlögum. Sem að til raunverulega nemyndunum sem kjósað að velja sér að fara í námi í þessu skóla. Já, og svo náttúrulega Áslaug, hún náttúrulega kom í veg fyrir að nemyndunir á þessu ári kom í veg fyrir að nemendur getur fengið námslán fyrir skólagjöldum. Þannig að það líka stór hluti af þessu. Því nú einhver deild þarna fyrir 10-20 manns í listaháskólunum sem ekkert að skila neinu út í hvað ég var að segja, geiran, kvikmyndageiran, því að í upphafi þegar skólinni stofnaður var kvikmyndaiðnaðurinn metinn svona 500 ársverk, en núna þetta 4-5.000 ársverk. Þannig að nákvæmlega það sem hún sagði að þessi stóru Hollywood fyrirtæki og að því að ástæðan fyrir til dæmis að Lilja kom með þessi 35%, það að launin eru greidd til íslenskara kvikmyndagerðarmanna, en ekki að þessi erlendu stórfyrirtæki færi að koma með allt vinnuaflið inn. Þá ekki neitt skattalegur hagnaður að því að gera þetta. Og hefur skólinn skipt miklu máli í því að það sé nógu mikið til að fólki sem getur sett í ýmsum verkum? Það skiptir bara hundruðum sem búið að útskrifa og sem hefur unnið í allir þessi stúdíó. Ég meina hafa sagt mér að þeir hefði aldrei getað gert hinn og þessi verkefni nema að hefur verið fyrir nemendur skólans. Þannig að Hollywood kemur hinga og kannski með ljósamistara, en svo hann kannski með 30 manns í ljósadeildinni og það meira og minna Íslendingar, og stór hluti þeirra hefur fengið reynslu eða einhverja menntun í þessu skóla. Já, nákvæmlega. Og svo verða það bara ennþá færari við hvert verkefni og þess vegna 35% sem ég kom að á sínu tíma með Finni Ingólfssyni, þá var það reynda bara 12%. En þá var þetta að hugsa sem tekjulitt fyrir ríkið. Menn hafa alltaf miskilið þetta allir stjórnmálamenn. Þeir alltaf að það sé bara verið að gefa Judy Foster einhverja 4 milljarða eða hvað það var. En þetta eru tekjur sem verða eftir. Af því þegar þú fær 35% af, þá er búið að eyða 55%. Já, þetta náttúrulega umdeildar þessar aðferðir við atvinnustefnu og allir lagi að menn hafi kannski ólíku sjónum á því, þetta ekki gullin regla. Nei, það er náttúrulega eins og menn vita þá Bandaríkjamenn stæðstur hluti af ferðamönnum á Íslandi og þegar að Tom Cruise eins og menn segja lendi í að skilja hérna við Kate Holmes, þá fór hann í alla spjallþætti í Bandaríkjunum svona hjá frægustu sem bara má segja að all þjóðin hafi hort á einhvern þeirra og hann neitaði að tala skilnaðinn en sýndi bara einhverja slædsmyndir frá fallegum ferðamannastöðum og vinir mínir í Bandaríkjunum ringdu bara og sagði hvað borgaði ríkið honum fyrir þetta en hann hefði aldrei komið hingað nema fyrir 25% sem voru þá. Já, og Judy Foster talar fallega land og þjóð. Já, en það eru margar myndir sem hafa gert miklu meira heldur en Judy Foster því að hún átti náttúrulega að gerast í Alaska. Já, Ben Stiller myndin og fleiri sem var nú svo postkort af Íslandi. Jú, og líka Nóa og þetta endalaus verkefni sem að... Já, nú erum við að tala um þetta. Hvað myndur þú segja væri hlutur kvikmyndaskólans í þessu? Já, hann náttúrulega... Það ekki sem heldur í fram að þetta var orðið til vegna hans, en ég bara að reyna að átta mig á því hversu mikilvægur hann í þessari umbreytingu íslensku kvikmyndagerðar.
Já, hann mikilvægur að því leiti að skaffa starfsfólk og líka bara á alla miðlana hérna, sko. Sjónvarpið fullt af fólki þar og þáttagerð, þetta allstaðar fólk úr skólanum. Og núna líka leikstjórar sem eru á heimsmælikvarða og hérna sem eru að gera fínar myndir og hérna þannig að þeir eru bara allstaðar þessi nemendur. Þegar skólinn byrjaði þá var stofnað til hans á þess að ríki eða sveitafélög væri eiginlega að biðja það. Hann byrjar eiginlega svona til hliðar. Þannig að hann aldrei verið hluti af svona skipulagðri menntastefnum sem svona sett á. Og hann hefur svona þurft að berjast fyrir tilvissinni og maður fá að vera til eða alla tíð, það ekki ofsögum sagt. En alltaf verið semt viðkendur sem framhaldsskóli þangað til að menntamálaráðuneytið gerir þau mistök að stofna þessa deild í listaháskólanum sem hérna nú bara hreint skemmdarverk af því að sumir krakkar þar hafa verið að hringja í mig og bara segja að þetta sé ekkert nám og að reyna að komast aftur inn í skólan, en það náttúrulega nokkur ár síðan. En þá varst þú ekki rektor á þeim tíma þegar svona fyrir okkur sem stóðum fyrir utan það leit út eins og að stjórnvöld væri að taka ákvörðun það hvort að hérna, kvikmyndanám á háskólastigi yrði á vegum kvikmyndaskólans eða yrði sem deildin í listaháskólanum? Já, sko, það er búið að bjóða hérna, sem sagt ráðuneytinu hvað þetta annað að bara sjá þessa deild, hvort sem það heitir listaháskóli eða hvað sem sko. Það þá bæði framhaldsskóli og háskóli? Og háskóli, sko, já. Og viðurkenningin á framhaldsskóla náttúrulega inn í kvikmynda áætlunni sem Lilja hérna Alfreðs gerði og sem þá sömu stöð og iðnskóli. Já, eða meira sko, þetta aldrei hugsað til þaula því að þarna var hugsað 10 nemendur sem áttu að vera einhverjir leikstjórar og handritshöfundar. Það nákvæmlega eins og að búa til einhverja yfirstétt og svo var smælki sett í kvikmyndaskólan. Og líka hugsa... Þú vitnaði Björgvin Halldórsson að hér eru bara höfðingjar en engir indjánar. Þannig að það er að hafa líka indjánana, ekki bara höfðingjana. Já, og svo bara kemur þetta út að þau misreiknuðu sig þessi reynsla sem komin upp í kvikmyndaskóla. Hún ekkert búin til þarna í listaháskóla fyrir einhverja 10 nemendur eða 12 eða hvað það er og svo bara mjög hátt dropp þaðan líka, sko. Þannig að þetta eru allt mistök sem ég tel að stjórnmálamenn sko eigi bara axla ábyrgð á og þess vegna ég setja bara þennan kvikmyndaskóla strax á háskólastig í sambandi og svo náttúrulega bara... Nei, mér aðeins að spyrja því að ég bara var að hlusta á viðtal við Herzog í 60 mínútur þar sem hann talar ekki vel kvikmyndaskóla segist sjálfur að farið þar inn og stólið einni myndavél og tekið hana, ekki stólið, heldur tekið hana til handragags og þannig og nýtt hana mjög vel. Hann var að svona mæla gegn því að fólk væri í svona langskólanám og vildi að kenna fólki að dyrka upp lása og annað slíkt ef þau þurftu að ná sér í eitthvað sem það þurftu að halda. Þú kannast við þessar sögur hans. Já, þetta er í viðtali sem birtist í svart og hvítu, fyrst á tölvublaði og ég var ritstjóri. Já, en ég ætla ekki að fara að taka hann, en það er samt þarna í kvikmyndaskólanum hefur verið að kenna klippingu, hljóðupptöku og eitthvað fleira sem að fyrir okkur sem eru utan bransan finnst kannski skrítið að ég vera að lyfta upp á háskólastiga en fólk hefur verið að BA í klippingu eða MA og taka doktorsnám í hljóðupptöku hluti af kvikmyndagerð er náttúrulega líkara iðnnámi, eða ekki? Það tel ég, jú þetta er bara ég ætla ekki að blóta hérna en það er bara helvítið snopp að vera alltaf að tala kvikmyndalist því að eins og við vitum bara þá er 1 af hverjum 100 kvikmyndum sem eru framleiddar í heiminum er list, eða getur flokkast sem list, þetta er bara hrein afþreying og bara miðað við sem margir hafa sagt, þetta er munurinn á
tígulgossanum og bókmenntum sko. Og það er svona þetta listasnobb sem hefur svona bara orðið í skólanum þessum að falli ef hann fellur en það sem er sko sorglegast í þessu er að það var svo lítið mál sko fyrir til dæmis Háskóla Íslands að gera þetta að deild í háskólunum. En af hverju myndir þú vilja freka fá því í háskólan heldur en listaháskólan? Af því að þeir eru með sko, þú þarft ekki að taka meira en þessi 2 ár í nákvæmlega svo við erum að tala klipparana. Þeir hafa kannski engan áhuga á að fara í skapandi skrif og svona sem eða bókmenntir, bara íslenskar eða erlendar bókmenntir sem ég fór í háskólanum og það er minn grunnur að sitja tímaður, ég tók aldrei neitt próf, bara hlusta á. En munurinn líka sá að ef þú ætlar að fara í háskólanám í að vera til þess að vera klippari þá ætlar að klára stúdenti fyrst og fara svo að læra í klipp á meðan ef þú færi svona einhverja braut svip á í framhaldsskóla þá getur þú orðið búið með þitt nám 20. Já, en það hefur verið inntökupróf hér sko í Kvikmyndaskóla Íslands og stúdentspróf sko. Þannig að til þess að fá svona ekki bara úlinga inn en ef fólk er með einhvern grunn og einhverja bara getur sýnt stuttmyndir og þennan áhuga sem margir bara koma bara fullskapaðir inn í skólan það er fullt af fólki þarna sem bara þarf ekkert að fara í skólan eins og Herzog það bara er með þetta í hausnum en það er svona svo er náttúrulega kvikmyndasaga líka upp í HÍ sko. Þannig að þú veist þú hættu bara að bæta nokkur einingum við þig ef þú vilt fá BA sko. Það er ekkert kannski margir sem vilja það sko. En þetta verður að vera til staðar fyrir útlendingana því að eins og ég sagði á þá var skólinn eða er skólinn ennþá hluti af bestu kvikmyndaskólum í heimi og hefur verið alltaf þeir eru dæmdir af myndum sem við sendum inn eftir nemendur og við höfum alltaf verið sko, síðustu ár höfum við alltaf verið meðal 20 bestu í heimi þannig að það er mikil ásókn af útlendingum að koma til Íslands. Þess að skólinn hefur orðspor. Hann hefur rosalega fínt orðspor og þessum er til dæmis kvikmyndaskólinn sem er háskóli í Dublin hann vil alveg búa til okkur sem deild eða ég tala okkur þó ég hef ekki unnið þarna lengi og það ætti að vera alveg nóg sko. Þetta verið útibú frá Dublinarháskóla? Já. Er það þannig, Friðrik, eða tók bara einhver vel í það þegar þú nefndir það við hann eða? Nei, er það raunverulegt tilboð? Nei, við erum... Þú afsakaði ég spyr svona að því? Já, nei, þetta er bara staðreynd og þetta stjórnvöld vita þessu alveg. En þá hefur við verið að tala Bifröst og eitthvað svona sem er bara svona full reynd sko að búa að syngja þessa vísur svo lengi og bara reyna þær en þær hafa bara ekki virkað. Fólk heldur að það getur bara lappað þarna og tekið þetta hræ sem kvikmyndaskólinn verður þá ef hann fer á hausinn og ætla sér að fara bara að halda áfram með þetta en það er bara ekkert það sem er til dæmis öll þessi vinna við til dæmis samstarf við Columbia sem er nú líka virtuskóli í New York og þetta dettur allt út sko. Ef hvað gerist? Ef skólinn fer á hausinn. Og er það persónulega tengsl hérna Böðvar Bjarka sem stofnaði skólan? Nei, það eru bara myndirnar sem skólastjórar sjá eftir þá hafa komið og sagt við erum hérna með bestu tólistadeild í heimi það sem að John Williams og allir þessi stóru hvað segir maður bara höfundar kvikmyndatólistar koma frá og eru sumir að kenna þarna þeir Djúlart sem er hluti af Columbia og þegar þeir sjá myndirnar sko þá vilja endilega bara sjá að láta sína nemendur gera tónlistina við þetta til dæmis og þetta myndi allt eyðileggjast þannig að ég held að það sem að stjórnvöld er að gera í dag ef þeir hissi ekki upp sig þá er þeir bara með hrein skemmtaverk á fyrirbæri nú tek ég fram að ég hef ekkert verið að undanfarin ár en einu framsagnasta listaskóla landsins
Nú skóli, nú það rekstrafélagið sem að fara á hausinn. Skóli náttúrulega meira heldur en bara rekstrafélagið og það einhver kultúr sem hefur skapast, það einhver hefðir og það eru bæði kennarar og fyrrverandi nemendur og tengsl þeirra sem að hægt og bítandi byggja upp skóla sem að þú ert að vísa til. En maður geti ætlað að svona séð úr fjarska að það skiptir lengur máli þótt að ef þetta rekstrafélag fyrir þrot eða verður rent öðru rekstrafélagi undir, það gerist oft þegar rekstur, ég tala ekki svona fyrirbyrgða í menningu og við þekkjum dæmi þessi í fjölmiðlum og eitthvað öðru, að þá tekst ofta að bjarga kultúrverðmætunum sem að byggja eru innbyggð inn í samfélagi sem að skólinn Eða telur þú það vera ófrávíkjalegt að þetta rekstrafélag sem núna komið í þrot, að það haldi áfram að reka skólan? Já, ég held að það sé langeðlilegast. Ég meina, hitt bara rán. Það ekkert öðruvísi. Ég meina, ekki verslunarskólinn einkaskóli. Ég meina, ætlið að fara að leggja hann niður og fara að bjóða það út. Tekniskólinn? Já, ég meina, þetta bara absúrt og svo þetta á fjárlögum. Þetta eiginlega bara ólýsanlegt skemmtarverk og ástæðan greinilega einhver pólitík en nú eins og ég sagði fyrst þá þá verið þarna ráðherrar frá Framsókn, Vinstri grænum, Sjálfstæðisflokki og ég meina Björn Bjarnason var til dæmis alltaf mikill stuðningsmaður skólans þegar hann var menntamálaráðherra og var mjög hissa á öllum morðtilraunum á honum. Eftir það? Já, en samt var nú að styðja Áslaugu Örnu til formans, þannig að svo skrítið að fólk sem talar gegn frumkvöðlum og einkaframtaki sé allt í einu næstu orðin formaður stærsta flokk sem hefur einkennt sig við einkaframtak og frumkvöðlastarf. Eitt við þetta því að skólinn skilgreindur sem framhaldsskóli, þó að sé krafa að það svona ruglaðist í aðeins í því að það veri krafa stúdentspróf til þess að komast inn í framhaldsskóla, það svolítið sérstakt. En hann líklega dettur þá á milli tveggja ráðuneyta. Það annars menntamálaráðuneytið sem að Ástarlóa var að segja sig frá núna og Guðmundur Ingi komin inn í. Já. Og hins vegar háskólaráðuneytið sem Áslaug Arna var í og Logi situr núna í. Já, rétt. Undir hvort ráðuneyti tilheyrir þessi skóli? Já, hann tilheyrir undir Guðmund eða sem sagt. En það var von okkar, hefur alltaf verið að hún færi í hitt, sko. En það skiptir ekki máli ykkur vonin að þið eru... Nei, og það hefur líka verið tekið vel í það á fundum skils mér á núverandi rektor Hlín. Jóhannesdóttir sem núverandi rektor og hún hefur verið á fundum með þessu fólki og ég líklega að funda með þeim as we speak og þetta bara þetta svo furðulegt að þetta hefur alltaf verið þessi heita kartefla og enginn þora að taka að skarið, sko, en það hefur alltaf verið gerðið samningar en allt í einu núna kemur þessi ráðherra Ásthildur Lóa og svolítið þver, sko, hinnar Lilja gerði samning við okkur og Katrín Jak gerði samning við okkur og Þorgerður Katrín gerði samning þú veist það, í ríkisstjórninni alveg þekking á skólanum. Þannig að ég tel þetta sé ábyrgð bara allra stjórnarinnar ef þetta að fara í svona einhver óhæfu. Hvað gerist ef að svo verður? Þú talar ekki vel þessa deild í Listaháskólanum sem að Ég tel hana bara... Kannski bara ósáttur við að hvernig námið skipulagt, en líka að þetta sé í þessu formi að því að það þarna verið að ala upp svona yfirstéttina í kvikmyndagerðinni. Þetta er svo svipað við hefðum bara arkitektaskóla en enga iðnskóla fyrir trésmiði og pípara og múrara og þá sem eiga byggja húsin. Er það rétt skiljið að mér? Já, og svo ef þú ferð ekki, sko, það voru 36 nemendur sem sóttu inn í skólan. Já. Með því skilir að þeir fengju námslán en þeim var hafnað að fá námslán samt
gætu farið inn í listaháskólan og ekki þurft að borga neinn skólagjöld. Þarna þurfa að borga skólagjöld, en þau bara vita, það er bara orðið á götunni eins og sagt að þetta er miklu betri menntun. Í kvikmyndaskólanum? Já, í kvikmyndaskólanum. Því það hefur ekki reynt á hitt námið. Já, sko... Ég veit að þú hefur ekki trúið því, en ég er bara að segja að þetta er sanngjarnt. Ég hef bara ekki séð neitt sem kemur frá þeim skóla sem réttlætir það að ég held að þessi sama, þetta eru 100 milljónir sem þessi deild kostaði, ég held að þessi sama var skorið niður í kvikmyndasjóð. Þannig að ég teldi bara mistök. Það var búið til þess að deild. Já. Að það hefði átt að vera annars vera að efla kvikmyndanám í háskólanum fyrir þá sem að það vilja og svo að efla kvikmyndaskólan. Já, eða sko, það er sameina þetta, þeir sem vilja verða að fara með BA, sko. En þetta er líka eina af forsendunum að við getum boðið erlendum nemendum að koma hingað í nám. Sko, þá er ég að tala sko 200, jafnvel 300 nemendur og þetta er stór útgerð þegar fólki þarf að leigja sér hús og allt svoleiðis og húsnæði og borga þessi skólagjöld. Þetta eru tekjur upp á kannski 6 milljarðar fyrir samfélagi staðin fyrir að þannig verða hendum einhverjum 100 miljóna í eitthvað nám sem er bara rusl. En það hafi ekki verið 200-300 nemar erlendis frá sem hafi verið þarna. Þú ert að telja að gæti þróast í þátt, eða ekki? Það er bara, sko, það kom alltaf umsóknir inn í skólan á þess að hann auglýsi mikið, alveg frá öllum landum, Sri Lanka, Indlandi, allstaðar, Japan og meira svo Norðurlöndunum og hérna þannig að maður veit alveg hvað myndi gerast ef við færum að auglýsa BA og þetta strandar oft bara á því að við höfum ekki diplómu eins og til dæmis fólk sem klárar kvikmyndaskólan og með flottri stuttmynd það kemst inn í hvaða skóla sem er svona eins og Columbia og hvaða skóla sem eru eftirsóknar verðir en danska skólan eða hvað sem er sko. Þannig að þessum á bara hlúa þessum skóla og búa svo til deild fyrir svona þá sem vilja fá diplómu. Þú segir þetta sé pólitík, ekki þetta flokkspólitík, þú nefnir hann menntamálaráður úr öllum deildum? Nei, það er það sem ég skil ekki bara. Ég held að það sé frekar kjarkleysi og líka það að kynna sér starf skólans, það hefur gerðar sko endalausar úttektir. Sko ég hef fengið menntamálaráðherra á mig sko sem þóttist vera mikill vinur minn og hérna hringdi í mig persónulega hvað þetta er annað og sagði mér að forða mér frá þessar starfsemi af því að það væri svo mikil skuld á vörslusköttum og dóti og svo kom bara ljós að þetta var allt bara lygi og þessi lygi, hún kemur innan úr menntamálaráðuneytinu því síðan fer menntamálaráðuneytið margir ráðherrar hafa farið fram á þessa skýrslur á því úttekt á skólanum og þá einbeitt sér sérstaklega fjárhagsstöðans og skólinn er alltaf staðist þetta með glans. Þangað til núna. Og þú segir ástæðan fyrir stendst þetta ekki núna er það að það hafi verið haldið eftir fjárveitingum sem hafi verið samþykktar á Alþingi, það hafi verið haldið eftir í ráðuneytinu og raunverulega skólanum komið á kné með því. Nákvæmlega og plús það að meina nemendum að sækja námslán. Þetta eru stóri hlutirnir og 36 nemendur eru allir að tala allir í jafnrétti til náms sko. Þetta er bara bull af því að þetta væri eiginlega bara fyrir nemendur sem ættu ríka foreldra að borga þessi skólagjöld okkar eða ég tala alltaf okkar þó ég sé ekki að það lengur. En eitt að því þú vísar hérna til einkaskóla eins og Verslunarskólan sem er rekið að viðskiptaráði sem er einhvers konar, ég segi ekki þessi lýðræðislegt félag, ég held að sá sem að borgar mest ráð þær mestu og það á sama við Iðnskólann og Tækniskólann
En við erum náttúrulega með eins og hjallastefnuna þar sem að stofnandinn ennþá sko langstæðsti eigandinn og það ávið þennan skóla líka. Það Böðvar Bjarki sem stofnaði skólan og hans fjölskylda sem eiga skólan eiginlega. Já, hann allavega stærsti eigandinn, já. Heldur þetta trufli að það sé munur á því að sé ykkur félagasamtök sem að reka skóla eða þetta sé bara ykkur einn kall út í bæ eins og maður getur orðað? Já, sko... Ég held að þetta hafi eitthvað haft áhrif að gera í höfðinu á einhverjum stjórnmálamönnum. Ég held að það bara hljóta að vera eitthvað svoleiðis og líka róur sko svona innan úr þá kvikmyndabransanum? Nei, ekki mikið. Jú, aðeins. Það fólki sem vildi að þessi deild yrði stofnuð og í Listaháskólanum til þess að það fengi vinnu á lektorslaunum nota benn. Kennarar í skólanum og svona voru á mjög lágum launum eða við að vera til dæmis með vinnu að kenna á háskólastígi þá vartu að hækka launin en ég held að þetta eignarhald sko það hefur oft á hverju hefur þá ekki bara ríkið bara boðist til þess að kaupa skólan eða borga allt sem skólinn skuldar og leggja hann svo niður og setja hann inn þetta hefur allt staðið opið til viðræðu sko. Hvað hefur þú alltaf verið til svona mikilla varnar fyrir þennan skóla? Ég held að ég bara muni eftir því að við talaði við þetta fyrir 30 árum og þá varstu alveg gallharður stuðningsmaður Böðvars Bjarka og uppbyggingu þessar skóla. Já, ég taldi bara ef við ætluðum að sko 1978 sagði ég að kvikmyndaiðnaður myndi stækka mikið og það var mjög fleig lína sem ég man ekki hvort að þú varst á blaðamaður á NT allavega Egill Helga segi ég man ekki hvort að hann tók þetta viðtal við mig en það var ein lína sem fór og var mikið hlegið að og ég sagði að öll frystihús landsins þeim verði breytt í kvikmyndaver því að fiskurinn færi og svo það nánast sko að því að Balti náttúrulega brendi nú eitt frystihús niður og að því að var kvikmyndaver og ég að segja sko að það svo mörg þessi litlu samfélög út á landi sko Siglufjörður og þú veist sem breytast þegar að koma stór kvikmyndaverkefni og ég man bara þegar við vorum að gera Bjólskveðu og þá var þá vorum við með Hótel Suður á landi sko þá var bara og það sko 2003-2004 eitthvað svoleiðis sko þá var sko bara hótel sem fór eða hóteleigendur sem fóru til banka og þá var viðskiptaáætlunin 2 mánuður á ári og svo þegar við komum til dæmis og leigðum hótelið í 6 mánuði þá bara breytist allt viðskiptamódelið og þetta líka með þessi litlu þorp þó bara fá svona mynd eins og bara allar þessar myndir sko sem Stykki, Sólmurverður tökustaður og svona þá breytist allt. En þetta endilega jákvæmt það var nú verið að gera bíómyndir þetta að það kemur eitthvað kvikmyndalið og yfirtekur þorp í Bandaríkjónum í smá stund og allir verða svona eilítið frægir nugga sér upp við eitthvað svona sem að var kannski bara draumaheimur og svo fer kvikmyndafólkið og þú kannast þessar bíómyndir, ég held að það sé bara nokkra bíómyndir verið að gera þetta. Já, ég held að aðalega kemur bara peningagræðki í fólk og það aðalega Nei, þetta náttúrulega allt gamanmyndir þannig að það er fyndið hlið á þessu líka sko þannig að en ég held samt að þessi erlendu verkefni sem hafa komið hingað kvikmyndagerðinni og bara í Íslandi og sérstaklega ferðamannabransunum ferðamannaiðnaðinum til að vera að telja þeim til tekna sko. Það eru íslenska kvikmyndir og svo náttúrulega Björk og Sigurrós sem hafa ítt undir ferðamannastraumin hingað.
ég held að eitthvað svona átök og meðal Íslandsstofu og fleira vikti þar sáralítið. Það ekki... Já, það er 35% þegar mælingar voru gerðar sem sáu annarkvort íslenskar myndir eða þá myndir frá Íslandi sem þess vegna ákváðu að koma. Það er rosalega stór hluti af ferðamönnum. Þannig að ég bara kynst því bara eins skinni að ég meina ég fór út allan heim í ég átti held ég hálfrar aldar starfsafmæli núna 12. mars á kvikmyndahátíðum. Á kvikmyndahátíðum. Að borða snittur og tala Ísland á kvikmyndahátíðum. Já, drekka mig fullan og hérna. En það er bara það er hlutur sem kemur alltaf eftir hverja sýningu. Það er hérna spurningar og svör. Og þá er alltaf bara mikið af spurningunum hérna veðráttu og hérna af því að það er allir að fara sérstaklega svona myndir eins og börn náttúrunnar sérstaklega þá og Cold Fever á kaldu klaka. Þetta eru svona myndir sem hafa búið til túrisma og ég meina hún gekk til dæmis í New York í marga mánuði 1,5 ár í Ansilikku sem var flottasta bíóið í New York og við erum bara orðið svo varið þetta ég meina fólk er að eins og Japanir eru svo furðulegir þeir gaf út bók þess að dreifiaðilinn gaf bara út bók og þar er kort af Íslandi og leiðin frá Höfða og Höfðaströnd til Hornstranda er merkt inn á kortið og það er alveg fullt af Japanum sem hafa farið þessa leið. Þannig að túrismin er bara svo hvað ég var að segja, þetta er svo lúmst og ég gerði það tillögu minni við flugleiði að þeir myndu borga hvern einasta flugmiða fyrir hverja einasta leikstjóra sem fær út af því að út að sýna kannski á hverju hátíð þá er að koma kannski svona 1500 til 3000 manns bara á þessar hátíðasýningar svo er ekki og ég meina það býr til alveg ég myndi segja svona 300-500 túrista og það er svona en svo þegar myndirnar fara í dreifingu sem er náttúrulega miklu sjaldgæfara það er bara nokkra myndir sem hafa farið í almennlega dreifingu og sérstaklega erfitt í Bandaríkjunum ég held að ég hef bara farið með 4 eða 5 eða eitthvað svolítið en það hefur alveg gríðarlega mikið að segja að sjá þetta upp á tjaldi það er svo stór upplifun ef það er eitthvað landslag svo allt í einu eru allir kvikmyndagerðar menn skítræddir við landslaga því að það var svona eitthvað sveitalegt við það Það verður alltaf að svona selja líkið á ömmu sinni eins og James Joyce sagði Rómverja að alltaf verið að flagga landslægin okkar. Já, þetta er bara eins og fyrsta myndi sem var gerð í Færeyjum hún var eiginlega bara landslagskynning og maður gleymdi alveg sögunni ég var alltaf að horfa bara á hérna En það er líklega þannig að þegar er spurningar og svör og eftir að þá er þú spurður og íslenski leikstjórar mikið Ísland. Við þekkjum þetta við tölunum við Björk svona á 10. áratögnum og fyrstu ára þessar aldar að hún var meir og minna að svara Ísland. Jú, það eru allt sömu blaðamenn og sömu útvarpsmenn og sömu sjónvarpsmenn og þetta svona þetta eru eiginlega fornlega fræðingar sérstaklega í Þýskalandi þeir mun alveg fyrstu Íslendingarnir sem ég talaði voru strákanir í Messaforti þannig að Garden Party og það er náttúrulega hérna hvað ég var að segja það er svona misreiknað áhrifin af Messaforti held ég allavega í Þýskalandi þeir eru risastórir En Friðrik, þú ert að berjast fyrir því að skólinn haldi lífi Já Það er mikilvægt þú ert ekki bara að hjálpa viniðinum
það verið bjarga. Nei, ég bara held þetta ég held þetta sé mikilvægt og sé bara ríkalegur skaði og skemmdarverk, ég ætla að kalla þetta skemmdarverk af því þetta ekkert annað og þessi pólitíkusar sem standa að þessu eiga bara skamma sín, það bara þannig. Við vonum að þeir hlustu á það og íhugið það, hvort þeir að skamma sín. Takk fyrir að koma og fræða okkur Guðmundarskólann. Já, takk fyrir mig. Herðu, en við höldum áfram hérna við Rauðaborð að reyna að skilja þetta samfélag sem við lifum í. Næsti kafli eftir augnablik. Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og Já, komið sæl og blessuð og velkomin enn eina ferðina í mánudags umfjöllun okkar hér á Samstöðinni fjölmiðla. Við hófum leik rétt eftir áramót og höfum komið víða við. Margir gestir sem hafa komið hér að Rauðaborðinu. Í dag verður ekki undan því veikist að ræða málana sem afsögn Ástu Lóu og fréttaflutningur þar á undan og eftir, getur maður líka sagt, mjög pólariserað mál. Margir fjölmiðlamenn, jafnvel fyrirverandi starfsmenn Ríkisútvarpsins sem rífa hár sitt og tæta, segast aldrei hafa séð jafn ömurlega fréttamennsku hjá þeirra gamla vinnustað, en það líka til hellingur af fólki sem segir að fréttin hafi verið lögmæt og botna ekkert í þeirri gagnrýni sem hefur komið fram á fréttaflutningin. Nú þegar mál svo mjög á milli tannafólks og svo ólíkar skoðanir, þá gott að kalla til blaðamenn. Og hér eru komnir að þessu rauða borði 3 blaðamenn sem eiga það kannski sameiginlegt með mér að þetta eru blaðamenn á minni miðlum. Stundum eru það blaðamenn stærri miðla sem einoka umræðuna, en hér í dag þá ætlum við að ræða sjónarmið einyrkja fjölmiðlunga, eða hvað maður á að segja, og hvað þeim finnst um þetta mál. Það hérna, ég veit ekki alveg hvernig ég á að halda áfram með kynninguna á þessu, en það annað sem að mér dettur í hug sko að traust á íslensku fjölmiðlum hefur verið frekar lélegt, það hefur verið undir 30%. Og maður heyrir það hjaðna enn við þetta mál og við þessa umfjöllun. Og ein undirliggjandi spurning í þessari fjölmiðla úttekt samstöðvarinnar reglulega á mánudögum hvernig við getum bætt blaðamennsku, bætt umhverfið, aukið traust og fengið heilbrigða umræðu fjölmiðlun. Og ég held að þetta Ástu Lóu mál sé ágætis dæmi ólíkar skoðanir sem hafa komið fram og vonandi verður það þannig hér að við fáum mörg sjónarhorn. En verið þið velkomin, öll 3. Takk fyrir. Þú hérna, svo maður byrji bara á að kynna ykkur. Þú Brynjar Birgisson, þú starfar á Mannlífi. Mikið rétt. Og þú með nokkuð langa reynslu af blaðamennsku. Sagðir mér ekki fyrir þáttina að það væri eitthvað 18 ár síðan og byrjaði á DVF? Jú, ég byrjaði á DVF þegar ég var 18 ára að taka helgarvættir. Já. Og fór síðan stutt eftir það að skrifa fyrir fótbolti.net. Já. Og síðan vann ég líka tíma sem blaðamaður á Síðu og Heyrt, svona undir restina hjá blaðinu. Þannig að þú þekkir það að vera tabloid blaðamaður. Já. Þú hefur stundum unnið við það að skrifa fréttir sem að margir kalla endaþarm blaðamennskunar, ekki satt? Ekki margir en einhverjir, alveg klárlega einhverjir. Þannig að það verður fróðlegt að heyra hvað þér finnst fréttaumfjöllun Ríkisútvarpsins og annarra miðla hér þetta Ástu Lóu mál. Nú, þú kemur nú úr annarri átt, Steingerður. Þú ert Steingerður Steinarsdóttir, varst lengi ritstjóri Vikunnar. Já, það passar. Hve lengi? 10 ár ritstjóri, blaðamaður í 8 ár þar áður. Og ég hef unnið og komið kannski við nánast flesta miðla bara sem hafa verið reknir hérna á Íslandi því ég búin að vera í blaðamennsku frá 1989. Já, Þannig að ég hef
unnið fyrir RÚV og ég vann fyrir Mogganum tíma og ég fór svo yfir á uppeldi sem var gefið út fyrir foreldra hér áður fyrr. Skrifaði líka fyrir Ungi Anda sem var tímarit fyrir 65 ára og eldri. Og svo fór ég á Vikuna sem blaðamaður, var þar í 8 ár, ritstýrði svo blaði sem að hét Hann hún og hérna fór á hausinn í hruninu eins og mörg önnur góð fyrirtæki og þá fór ég aftur inn á Fróða sem að þá var orðin Birtingur og byrjaði á gestgjafanum og svo bauðst mér Vikan þannig að ég tók við því starfi og var þar í 10 ár og núna ritstýri ég vefnum Lifðu núna sem fyrir 65 ára og eldri þannig ég er komin í hring. En þú sem þekkir vel bæði fréttir og greinaskrif fítjurefni Já. Og verið í öllum pakkanum, eins og sagt er. Já. Einmitt. Og Frosti, þannig sumir kynnu nú að segja að það verið óþarf að kynna þig en ég ætlum samt að gera það sko og hérna spyrja þig hvenær hófst þú afskipti af fjölmiðlun eða blaðamenn? Það nú einhvern seint á síðustu öld sem að ég segi nú stundum til gammans, ég byrjaði nú að bera út DFF þegar ég var 12 ára eða eitthvað og svo nú að keyra út gestgjafan og þessi tímarit hjá Fróða einhvern tímann eftir ég fekk bílprófið en ég byrjaði að skrifa fyrst það var í Fókus innblað DFF einhvern tímann 98-9 og svo byrjaði ég á X-inu 99 og það náttúrulega það svona lengsta samfellda starfið sem að ég var þar í 23 ár samtals á X-inu 977 og með því var ég líka á Vísi og Fréttablaðinu og svona eitt og annað sem og Stöð 2 náttúrulega var hérna í nokkur ár í Íslandi í dag þannig að þetta nokkur langur ferill þó að hann fölni í samanburði við reynslu Steingerðar hérna, sem náttúrulega reynsluboltinn hér við þetta borð Já, segðu það bara Frosti minn, ég orðin gömul Ég alltaf litið upp til þín líka það bara þannig Hérna vindum okkur þá í þessa umræðu. Við kannski náum að ræða líka vilja sumra þingmanna til þess að grandskoða blaðamenn fyrir stjórnskipunar og eftirlitsnefnd eða einhver önnur mál. En við skulum byrja á þessu ástúlugamáli. Byrjum þá á reynsluboltanum. Hvað heyrður þessa frétt klukkan 6 síðastliðinn fimmtudag í kvöldfréttum útvarps? Já, ég heyrði þetta þá fyrst og ég verð að viðurkenna það. Ég var svo lítið hissa strax þá á því að hún skildi bara almennt hafa tekið þetta starf og ég tel að það hafi verið mistök hjá henni að gera það. En hins vegar þá get ég alveg borið virðingu fyrir henni fyrir það að hún tók rétt ákvörðun að segja af sér og gera það strax. Það eitthvað sem íslenskir stjórnmálamenn hafa hingað til ekki gert. Þannig að það minnskosti segir okkur að hún hefur rétt viðhorf hvað það varðar. Síðan þessi frétt var flutt, það hafi verið borðnar brigður á allan okkur efnisatriði sem komu fram í fyrstu útgáfu fréttarinnar. Ég held að það sé óþarfi að tíunda það hér, hvað það við vitum það öll, þetta spurningum valdamun, viðhorf drengsins, aldur, hvort það 15 eða 16 og hvort það skiptir miklu máli, að lesa upp úr lögum sem gilda í dag í sjónvarpsfréttinni og svona, þú kannski séð yfirlýsingu Heimis Más, þar sem hann sjálfur rekur það, hann vægast mjög ósáttur, hann þetta upplýsingafulltrúi flokksfólksins, hefur hagsmuna geta, en hefur ekkert komið fram síðan meinta rangfærslur sem hefur breytt þessu álitið þínu? Nei, bara alls ekki. Nei. Við skulum bara átt okkur á því að mennta- og barnamálaráðherra æðsti verndari barna í landinu og við bara komumst ekkert hjá því. Og við myndum heldur ekki vilja hafa mann sem hefði stundað launaþjófnað eða mannsal á vinnumarkaði sem vinnumálaráðherra. Fólk verður alltaf að líta þannig á að það alveg sama hvernig þetta mál lítur við. Ég ætla svo sem ekkert að dæma þeirra samband. Það einkamál og mér finnst algjör óþarfi að fordæma þessa konu eða fordæma þeirra samband. En það líka bara ákveðin líffræði þarna bakvið. Að við vitum það að heili mannsins ekki fullþroskaður fyrir að maðurinn orðin 25 ára. Fram að því eru taugaboð og taugaendar í framheilanum að mótast og unglingar
sérstaklega á kynþroskaskeiði. Þeir hafa litla stjórn á hvötum sínum og tilfinningum. Þeir hafa ekki fullþroskaða dómgreind. Þeir eru ófærir til dæmis að skipuleggja fram í tíman og þeir eru mun verri heldur en við, fullorðna fólkið, í að greina orsök og afleiðingu. Og þegar Ásthildur Lóa sendi frá sér sína yfirlýsingu þá brá mér svo litið við vegna þess að hún líkir þessum dreng sem hún átti í samskiptum við Eltirhelli sem er tegund af ofbeldi en mér fannst hún bara hreinlega að vera að lýsa venjulegu 15 ára barni og ég er 7 árum eldri heldur en hún og ég lifði þessa tíma og ég bara get ekki tekið undir það sem fólk að segja að þá hafi verið aðrir tímar og litið öðrum augum á sambönd þar sem aldursmunur var að þessu tagi. Ég átti vinkonu sem var 15 ára og var í sambandi við 18 ára strák og mamma hennar var algjörlega brjáluð yfir þessu og gerði allt hvað hún gat til að stíga þeim í sundur því að henni fannst aldursmunurinn nóg mikill og ég átti líka barn þarna 1989 eins og Ásthildur Lóa og þá þegar er í gangi mikil umræða það að það þurfi að hækka sjálfræðisaldurinn vegna þess að 16 ára börn séu einfallega ekki fær að hafa fullt sjálfræði sín mál og ég held að allir foreldrar sem hafa alið upp unglinga geti tekið undir það með mér að 15-16 ára gömul börn eru ekki fær að sjá fótum sínum forrað. Ef það væri, þá myndum við ekki nenn að hafa þau inn á heimilinu. Við myndum örugglega losa okkur við þau því þau eru hundleiðileg. Og þá líka að það verður ákveðin umskipti í bara lífi barna þegar þau verða 18 ára. Það verður allt annað að tala við þau og það verður allt annað að bara vinna með þau. En á grunni þeirra gagnrýni sem komið hefur fram á blaðamennskuna, hvað heldur þú að skýri, ég segi bara þá heift sem er í samfélaginu vegna þessa fréttaflutnings, það virðist vera að minnstakosti annar hver íslendingur sé algjörlega brjálaður út í ríkisútvarpið, allavega hvernig það flutti fréttina. Hvað heldur þú þá að skýri það? Ég held að það sem skýri það er að þetta eru auðvitað viðkvæm mál. Allt sem að snertir tilfinningalíf okkar og samskipti fólks í milli, það eru viðkvæm mál og þau eru alltaf erfið og þau eru mjög erfið að stíga inn í af því að það eru vissulega alltaf tvær hlíðar á slíkum málum og stundum eru miklar tilfinningaflækjur og annað og þetta mál allt sem við vitum það ber þess fyllilega vott. En við komumst aldrei hjá því að meginmálið að hún er mennta- og barnamálaráðherra og hún hefur þessa sögu. Þú veist, það er allt annað að vera þingmaður með þessa sögu og meira segja þó að hún hefði verið heilbrigðisráðherra, þá hefði það verið annað. En þetta er æðsti verndari barna í landinu og við getum ekki sagt okkur við að hann hafi þessa sögu. Þú ert að segja að einhver hluti íslendinga rugli saman konunni og einstaklingunum Ástu Lóu og hins vegar þeirri ábyrgð sem hún sem þarf að gegna. Og það hefði verið stórkostleg yfirsjón af hálfu Ríkisútvarpsins ef að þeir hefðu ekki flutt fréttir af þessu. Það er bara beinlínis skylda þegar þetta er komið inn á þeirra borð að þá er það bara beinlínis skylda að flytja fréttir af þessu. Sumir eru að tala að fréttin hafi verið einhliða og hún hafi byggt eingöngu á framburði hans og framburði þessara fyrirumtengda móðir hans og það kann vel að vera en þau hafa jafn mikinn rétt á því að segja sögu sína eins og Ásthildur Lóa og mér skilst að fréttastofan hafi reynt að ná sambandi við hana leið og þetta byrjaði og það er náttúrulega það sem við gerum eins sem blaðamenn og okkur ber líka skylda til þess að fá það líka upp á borðið og svo skilst mér bara líka að það er alltaf svolítið erfitt eins og ég segja að stíga þarna inn í að hann kann að hafa, barnsfaðir hennar kann að hafa upplifað eitthvað sem tálmun og við vitum ekki hvernig hann upplifði þetta ástarsamband, hvort og honum fannst hann vera eldirellir, hann hefur ekkert það sagt og þessi tengdamóðir hún hefur einhverjar ástæður fyrir því að hún ákveður að upplýsa þetta mál og eins og ég segi
sem blaðamenn þá getum við ekkert annað og þetta ekki persónulega farið á stað af fréttastofu útvarps til þess einhvern veginn að ráðast gegn einhverjum einstaklingi. Það bara einfallega verið að segja frétt sem ekki hægt annað en að segja. Heldur það að ráðherra innan Sjálfstæðisflokksins hefði fengið sömu meðhöndlun? Því það eru margir sem benda á að það sé ákveðin mannamunur, meðvitað eða ómeðvitað, þá séu fjölmiðlar svona sæknar í að veita flokki fólksins aðhald, kannski vegna þess að við erum ekki vönið í að flokkur eins og flokkur fólksins sé í ríkisstjórn. Heldur að hefði orðið sömu efnistök ef Geir Haarde hefði átt þennan launson eða laundóttur eitthvað sluðis? Já, og fréttin hefði verið sett út áður en Geir hefði veitt viðtal? Já, ég held það. Mér finnst saga Ríkisútvarpsins vera þannig að þeir hafa ævinlega reynt að gæta hlutleysis eins og hægt er. Við erum náttúrulega öll bara mannleg og breysk og við komum öll að borðinu hvort sem við erum að skrifa fréttir eða greinar með þá reynslu í farteskinu og það bara okkar persónu og við komumst aldrei undan því þannig við verðum aldrei fullkomlega hlutlaus. En ég meina, fréttastofan brást við strax leið og það komst upp að Sigmundur Davíð hefði átt fyrirtæki sem kemur upp í Panamaskjölunum. Þeir hafa brugðist við gagnvart því eins og þeirra að Bjarni var í boði þarna þegar samkomutakmarkanir voru. Þannig ég sé ekki að það ég hef ekki allavega orðið vör við það hjá Ríkisútvarpinu að þeir séu í einhverju einelti gagnvart einhverjum tilteknum flokkum eða fólki, sko. Ég spyr meðal annars til þess að varpa ljósi á hluta umræðunar á Facebook. Akkurat. Ég held nú einmitt að fréttaflutningurinn hefði verið alveg jafn skarpur en ráðherra Sjálfstæðisflokksins hefði ekki fengið þessa samúð almennings í kommentarkerfunum sem Ásthildur Lóa fær. Skil. Það er augljóst að almenningur upplifir þetta miklu leyti sem einhvers konar nornaveðar og þess vegna er honum misboðið. Ég held að það sé hollt og gott að almenningi misbýður þegar hann fær á tilfinninguna nornaveðar sé að ræða en ég held að sé rétt sem Steingerður segir að það verður að gera greinamun á persónunni og síðan ráðherranum og mér finnst nú mikil viska í öllu þessu sem að hún segir hér á undan en ég verð þó að bæta við sko að það er auðvitað þannig á þessum tíma þá var samt sem áður sko sjálfræðisaldur 16 ár og hvað heitir það, samræðisaldur 14 verður segja. Kynræðisaldur. Kynræðisaldur, já, heitir það víst. Og þetta eru aðrir tímar hvað það varðar. En það er þarna undirliggjandi augljóslega ásökun tálmun. Það kemur fram í fyrstu frétt að barsfæðurinn segir að hann hafi ekki upplifað þetta samband sem ofbeldi eða hann hafi verið eitthvað fórnarlamb en að Ásthildur Lóa hafi tálmað umgengni og það er líka það sem að fyrrverandi tengdamóðurinn segir í einu viðtalinu að þegar að hann hafi verið tengdasonur hennar í öll þau ár sem að það var að þá hafi henni alltaf sviðið það að hann hafi ekki fengið að umgangast þetta barn sitt og þegar hún sér Ásthildur Lóu síðan verða barnamála ráðherra þá misbjóði henni það og þetta er raun og veru sko auðvitað hún hafnar því að tálmun hafi verið að ræða en þið getið alveg séð bara í frásögn hennar, hún lýsir því sjálf að þessi ungi piltur, ungi faðir hann hafi óskað eftir því að vera viðstaddur fæðingun og hann hafi fengið það. Það er ekki algilt árið 1990 að pappar væru inn á fæðingarstofunni, held ég. Hann sýndi samt hann áhuga. Hann er síðan í virkri umgengni við barnið allt fyrsta árið samkvæmt Ásthildi Lóu og hann segir að því hafi snögglega verið hætt þegar hún kynnist að hún stoppar það þegar hún kynnist núverandi eiginmanni sínum. Hún lýsir því sjálf að það hafi komið úrskurður eða krafa frá dómsmálaráðuneytinu, hann sem sagt fer til yfirvalda til þess að leita réttar síns og fær sem sagt dómsmálaráðuneytið með sér í lið og kemur með kröfu að hann eigi að fá umgengnisrétt 2 helgar í mánuði eins og var algengt á þessum tíma. Þetta helga pappa fyrirkomulag, núna í dag er það meira svona vika og vika en á þessum tíma fengu papparnir aðra hverja helgi. Og Ásthildur Lóa lýsir því sjálf að hún hafi, hvernig orðan á það kom ekki til greina að minni hálfu að senda barnið til einhvers manns sem að það þekkt ekki, þannig að barnið 2 ára gamalt. En þá eru þetta búið að
samkvæmt tónum tálma umgengni í heilt ár og barnið auðvitað þekkir ekki pappa sinn lengur sem hann umgekst samt fyrsta árið. Og þannig að það þú veist, og miðalveg sko hvernig fyrrverandi tengdamóðurinn lýsir þessu, þá þetta greinilega, þetta hefur alltaf verið rætt svona innan þessara fjölskyldu í mörg ár, að það hafi sem sagt fólki gremst það, að þarna hafi verið slitið á tengsl milli föðurs og barns og mér finnst fókusin í umræðinni einhvern veginn hafi svolítið vantað á þennan þátt málsins, af því að foreldra útilokun er hryllilega ljótt fyrirbæri og þið getið bara lesið ykkur til það. Það þetta, ef við og reynum síðan í, sko, sonurinn hefur núna stigið fram og sagt að ekki hafi verið tálmun að ræða og skiljanlega tekur hann upp hanskan fyrir móður sinna bara og maður ber fulla virðingu fyrir því og gott hjá honum að gera það. En hann auðvitað ekki til frásagnar hvernig þetta ástand var þarna fyrir 35 til 30 árum síðan þegar að slitin eru þessi tengsl milli barns og föður og hann lýsti því að þeir hafi hist þegar hann var komin á fullorðins ár og svona en það þegar þú lest til foreldra útilokun þá auðvitað þú getur séð fyrir þér að faðir sem að hittir síðan uppkominn son sinn á fullorðins árum, hann finnur, skilur það, tengslin ekki til staðar, skaðin löngu skeður og hann þakkláttur fyrir þennan fund með barninu en fer síðan heim og grætur á koddann, sko, fyrir allt það sem að hefði getað orðið en varð ekki. Og þannig að maður skilur alveg að það undirliggjandi harmur þarna sem að verður síðan til þess að fólki misbýður þegar að viðkomandi verður barnamálar á þeirra. Tálmun og foreldra útilokun auðvitað sklæpur gegn barni fyrst og fremst. Þannig að þessi þáttur málsins finnst mér vera langt mikilvægastur. Það ekki spurningum hvort að einhver hafi verið 15 ára eða 16 þegar samræði átti sér stað. Þannig að þetta mér komið mér á óvart hvað þetta hefur fengið lítinn fókus og svona börið afgreitt bara einhvern veginn sópað út á borðinu án þess að mikið sé talað það. Já. Brynjar, það kom fram áðan að þú hefur starfað svolítið við það sem við köllum stundum slúðurblaðamennsku sem að sko margir fordæma en það gleymir stundum að það nú tabloid miðlarnir sem stundum flytja mikilvægastu fréttirnar og þær sem að breyta svo sannarlega gangi heimintunglana í heiminum en bara vinnubröðin í þessu máli ef við fáum svona þitt sjónarmið. Ég held að það sem kemur mér kannski mest á óvart með þau að Steingrímur var nú að segja að fréttastofan hefði reynt að hafa samband við Ásthildi áður en fréttin fór í loftið upphaflega. Ég hefði viljað hafa þetta allt í einum pakka. Þú vildir hafa viðbröðin hennar í raun og veru. Mér fannst þetta kom svolítið svona óheppilega út fyrir Ríkisútvarpið að þessi frétt fer þarna út og síðan stuttu eftir það kemur viðtalið og það sem tekið hérna í andirinu á RÚV Má ég aðeins benda á í þessu samhengi að ef rétt það sem Heimir Már segir þá búið að spila fréttina þegar viðtalið við Ástu Lóu tekið. Þannig að bara svona til að... Já, eins og ég segi, ég hefði viljað bara, þegar þetta sett fram upphaflega, þá held ég að það hefði verið best fyrir alla að þetta væri í einum heildstæðum pakka, það sem tengdamóðurinn segir og Eiríkur og síðan svar frá Ásthildi. Það í raun og veru það sem svona... Það spyr okkur skúpgrædduna hjá Ríkisútvarpinu þannig? Já, það gerir það að vissu leyti. Og það hefur verið bent á það kærasti eða einmaður fréttamannsins starfar á Mokkanum, held ég, blaðamaður þar og mögulega hafi þeir tveir miðlar verið í einhverju samkeppni, nú ég bara segja það sem ég les á internetinu, ég veit ekki meira, en það væri nýtt ef Ríkisútvarpið komið í svona skúpham. Já, ég þekki ekki nákvæmlega hvernig vinnubröðin eru í dag upp á RÚV varðandi svoleiðis. Í svona viðkvæmi. Já, af því þetta frekar viðkvæmt mál og ég verð bara að segja að ég held að það hefði verið best fyrir alla ef þetta hefði verið saman í einum pakka en ef að hún fekk tækifæri til þess upphaflega til að svara fyrir sig en gerir það síðan ekki fyrir en eftir að fréttin komin í loftið þá náttúrulega verður að skrifa það á hana. Það náttúrulega ekki gaman að missa frá sér stóra frétt, svona sögu. Það alls konar
tilfinningar, stress og maður þarf að taka ákvarðanir alveg bara leiftursnögt. Það líka áhugavert að hugsa hvernig þetta hefði farið ef að forsætisráðuneytið hefði ekki neitað þessari konum þennan fund. Þegar þeir fá þessar upplýsingar hvað þetta snýst, þá gefa þau frá sér, við ætlum ekki að veita þér fund. Og konan hefur sagt að hana langaði ekkert til þess að þetta yrði gert opinbert. Heldur vildi hún bara fá fund með Kristrúnu og kannski Ásthildi Lóu og bera upp þessa gremju sína og fá þær til að fallast á að já, það gengur ekki að hún sé barnamálaráðherra, þessi kona og það ég veit ekki hvort að ef þetta hefði þróast á þann veg að það hefði verið tilkynnt bara Ásthildur Lóa hefði ákveðið að segja sig frá barnamálaráðuneytinu af persónulegum ástæðum og við höfum aldrei fengið að vita neitt þetta, sko. Það er spurning, sko. Þetta svolítið skrítið hvernig forsætisráðuneytið hélt á þessu máli og raun og veru hafnar því að tala frekar við konuna þegar þau eru búin að fá þessar upplýsingar hvað máli snýst. En aðeins aftur að þér og þessum vinnubröðum. Þú vinnur núna á mannlífi. Já. Og þú hefur unnið á DFF og svona og eru þið núna til dæmis bara sem að ræði það sérstaklega, ef þú hefði verið með þessa frétt, hefðir þú ekki sett hann í loftið án þess að fá viðbröð Ásthildur Lóu? Nei, ég hef átt erfitt með það. Ég held að það hefði verið ég persónulega held að nei, ég hef ekki gert það. Þetta eitt út af fyrir sig finnst mér gera þetta mál svolítið sérstakt. Við erum ekki vön þessu að Ríkisútvarpið, almannaútvarpið sem að við þurfum að greiða gjöld til stundi þessa tegunda blaðamennsku. Rétt áður en ég kom hingað þá sá ég að fréttamaðurinn var búin að svara Heimi Má og þar einmitt fullyrðir hún að Ásthildur Lóa hafi fengið tækifæri til að svara og ég náttúrulega veit það ekki frekar heldur en aðrir hvort að það er rétt eða ekki. Já. En hins vegar þá virðist það vera samkvæmt henni að þetta hafi verið eitthvað sem hafi legið fyrir og þau hafi vitað að þessi frétt, Heimir Már hafi vitað að fréttin yrði send út 6:00. Já, ég reyndar sammála það er ennþá vafi ákveðin efnisatriði. Já. Sem að er kannski svolítið snúin í þessu. En þú segir þetta, meiri sér þið á mannlífi hefðu þið varla farið með þetta fram. Sennilega ekki, nei. Nei, og þið hafa gengið langt. Já. Og aðeins kannski út fyrir þetta en samt kannski tengt. Sá ég það daginn, voru þið að eru þið farin að rukka fyrir fréttir? Einstaka fréttir, já, svona lengri sem eru Einstaka fréttir? Já, svona sem eru í lengri kantinum. Já, hvers vegna eru það því? Hvernig áskriftamódel gengur upp á mannlífi, hvort að fólk sé tilbúið til að greiða beint fyrir þessar löngu fréttir. Já. Og við erum að færa okkur svona kannski líka í svona að vera mannlífsviðtölum gömlu og mannstu til þeim, þau verða tekin upp aftur. Já. Og þau verða örugglega einhverju leyti bakvið svona áskrift. En þegar þú lest á internetinu núna í umræðu þetta mál að það sé verið að höfða til lægstu hvata og hlustendur og áhorfendur Ríkisútvarpsins eigi betra skilið en að það sé farið í einhvern sora með því að draga upp þessa gömlu beinagrind í lífi Ásthildur Lóu, þá segir þú hvað? Þú veist hvað Íslendingar vilja lesa. Mér finnst þetta, ef við tökum út fyrir hvað hann var gamall og nákvæmlega þegar þau byrjuðu samband sitt og í raun og veru hvenær hún varð ólétt og allt þetta. Mér finnst það að 23 ára eða 22 ára manneskja í sambandi við 15 eða 16 ára mannesku sem verður síðan ráðherra, fyrir mér er það alltaf frétt. En það þarf náttúrulega að vera hvernig hún sett fram og náttúrulega smáatriðin þurfa öll að vera rétt. Þú veist hvort að mitt að hann var 15 eða 16 ára og þetta með tálmunina er líka mjög mikilvægt finnst mér eins og Frosti var að nefna hérna áðan. Að þetta þarf náttúrulega alltaf að vera í lagi en bara á blaði ráðherra í sambandi með 15-16 ára, fyrir mér er það alltaf frétt. Já. En ef þú
tekur eina viku í að skrifa ítarlega fréttaskýringu einhverja skattabreitingu og svo 2 klukkutíma annars vegar í eitthvað svona mál hvað líður lesturinn með mannlífi hvort sigrar? Á mannlífið held ég að ráðherra fréttin myndi fá talsvert meiri lestur sko. Já, og sko það hefur stundum verið talað það að einn vandi fjölmiðla núna upp á síðkastið síðan resursarnir, fjárhagslegi resursar urða engu, áskriftir áður og síðan auglýsingafé sem að það sem 7. hver króna komin út fyrir landsteinina sem áður fjall til innanlands. Það stundu sagt að sko við neyðumst til þess að breyta fréttamati okkar. Við neyðumst til þess að skrifa fréttir sem fólk vill lesa. Þá ofta einhver svona hneyksli, kynlíf, skandall, blóð og sæði var segja það Stefán Jón fyrirgefðu, en þegar ég var ekki búin að vinna lengi í blaðamennsku þá sagður mér að það væri einhvern tvennt sem að seldi í blaðamennsku, það væri blóð og sæði og þá áum við ofbeldi og kynlíf. Og þetta nefnilega rétt sko. En Ríkisútvarpið að smitast af einn spurningin sem ég spyr núna af því að sumir telja sig sjá svona meiri neyð hjá fjölmiðlum sem reyna að starfa áfram með alltaf minni peninga og minni mannafla að þú þarft að skrifa eitthvað sem að... Mér finnst vera of mikið gert úr því að þetta hefur verið einhver svona svora blaðamennska hálfu rúf, ég verð að segja það. Þetta bara mjög stórt fréttamál og við getum ekki annað en trúa því sem að Sunna Karen segir að Ásthildi Lóu hafi gefist tækifæri á að bregðast við fréttinni áður en hún fór í loftið klukkan 6 og þannig bara verið að greina frá því að kona hafi haft samband við forsætisráðuneytið með þetta mál og vilja að fá fund og þetta væru ásakanirnar sem var uppi og Ásthildur Lóa ætlaði að koma í stúdíó sjónvarpsins klukkan 6 í viðtal og ég held að það hefur litlu breytt þó að hún hefði komið í viðtal fyrir daginn þó að það hefði verið inn í sama pakka. Þetta bara, þessi frétt óháð sko, svör hennar breyta engu svo sem fréttina í stóru myndinni. Ég alveg sammála því sem þú ert að segja. Það sem ég var aðalega að meina upp á að reyna að fá viðbröðin var vegna þess að mér finnst það hafa myndast svona smávegis rugglingur tímalínu. Hvenar, hver sagði hvað hvenar og einhvern veginn. Þannig að hafa þetta í fyrstu fréttinni hefði dregið úr rugglingi sem kom. Hún hefði verið meira balanseruð fréttin, kannski. Hún gefur ekki kost á viðtali eða svörum. Hver eðlilegu tími sko að gefa oddamannesku í þessari stöðu? Hefði hún átt að fá heilan sólarhring til þess að undirbúa viðbröð? Það er ekki hægt. Hún verður að gera svo vel að veita svör bara eins fljótt og kostur og það fær engin sólarhring. Ekki í dag. Það er bara hringt að morgni og sagt við erum að vinna hérna frétt sem fjallar þig og að þú hefur gert þetta og þetta viltu svara? Hún er birt klukkan 12. Það er bara þannig og þetta er bara það þekkja þetta allir. Kannski í dag, en þetta var ekki svona, það var alveg gefin sólarhringsfrestur hér fyrir ekkert svo mörgum árum. Já, það er nefnilega akkurat þetta sem að við verðum að setja í samhengi og líka hvað varðar efni þessara fréttar. Það sem einu sinni gekk og gerðist og gerist þykir ekki gott í dag. Við verðum bara að lifa með því. Og það er nákvæmlega sama sagan að einu sinni, þá var ekki einu sinni til orði launaþjófnaður. Ég hafði aldrei heyrt þetta orð þegar að Sólveig kemur fyrst fram með þetta. Og ég upplifði það sem unglingur að vinna og vera borgað mun lægri laun á þeim forsendum að ég væri ung sem að var auðvitað launaþjófnaður því ég var að vinna alveg sömu vinnu og kettlingarnar við hliðina á mér sem höfðu þann kostinn að þær voru aðeins eldri. Og við erum líka komin með núna veruleika það sem vinnumansal tíðkast og við erum að uppgöta það að það er bara til fullt af fólki hér á Íslandi sem er algjörlega tilbúið til þess að gera þetta og
eigum við þá ekki að fjalla þetta vegna þess að þetta var ekki sjáanlegt í samfélaginu eða þótti kannski ekki tiltökumáli í samfélaginu fyrir 35 árum. Er það svo? Það verður einhvern veginn, við verðum að taka þennan tilfinningalega þátt út og ég viðurkenni það að ég hef mikla samúð með Ásthildi Lóu. Þetta hlýtur að vera óskaplega erfitt að ganga í gegnum þetta. Og ég vona bara að hún sé að fá mikinn stuðning og helst einhvers konar áfallahjálp. Já, ég er alveg sammála. Þetta er ekki smá svipugöng að gangi í gegnum. Það var rosalegt að sjá myndir af ríkisráðsfundinum í gær þar sem hún tjáir sig ekki við fjölmiðla og hún er alveg brotin. Var þetta ekki mest lesna fréttin á BBC líka? Þetta er heimsfréttir. Það er eitt af því sem fólk hefur gert athugasemd við að hún sé máluð þar upp sem bara barnaperri. Það er náttúrulega líka annað sem að við ráðum ekki við. Og það eru erlendir fréttamenn. Sumir segja að Ríkisútvarpið hafi rammað fréttina, spísað hana meira heldur en reyndist. Það kann að vera, en mín reynsla er nú bara einfallega svo að þegar erlendir fjölmiðlar hafa tekið upp fréttir frá Íslandi, eins og bara til dæmis fréttin af Sigmundi Davíð, þá mála þeir þetta mun sterkari litum heldur en íslenski fréttamenn. Íslenski frétta- og blaðamenn sýna miklu meiri tillitssemi einmitt vegna smæðar samfélagsins og hefði þetta komið upp úti í Bretlandi, þá leyfi ég mér að fullyrða að fréttin hefði verið mun miskunnarlausari og anstíkilegri heldur en nokkuð tíman hér. Við tók líka eftir í kommentarkjárunum á fréttin á BBC, almenningur þar var með fókusin miklu meira á það sem ég talaði á, þannig að þarna hefði verið ungur maður sem hefði verið látin greiða meðlög í 18 ár án þess að fá umgengnisrétt við barnið og hann hefði verið neitað þessa umgengni. Og þar var almenningur að setja fókusinn. En Steingerður, þú ræddir smæð samfélagsins. Já. Og það er alveg gríðarlega stór breyta í þessu vonlausa verkefni að vera blaðamaður á Íslandi, sérstaklega ef þú ætlar að sinna aðhalds- og eftirlitshlutverkinu og vera gagnrýninn og vera einn svokallaði varðhundur almennings. Þetta er eiginlega alveg glatað, sko. Og hugsið ykkur, af því að við erum að tala hvernig Ástu Lóu líður, þá líður henni Sunnu sennilega ekki heldur mjög vel á Ríkisútvarpinu vegna þess að hún er náttúrulega búin að fá því líka fjallið ofan á sig af heift og hatri og Ríkisútvarp allt saman. Mér langar aðeins að fara bara í þetta sérstaklega. Ritskoðar, hver einasti blaðamaður sig á Íslandi, sjálfsritskoðar þar að segja hvað eftir annað að vótta við það, hvaða afleiðingar verði af fréttaflutningum. Ég held að það fara miklu leið eftir reynslu. Ég held að þeir sem komast yfir þennan hjalla að starfa í nokkur ár, ég held að þú fáir nokkuð þykkan skrá. Og þú þarft eiginlega að gera það ef þú ætlar að starfa lengi í fjölmiðlum. Ég held að ritskoðunum verði minni og minni með starfsreynslu. En á móti kemur að menn vanda sig og vita betur hvað þeir eru að gera með reynslunni og þannig að þú veist, ef þú ert að vanda þig nægilega vel, þá getur þú verið að greina frá viðkvæmum málum án þess að það verði einhvern hátt gagnrýnivert. Já. Ég er alveg sammála því og þegar ég var á vikunni þá birtum við oft viðtöl einmitt svona hluti, konur sem voru opna á ofbeldismál, við birtum viðtöl við börn, fólk sem hafði glímt við fíkn og var að segja frá sínu uppeldi og þeim sásöka sem að þau höfðu upplifað í uppeldinu. Við birtum viðtöl við hinsegin fólk og transfólk sem hafði upplifað ýmislegt í samfélaginu og við vorum alltaf með einhvers konar skjalfestar sannanir á bak við það sem við vorum að gera. Þetta fólk sem kom til að segja okkur sögu sína, það gat sagt okkur og lagt fram skjöl sem að sýndi til dæmis kærur. Það var kannski með vitnisburð einhverja annara sem að höfðu upplifað þetta. Og við leituðum ekkert alltaf staðfestingar hjá þeim sem ásakaður var, en ef að hann kærði sig að koma og svara þessum ásökunum í vikunni, þá stóð þessu fólki það opið. Það gat gert það, en við vorum alltaf með svona varan á okkur að
við vorum aldrei til dæmis heldur að birta fréttir af einhverjum málum sem voru kannski miðjum storminum, eins og einhverjum skilnaðarmálum að birta, þú veist, viðtal við annan aðilan og þetta var allt saman óútkljáð. Okkar viðtöl gengu yfirleitt út á það að fólk var að líta tilbaka til atburða sem höfðu gerst einhverjum árum fyrr og viðkomandi var komin kannski á þann stað að geta hort aðeins öðrum augum á hlutina heldur en þegar hann í miðjum storminu. Og mér finnst það lykilatriði að þú ferð ekki inn í viðkvæmar upplýsingar eða deilur án þess að vera þá 100% vissum að það sé eitthvað til í sögu þessara manneski. En hins vegar verðum við líka átt okkur á því. Allir hafa rétt á að segja sína sögu og setja hana fram frá sínu sjónarmiði og það kann vel að vera að þitt sjónarmið sé ekki fullkomlega sannleikanum samkvæmt og við erum öll bara þannig gerð að við reynum að hlífa okkur sjálfum og setja fram einhverja skýringar á okkar hegðun og svona draga úr því sem að við gerðum svona kannski ekkert allt of fallega á sínu tíma og þetta náttúrulega eru við sem blaðamenn fullkomlega meðvituð en við berum ekki ábyrgð á því að viðmælandinn sé ekki að segja okkur fullkomlega sannleikan. Við berum bara ábyrgð á því að koma hans sögu skýrri og óbrenglari til skila. Já, hvað segir þú, Frosti? Kannanir hafa mælt töluvert mikla sjálfsritskoðun meðal íslenskra blaðamanna. Og stundum hefur manni fundist eins og það séu svona ákveðnir kimar, að það sé svona velti á því hvað þú ert að fjalla og hverja þú ert að fjalla. Hve mikil viðbrögð geta orðið? Ég held að það sem meiri svona sjálfsritskoðun bara þegar kemur að svona hinni ríkjandi skoðun og blaðamenn þori ekki að fara mikið út fyrir það sem þeir skynja að kollegar þínir á ritstjórninni eru einhuga og það verður þá svolítið monotóníst svona ástand í og ég held að traust til fjölmiðla, lækkandi traust til fjölmiðla sé mikið til komið vegna einmitt þess að þeir upplifi orðið með vaxandi svona alternative media eins og sagt þá upplifir að það sem það verið að segja þeim í stóru fjölmiðlunum sé oft mjög hlutdrægt og það sé búið að valdsækið kannski? Já, og bara til dæmis við getum talað tímabilið þegar við vorum í COVID ástandinu það var bara ein skoðun sem var leyfileg og bæði almenningur og blaðamenn veittu stað fólki sem leyfði sér að efast eitthvað hennu opinberu áætlun og það við lítum tilbaka þá sjáum við það bara enn betur hversu óbóðslega yfirdrifið þetta var og ein tóna og mikil hlutdrægni og gagnrýni blaðamanna var lítil sem engin. En myndur þú segja að það, nú eru þið öll aðeins eldri en ég, myndur þið segja að það hafi breyst, þar að segja eins og á 10. áratugnum, myndur þið segja að það sé meiri hlutdrægni í fjölmiðlum í dag heldur en þá? Nei, eflaust ekki. Ég held að það sé að afhjúpast fyrir okkur því miður að ég er alveg upp við það að þú gæst bara treyst Reuters, New York Times, Washington Post, þetta veru 100% faglegir fjölmiðlar sem væri bara að segja hlutlaust frá staðreyndum mála en nú bara, þú getur farið eftir í Watergate-málið, það ótrúlegt það sem er að komast að Bob Woodward, þessi dáði rannsóknarblaðamaður að þessi afhjúpun hans Watergate Nixon-málið er hans fyrsta verkefni í blaðamennsku. Þar áður starfaði hann sem Naval Intel Officer og var sem sagt starfsmaður í Hvíta húsinu og af þeim 6 eða 7 sem að brjótast inn í Watergate bygginguna það eru 5 eða 6 starfsmenn CIA Það kemur í ljós að þetta var ekki svona bottom down uppljóstrun heldur þetta innan úr stjórnkerfinu sem er farið í aðgerð gegn Richard Nixon þetta er óbáslega þetta rugglar öllu sem maður alin upp við einhvern veginn og ég held að þetta sé búið að vera svona í langan tíma að stóru fjölmiðlarnir hafa verið við sjáum líka bara með þessi USAID fjármunir sem er dælt í fjölmiðla út allan heim frá Bandaríkjunum það eru
það segir þá sögu að það hafi í áratugi, allt frá seinni heimsstyrjöld, verið sko ákveðið narratív sem ákveðið í Washington sem sagt í fjölmiðlum út alla Evrópu. En mér finnst þetta mjög áhugaverð spurning hjá þér og sko mitt svar, ef ég má reyna svarinni, af því að ég byrjaði í blaðamennsku 84 og þá var ég frílans hjá NT sem var svona lítill hlekkur sem kom eftir Tímann og að hátta nútímavæða Tímann, framsóknarmálgagnið, þannig að ég þekki söguna svolítið langt aftur. Mitt svar við þessu að við erum sumpart aftur núna að nálgast polariseraðri fjölmiðlun sem var þegar flokksblöðin voru og hétu, en ég samt ekkert endilega vissum að við séum hlutdragari núna en við vorum áður. Þetta svona minna í skötulíki, þetta kemur af meiri krafti. Mogginn kemur óhaminn til leiks í brjálaðri stjórnarandstöðu af því að þar ekki sjálfstæðisflokkurinn í ríkisstjórn. Mér fannst einmitt Valur Grettisson hérna í þættinum hjá þér nefndi þetta sem ég fannst mjög áhugavert sem ég hafði í raun og veru ekki pælt í fyrir hann að sagði að Morgunblaðið hafi í raun og veru verið í dvala. Já. Að hans mati í svona rannsóknarblaðamennsku gagnvart yfirvöldum meðan sjálfstæðisflokkurinn var í meirihluta. En síðan einmitt komið með krafti eftir að breyttist og svona áhæfli punktur hjá hann að því að maður hefði náttúrulega séð þetta að það mikið verið að sækja meirihlutum í Reykjavík náttúrulega en þetta var mjög svo bara það er bara svona uppljómum þegar Valur sagði þetta svona, já. Akkurat, það var fleiri talað um þetta. Sko fréttavilji okkar, bara tökum hræsnina og hendum henni burt. Við erum öll pólitísk, við erum öll pólitísk, samfélagspólitísk. Við erum ekki vera flokkspólitísk sem blaðamenn, en við erum öll samfélagspólitísk og fréttavilji okkar, hann mismikill eftir því í hvaða hópi við erum, á hvaða ritstjórn við erum og svo framvegis, ekki satt? Jú, það alveg rétt. En það kemur líka á móti að þegar ég byrja til dæmis 1989 að þá voru bara ákveðin málefni sem voru bara ekkert rædd og voru bara alls ekkert upp á borðum í fjölmiðlum og það hefði til dæmis ekkert þýtt að ætla sér að koma með inn á vikuna eða einhvert annað tímarit svona bara viðtöl eins og tíðkast oft í dag sem að fjalla alls konar hluti og þú veist, og ég man þá tíma til dæmis þegar að í fyrsta skipti opnað á Barsmissi, það var hjá Nýju lífi að Gullveig Sæmundsdóttir birti viðtal við konu sem hafði mist barn. Þetta var í fyrsta skipti sem einhver kom fram opinberlega og ræddi það. Ég man líka eftir Gerði Kristníu þegar hún birtir viðtal við stúlku sem hafa, eða þar að segja grein, réttara sagt, sem stúlkan hafði skrifað sjálf og hún hafði orðið fyrir kynferðislegri misnotkun bróður síns þegar hún var barn og Gerður sem sagt setur þetta út og stúlkan hafði framið sjálfsvíg þarna skömmu áður heldur en blaðið kemur út og það varð allt brjálað og Gerður skrifar seinna drápu þessa stúlku, ljóðabálkin og þegar hún til dæmis talar við Thelmu Ásdísadóttur að þá ákveða þær í sameiningu að þetta sé stórt mál til þess að það geti orðið viðtal og það verður bók og hún fékk vítur frá Blaðamannafélagi Íslands síðanemdinni fyrir þetta reyndar fyrir að birta greinina sem að stúlkan skrifaði hún fekk vítur frá síðanemd sem álítið hneyksli í dag og hefur verið álítið lengi sem en svo fær hún blaðamannaverðlaunin fyrir Thelmu Ásdísadóttur þannig þetta bara segir okkur að það eru ákveðin mál sem að þú veist eru bara orðin mainstream sem að þykir bara sjálfsagt að ræða og á að ræða vegna þess að þau eru partur af því að við erum, eins og þú segir, við erum samfélagslega pólitísk, við viljum koma áfram einhvers konar okkur í átt að einhvers konar betra samfélagi þar sem ríkir meiri skilningur, meira umburðarlyndi og
vonandi meiri virðing fyrir mannréttindum hvers annars, þó ég sé stundum svolítið vonlaus það. En þetta allt hluti af því. Og eins og ég segi þó að það sé hægt að hafa fulla samúð með fólki sem að þarf að gangi gegnum þessa hluti sem að fylgja blaða- og fréttamennsku viðkvæm málefni, að þá samt sem áður þá verðum við að stinga á þessum kýlum, við verðum að ræða þetta, en þessi heift og þessi ofsi sem að þú einmitt ert að tala að sé í kommentakerfunum, hann kemur okkur ekki nokkur skapaðan hlut. Hann ekki til þess að flytja okkur áfram. Ef að við getum rætt málin af einhvers konar skynsemi og yfirvegun og virðingu hvert fyrir öðru, þá komumst við áfram. Það eru dæmi að það hefur risið bylgja hjá almenningi sem ekki hefur leitt til góðra ákvarðana. Muniði þegar Illugi Jögg var ritstjóri á DFF ásamt hverjum einhendi það var Mikael Torfason ég byrjaði helgina eftir það. Þú byrjaði helgina eftir það? Voru ekki Mikael og Jónas á ritstjórar, minnið það? Var það þannig? Já. Ég man ekki allavega Mikael. Illugi fréttastjóri kannski eitthvað, mér minnir að hann hafi eitthvað komin nálægt þessu. En þarna sem sagt pervert, maður sem búin að eyðileggja líf margra ungra drengja á Vestfjörðum, og þeir birta kannski ekkert ægilega smekklega frétt, kannski hefur átt að sleppa því að segja að hann hefði verið einhentur eða eitthvað svoleiðis, ég veit það ekki, en það var þá smáatriði í stóra sammenginu með fréttina, og það bara verður allt brjálað, bara allt samfélagið, undirskriftalistar, svona eins og Húsavík þegar menn mótmæltu umfjöllunum nauðgara þar í bæ, Já, þeir mótmæltu ekki umfjöllunum hann, þeir mótmæltu því að stúlkan hafði kært hann. Akkurat, sko. Og þeir skrifuðu undir bara stuðningsyfirlýsingu. Þannig að sko það er allt í lagi af því að nú svona rosaleg bylgja í gangi, heftar og hatursbylgja. Það er allt í lagi að rifja það upp að stundum hefur almenningur ekkert endilega rétt fyrir sér, sko. Því að hann öskraði á blóð og fékk það þegar þeir eru að segja á sér alltaf DFF-menn. DFF raun og veru fór bara í var það ekki lokað mjög tíma eftir þetta? Jú, það endurreisa það breyttist alveg svolítið, sko. Eftir á að hyggja þá var þetta mjög mikilvæg blaðamennska að afhjúpa þennan barnaníðing, og þótt hann tæki sitt eigi líf þegar hann vissi að umfjöllun var á leiðinni, var ekki þannig? Þá var það ekki vegna umfjöllunar, heldur vegna þess að hann hafði sitt á samviskunni og hann vissi að það var að fara fram í dagsljósið. Margir rugla þessu líka, þessari ábyrgð fjölmiðlamanna, saman við ábyrgð þeirra sem sannarlega hefðu betur varið lífu sínum með öðrum hætti en gerðu. En það voru margir sem voru ósáttir við þetta mál vegna þess að þeir töldu að DFF-menn með því að hafa samband við hann og láta hann vita að fréttin væri á leiðinni, að þá hefði það í raun og verið eyðilagt það að það var hægt að hefja málarekstur gegn honum, og þar með hefði þessi maður ekki þurft að standa ábyrgð gerða sinna, en það var sko sannað að hann hafði gert það sem hann var sakaður að það voru það að mér skilst það mikil gögn gegn honum, en það er bara því miður þannig sem hlutirnir eru, það er ekki hægt að saka fjölmiðl það. Almenningur mjög gjarn á að einhvern veginn svona svolítið miskilja hlutverk fjölmiðla og ætlaði með einhverjar illar hvatir þegar þeir eru hreinlega bara að sinna hlutverki sínu að upplýsa. Og má ég lyfta gamalli forsíðu á bók sem ég skrifaði fyrir mörgum árum þetta viðhorf margra blaðamanna margra hópi almennings í dag til blaðamanna, að við séum ekkert annað en mannorðsmorðingar. Það orð sem þið hafið heyrt síðustu daga. Þetta held ég sé bara byggt á svona, eins og segi, grundvallar miskilningi á hlutverki og eðli blaðamennsku. Akkurat. Að almenningur kannski eðlilega hafi ekkert sett sig nægilega vel inn í það. Er ekki fjölmiðlalæsi í Íslendinga bara afskaplega veikt? Jú, alveg eins og fjármálalæsi og fjölmiðlalæsi. Þetta er ábótavant. En það einmitt hlutið af þessari umræðu meðan Ásthildi sem komið svolítið óvart. Ég bjóst alltaf við að þetta umdeilt og hvernig fjallað þetta og það allt. En það sem ég átti ekki von og var allur þessi fjöldi einstakling sem sagði hreinlega þetta ekki frétt. Þetta er einkamál hennar. Já, þetta hennar einkamál, þetta kemur okkur ekki við.
það eitthvað sem ég tengi ekki við það hugarfar verandi, eða þú veist þar að segja út af þeirri stöðu sem hún í eða var í, rétt að segja. Þetta allt sem mjög áhugavert. Svo líka, það verður að segjast eins og að það ekki geðslegt hvernig skoðanir fólks á þessu máli virðast að miklu leyti ráðast af því hvort fólk bara styður ríkisstjórnina eða ekki. Og það getur verið svolítið snúið að greina á milli þegar ræðir hellinga fólki sem annars væri í stöðu til þess að leggja mat á mikilvægi þessa máls. Menn hafa alltaf sagt að þeir blaðamenn sem jafnvel gamli rúvarar sem sjálfur hafi hagsmuni af því að ríkisstjórnin starfi áfram. Þeir hafi aðra skoðun á þessu máli að jafnaði heldur en hinnir sem vilja bara sprengja þessa ríkisstjórn. Og svona þeir sem hafi í gegnum tíðina verið kannski svona mjög dómharðastir og vilja kalla eftir blóðsútahellingum séu allt í einu núna komnir í rosalega stellingar friðadúðunar þegar af því að þetta þeirra fólk sem ræðir. Þetta mjög áhugavert. En þá líka verðum við að draga það fram hvernig viðbröðin hafa verið frá ríkisstjórninni, bæði frá Ásthildi Lóu að segja umsvifalaust af sér og hafa skilning á því að það væri eðlilegt og sjálfsagt í þeirri stöðu sem hún var í og Kristrún Frostadóttir að senda til fjölmiðla bara umsvifalaust öll samskipti við konuna og hvernig hún hafði samband við forsætisráðuneytið og allt annað. Þetta hlutur sem við höfum ekki upplifað áður að þetta sé svona upp á borðum. Og þessi blaðamannafundir? Já, og þessi blaðamannafundir. Það algjörlega rétt. Við höfum hingað til upplifað það að þegar að hafa komið upp einhver mál eins og lekamálið og fleiri hneykslismál að þá hafa fjölmiðlamenn þurft að sækja mjög fast til þess að fá þær upplýsingar sem þeir þurfa og þeir vilja og það hefur verið mikil tregða til þess að upplýsa mál. Ásta Lóa þetta nýtt viðmið svona okkar þol gagnvart ráðherra sem stendur í stormi deilina og umdeilanleika. Það ekki tilviljun á sama tíma hún segir af sér þá menn búin að draga upp öll gömlu hneykslismáluna Bjarna Ben sem hann þurfti aldrei að segja af sér fyrir en hefði náttúrulega betur gert fyrir áratugum og leiddu til þess að það var aldrei traust á milli hans nema bara hluta þjóðarinnar það náði ekki langt út fyrir sjálfstæðisflokkin sem samfélagi alveg gríðarlega hættulegt til lengri tíma að sé ekki traust á milli ráðherra og almennings og hér Ásta Lóa að setja nýtt viðmið og kannski hófst sú saga hjá Þórði Snæ Júlíusinni að einhverju leyti. Maður veit það ekki. Maður veit ekki hvort Kristrún Frosta og það að Þórður Snær skildi ekki taka þingsæti út af gömlum farangri eins og hér að ræða, gamlan farangur. Akkurat. Maður veit ekki hvort það einhver stemning inn í þessari ríkisstjórn hjá þessum 3 valkyrjum sem hann að leiða að ef það komi svona komi mál sem að geti haft áhrif á vinnufrið að þá dugi það eitt og sér til þess bara. Þetta sé nú líka í þessu svona þegar maður sér svona rosa skjót viðbröð og fólk var að hissa á því hún verið búin að segja af sér í raun og veru áður en að fréttin gefin út að þá nú oft á tíðum þannig að þá eitthvað alvarlegra undirliggjandi sem að viðkomandi vill forðast að sé rætt og mér finnst það að koma heim og saman við að ásakanir barnsföður um að hann hefði gegn vilja sínum verið rifinn og slitinn út úr lífi þessa barns. Ég kemst ekki hjá því að tengja það saman. Haldið þið að þetta verði fordæmisgefandi? Já, ég held að hægt og rólega þá skapist nýr skilningur á mikilvægi þess að ráðherra ríkisstjórninni geti ekki verið með mál á bakinu á líðandi stundu sem að lami traust kannski 70-80% almennings. Já, og það alveg mál til komið að við Íslendingar færumst lengra í þessa átt því að við erum bara búin að sjá það bæði á Norðurlöndunum og í Bretlandi að það hafa komið upp mál sem snerta það ráðherra eins og bara til dæmis það að ráðherra hafi notað opinbert kreditkort til að kaupa sér mat. Það var til þess hún varð að segja af sér í Danmörku. Bara borga barnapíu svart hefur kallað það ásókn.
Og það til dæmis eins og í Bretlandi að ef þau kemst að þeir hafi verið að gjóa augunum á aðstofamenn sína eða eitthvað slíkt, að þá hafa þeir verið látnir fjúka alveg miskunnarlaust og sagt að ef að þú getur ekki verið traustur í þínu hjónabandi, þá getur ekki verið traustur í þínu opinbera starfi og þú veist, þetta finnst okkur kannski smáatriði, en þetta samt sem áður samræmist ekki því hlutverki og sem að æðstu ráðamenn þjóðarinnar að taka af sér og við verðum bara að gangast undir það að ef að við ætlum að taka að okkur svona hlutverk þá eru gerðar aðrar kröfur til okkar heldur en ef við værum prívat personur. En það er von á fjöri vegna þess að Jón Gunnarsson fyrrum ráðherra og núverandi þingmaður Sjálfstæðisflokksins hann gefur til kynna í athugasemd við færslu Össurar Skarphéðinssonar á Facebook að Sjálfstæðismenn vita fleiri álitaefnum í fortíð meðlima ríkisstjórnarinnar eða stjórnarmeirihlutans og ég birti frétt í morgun á samstöðum.is með ummælum Jóns Gunnarssonar, við vitum að það eru fleiri beinagrindur í skottinu hjá okkur og einn daginn munið þið þurfa að reyna að jarða þær líka, segir Jón Gunnarsson með Össur Skarphéðinsson. En ég ætla að ljúka þessari fagna því. Það alveg, mér finnst allir fornleif og gröftur bara virkilega skemmtileg. Við viljum fá alla beinagrinduna fram. Alla beinagrinduna fram, en ég ætla biðja ykkur að ljúka með mér þessari umræðu sem ég þakka ykkur af hlýjum hug fyrir að taka þátt í. Að ljúka þessari umræðu kannski með því að segja mér aðeins af því hvernig ykkur líst á þetta að rannsóknar og eftirlitsnefnd rannsaki svo svokölluðu skæruliða blaðamenn ef við byrjum á þér. Ég held að við sem fjölmiðlar þurfum að byrja á því að hætta að kalla þetta sem tengist blaðamönnum sérstaklega þann hluta byrlunarmálið. Mér finnst þetta að vera 2 aðskilin mál. Þú veist, mögulegan einhvern síma sem fer upp á RÚV eða eitthvað svona. Það er annað mál fyrir mér heldur en byrlunarmálið. Ég held að fjölmiðlar þurfa að svolítið slíta þessi máli sundur og alþingismenn líka. En ég veit ekki alveg hvort það hefur verið talað að alþingi hafi ekkert endilega heimild til að skoða þetta mál. Nei, ég þekki ekki lögin og vel til að geta sett mig inn í þetta en þetta er lögreglan búin að vera að rannsaka þetta var, rannsókn var hætt, hún var ekki látin falla niður, það ekki rétt sem þannig að þetta er svona mér finnst svolítið villandi að tala að fá alþingi til að rannsaka blaðamennina. Ég hef alltaf skilið þetta eins og þessi að tala að alþingi rannsaki eða sérstök nefndin rannsaka þátt ríkisútvarsins sem að því að það er ríkisstofnun þó að sé OHF þá heyri það undir menntamálaráðuneytið og alþingi og eins og þú segir þá hefur lögreglan gaf það út að málið var ekki fellt niður heldur var rannsókn hætt sökum fyrningarákvæðis og ég man þetta var einhvern veginn ég með þetta þá segir embætti lögreglustjórans Norrlandi hefur tekið ákvörðun að hætta rannsókn í máli varðandi myndabirlun, afritun og upplýsingum og síma og svo framvegis og svo segir að framburður sakborning sem afhenti fjölmiðlum síman hafi verið stöðugur allan tíman sem rannsóknin hefur staðið að hann hafi afhent fjölmiðlum síman og þar hafi síminn verið afritaður. Sakborningur upplýstum að hafa afhent fréttamanni RÚV síman í húsnæði RÚV í Reykjavík sá hafi kallað til annan starfsmann RÚV sem tóku símanum og fóð miðan til þriðja aðila sem hann gat ekki upplýsting hver hafi verið. Þessi starfsmenn RÚV hefðu verið með síman í sólarhring og sakborningur hefðu komið daginn eftir aftur á RÚV og fengið síman afhentan aftur og í lokin sagt að ekki tókst að afla fullnægjandi stafrænna gagna þar sem að þeim hafi verið eytt og réttarbeiðnir sem sendar voru á erlendum tölvuþjónustufyrirtækjum hafa enn ekki skilað árangri. Það liggur fyrir að ekki hefur tekist að sanna hver afritaði upplýsingar af síma í einkaeigu og með hvaða hætti þrátt fyrir að vísbendingar séu upp það. Af þessum sökum sem og vegna sjónarmiða fyrningu hefur embættið ákveðið að hætta rannsókn í þessum máli gegn öllum sakborningum. Og þarna liggur alveg inn í þessu að ef að starfsmenn RÚV hafi komið að þessu að brjótast inn í símtæki mann sem að liggur á banaleguna bara á sjúkrahúsi þá eins og fólk hefur bent á það er að sama og einhver fer og réttir starfsmanni RÚV hérna lykill að húsi, þú getur farið þar inn og gramsað og þú finnir ekki eitthvað og RÚV ekki að vinna fréttir úr þessu heldur verðist
afrita síman, eða brjótast inn í síman, afritan og miðla síðan upplýsingunum áfram til annara fjölmiðla. Þannig að mér sýnist vera fullt tilefni til þess að þáttur ríkisútvarpsins í þessu máli sé rannsakaður. En þarf ekki að sanna fyrst að það sé einhver þáttur? Jú, það, eins og ég segi, það af því að lögreglan, þú veist, það er búið að dæma þú veist hvað ég að vísa. En samkvæmt lögreglurannsókninni þá virðist það vera alveg ljóst og vitnið hefur verið stöðugt allan tíman og greint frá því og sagt mér sér frá hvaða starfsmönnum RÚV hún hafi afhent hennar síma, en það tókst ekki að sanna hver, af því að þeir voru ekki í samvinnu þýðir, starfsmenn RÚV, til að upplýsa máli. Þeir vildi ekki segja hver það var sem að afritaði síman. Þannig að ég skilða vel að það séu einhverjir hérna úti sem að vilji að þáttur RÚV í þessu máli sé rannsakaður. Þá er ekki verið að rannsaka blaðamennina per se, heldur bara hvernig ríkisstofnunin kemur að þessu máli. Steingerður, finnst þér tilhneiging til þess að grafa undan trausti til fjölmiðlamanna undanfarið? Já, ekki spurning. Það er ekki spurning og það er búið að við gangast mjög lengi. Og í skjóli þess að við höfum verið að sjá rosalega miklar breytingar í blaðamennsku og akkurat eins og þetta sem ég var að tala að það er allt í einu orðið allt í lagi að ræða mál sem að voru bara aldrei rætt opinberlega hér áður fyrr að þá hefur það gengið fram að fólki og mörgum finnst að þetta eigi að liggja í láginni og sérstaklega náttúrulega þeir sem hafa ákveðin hagsmuni af því að hlutirnir sé ekki rættir eins og stjórnmálamenn og fleiri að það er og ég held að þetta sé bara mjög eðlileg viðbrögð í raun og veru fyrir ráðandi stéttir að reyna að halda sinni stöðu og breyttri og þannig að mér finnst það mjög skiljanlegt og það bara í raun og veru við verðum að bara vona og trúa að blaðamenn hafi hugrekki til þess að halda áfram. En ef ég má sko aðeins koma með punktinn í þetta að ráðandi öfl áttu við her af fólki fyrir ekki svo mörgum árum sem bara búið að skreppa saman niður í ekki neitt. Við sem stétt ætlum við séum ekki 10 eða 20% eða mestalagi 30% af því sem við vorum bara ekkert fyrir mörgum árum. Og restin komin inn í opinber störf sem fjölmiðlafulltrúar. Það nú eitt hvernig við ölum upp blaðamenn, góða blaðamenn og finnst allt í lagi að þeir hoppi alltaf yfir í það að verða upplýsingafulltrúar og fara að gæta engahagsmuna í stað almannahagsmuna. Mér finnst þetta mjög einkennileg menning. Já, og líka það sem er búið að vera að benda á að stærsti vinnustaðurinn í fréttblað og fréttamennsku RÚV sem opinber stofnun og allt annað að minnka stöðugt og við erum að sjá það bara nánast gerast á hverjum einasta degi að einkareknu fjölmiðlarnir að minnka. Af því að þú ætlaði nú eitthvað að tala svona þessa smáu fjölmiðla og svona hvernig starfsumhverfi okkar og þá þetta margsögð tugga en það er mikill sannleikur í henni að RÚV allt og fyrirferðarmikið. Það mætti alveg vera miklu minna, það mætti alveg helminga RÚV og það væri samt gott ríkisútvarp. Síðan þetta sú staðreind að vera með sama hvers slags fyrirtæki það sem sem sagt í samkeppnisrekstri við önnur fyrirtæki í landinu en á sama tíma að þiggja skattfé almennings þetta bara í raun og veru algjörlega siðlaust og þetta hefði aldrei átt að vera alveg eins og ríkisfjölmiðlarnir á Norðurlöndunum, þeir ekki með auglýsingar og þetta hefði þá allavega átt að vera leiðrétt fyrir lifandis löngu síðan ef þetta hefði verið leiðrétt löngu áður en til dæmis að Meta og Facebook og Google fara að koma og taka tekjur þá hefði fjölmiðlarnir verið í miklu betri stöðu þegar að sú samkeppni kom þetta skaðin löngu skeður og bröðst allt og seint þegar þetta umræði að koma upp núna með Meta og þetta það ótrúlegt að það hafi ekki verið farið í þá vegferð fyrir 10 árum allavega. Algjörlega og það er samt ekkert of seint þú getur leiðrétt það sem rangt þó að það sé mikill skaði í orðin og það umræði sem ég heldur við verðum og ég hafði líka þeim sem þykir vænt ríkisútvarpið að
sem okkur þykir flestum að sjá að það alveg hægt að vera með gott öflugt ríkisútvarp þó að það sé bara helmingurinn af því sem það í dag. Það allt of mikið af einhverju svona uppfyllingar, afþreyingar efni sem að hinn almenni markaður getur algjörlega séð Já, og bara sko fjöldi endursýninga ef við berum saman framleiðslu efnis, bara ég og þú sem að munum tíman að tvenna förum nokkra áratugi aftur í tíman að það bara ekki saman að jafna. Þau eru með líka hlaðvarpsdeild sko, bara þú veist, RÚV að gera endalaust af hlaðvörpum sem mjög sérstakt. 10 kvöldfréttatíminn hann gæti verið sko þegar að mikið liggur við, þú veist, en ekki alltaf á hverjum einasta virka degi með fólk í beinni útsendingu og link út í bæ og þetta bara rándýr útsending. Ég vil líka segja, ég er mjög þreyttur á því að gagnrýnin umræða RÚV sé túlkuð af starfsmönnum Ríkisútvarpsins sem árás á RÚV og árás á þau persónulega. Að þú varst þann 10 fréttatíman, það ekki rétt muna hjá mér að þegar voru ekki ólympíuleikarnir núna í sumar, þegar færðu fréttatíman, eða var það eitthvað íþróttamót? Já. Að það var mikið kvart og kveina að vera að færa 7 fréttirnar en reyndist það svo ekki á í lokum vera meira áhorf klukkan 9? Það verið hægt í raun og veru hvort að það ætti bara að færa fréttatíman kannski 8:30 og hafa 1, það möguleiki. Já, það mætti alveg klálega skoða þessa fyrirferð og gera eitthvað í því, minnka það alveg heilmikið. En hvernig einn rúmt á ykkur öllum þremur bara svona persónulegt starfsumhverfi í lokin, hvernig gengur þér að lifur að því að vera fjölmiðlamaður? Já. Þú ert með nútímann? Já. Og svo ert með podcast? Ég í 200% vinnu, sjáðu til. Allan. En og maður vinnandi allan sólarhringinn. Og í hverju felast tekjur þínar? Það eru annars vegar auglýsingar og áskriftir. Já. Gefur upp hvað eru margir sem borga áskrift á broadcast? Nei, ég hef nú ekki gert það opinberlega. Af því að samkeppnisaðilar mínir gera það heldur ekki. Sko. Nei, þetta dugar fyrir brauð og Já, að gera það, en byttu fyrir þér. Þetta eru þetta bara, þetta eru þetta gamla góða hark, sko. Hvað eru þið mörg sem að fá tekjur þannig á þessum fjölmiðlum? Við erum 3 á nútímanum og svo eru við, sko, á broadcast eru við með auðvitað með þáttastjórnendur í 5-6 mismunandi þættir sem að fá greitt af áskriftartekjunum. Já, ég sé bara vel gert. Já, Þú ert á Lifðu núna? Já, ég er á Lifðu núna og í hálfu starfi hjá Samhjálp líka, þannig að ég fæ helmingin af mínum tekjum þaðan og svo er ég að borga mér hálflaun frá Lifðu núna og það er bara auglýsingatekjur sem að standa undir því. Ég er með svo með tæknimann í starfi, auglýsingastjóra og 2 blaðamenn í lausamennsku. Já, Lifðu núna er bara, þið eru tölvöld mikið lesin, ekki satt? Jú, ég er ánægð, ég get ekki annað en verið það. Það er heilmikið sem að fólk sækir þarna inn og það kemur alltaf á óvart hversu margir þekkja þetta vegna þess að þetta er nú ætlað fyrir 65 ára og eldri en ég er að hitta mun yngra fólk sem segist oft fara þarna inn og lesa og líka bara, ég held að við verðum líka átt okkur á að þetta er stækkandi hópur, 65 ára og eldri og þetta er líka hópur sem er mjög virkur í samfélaginu, bæði sem neytendur og bara sem svona hópur sem vill láta að sig kveða og það er að verða mikill munur á því. Ég er nú farin að stelast til þess að kíkja yfir í þennan heim þótt ég sé nú ekki enn orðið 60 og þetta er nú alltaf leiðinni en maður er heppinn. Það er heppni að komast þarna yfir í þinn helsta markhóp. Já, það er það og þetta er óskaplega fjölbreyttur og skemmtilegur hópur. Ég er búin að hitta svo mikið af áhugaverðu og skemmtilegu fólki að þetta svona líka bara gefur manni vonum að framtíðin sé ekki alveg vonlaus. Og þú ert augljóslega eins og ég alveg með ódrepandi ástríðu fyrir blaðamennsku. Já. Kemst ekki út úr þessu. Alveg saman hvað það reynir. Ég veit það. Ég hef reynt að fara út úr þessu
og þá satt maður var að hitta einhvern og hvað hefði verið spennandi viðtalsefni ég minn einasti. Herðu Brynjar, þú ætlar að segja okkur að lokum hvernig gengur hjá ykkur á mannlífi að láta enda ná saman. Ég held að það væri bara fyrir flesta almenna blaðamenn og ég ætla að flokka sjálfur myndi það að ef ég væri einstæður og ekki með barn þá gæti ég lifað á því. En bæta við barni eða eitthvað meira heldur en tveggja herbyggja íbúð í leigu í Árbænum eða eitthvað svoleiðis. Ég held að það geti verið svolítið krefjandi. Já, einmitt. Ég skil þig. En af hverju ert þú blaðamaður? Ég held að það sé forvitnin í mér. Ég er rosalega forvitin og ég held að þetta sé svona mín leið til að fá útrás fyrir forvitin að gera vini mína alveg sturlaða. Ég tengi alveg við það. Heyrðu, en kæra þakkir öll þrjú, Brynjar, Steingerður, Frosti, búið að vera frábært að hafa ykkur hér við Rauðaborðið í umræðum fjölmiðla. Við höldum henni áfram næstu vikur, alltaf á mánudögum og þakkir til ykkar áhorfendur og hlustendur að fylgjast með okkur. Þátturinn er rétt að byrja, ekki fara langt. Við höldum áfram hér með Rauðaborðið eftir andartak. Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins. Já, komið sæl og verið velkomin aftur á Rauðaborðinu. Við ætlum núna að fjalla málefni sem er mörgum erfitt og þetta er barnsmissir sem við ætlum að fjalla En á morgun, 25. mars, eru 26 ár síðan ég sjálf fæddi í heiminn unga stúlku sem lifði ekki út daginn. Og ég hef nú oft skrifað einhverja statusa á svona í þessu tilefni en ákvað að þessu sinni að hefja umræðu þetta málefni við fólk. Þetta verður fyrsta innslag af vonandi fleirum við fólk sem hefur þessa sömu reynslu. Og svolítið með það að leiðarljósi að fá umræðuna á svolítið svona það plan sem við sem höfum þessa reynslu viljum sjá það á. Og fyrsti viðmælandi minn er mættur hér, það er hún María Pétursdóttir, listakona. Ekki satt, María? Jú. Já. Nú hitti ég þig fyrst í gegnum starf Sósíalistaflokksins fyrir mörgum árum og við komumst fljótt að því að við deildum þessari reynslu að hafa mist barn. Vilt þú kannski byrja að segja mér svona aðeins frá þinni reynslu? Minni reynslu, eins og þú trefst þig til. Já, ég skal gera það. Ég var mjög ung þegar ég fór að eignast mitt fyrsta barn og var raunar ég var raunar held í 15 ára þegar ég var raunar stjúpmóðir lítilla stúlku og var þá með kærastanum mínum sem var 3 árum eldri en ég og hafði eignast barn með konu sem eða stúlku sem var einmitt bara ári eldri en ég, eitthvað svoleiðis. Þannig að við vorum svona úlingar að eignast barn þannig á þessum tíma. Og svo eignast ég mitt fyrsta barn er hún ófrísk 16 ára og næ að verða 17 ára og nokkra mánaða þegar barni fæðist og og að það gekk allt vel, meðgangan gekk vel og það var ekkert að og ekkert slikt sko en og barnið alveg höst og ekkert að og barnið fæðist og þetta er hávetur, hún fæðist í lok janúar þannig að og ég var ekkert að flýta mig með hana út sko, það var kalt út þennan vetur og ég var ekkert eitthvað að rjúka með hana í kringluna eða neitt svoleiðis, þannig ég var bara með hana heima fyrstu 5 vikurnar og
og svo átti ég 2 vinkonur góðar sem voru líka orðnar mömmur 16-17 ára og við ætluðum að hittast og fara út með börnin að labba bara í vagni og þá ætlaði ég að fara fyrst skipti út með mína dóttur og og þá morguninn kem ég bara að barninu í rauninni þannig að þær hringja í mig eldsnemma og dóttir mín var að vera að sofa hún svaf alveg eins og engill alla nætur og var bara að vakna snemma mótnana kannski 9 leitið ég vel eða eitthvað og ég man ekki hvað klukkan var þarna hún eitthvað svona 8-9 þegar þær hringja og ég ætla bara að fara og vekja barnið því barnið var ekki vaknað að ég hélt en þá var hún látin í vöggunni og og þannig að þær gengu einhvern veginn í gegnum þessa reynslu með mér bara á símalínunni og og já og svo náttúrulega bara fer auðvitað kemur sjúkrabíll mér fannst eins og þetta í minningunni þetta svona mann náttúrulega bara einhvern veginn blokkar rosalega þetta verður líka rosalega móða þetta verður svo mikið móðu og jarðaförun og svona og allt tengt þessu ég ætla mjög ung en það er sama þetta bara allt í móðu voðalega mikið eftir á og maður bara í einhverju áfalli og ég á svona glimps ég á svona og ég man þegar það kom hjúkrunarfræðingur af heilsugæslunni heim til þess að stoppa mjólkurframleiðsluna reyra mig og gefa mér einhverju töflu þannig að ég var ekki að mjólka og ég man að mér fannst það alveg rosalega sárt og eitthvað svona og svo var þetta spurning líka bara hvað maður að gera af sér hvað maður að gera við sig þannig að fyrstu sólarhringana maður náttúrulega rosalega mikið bara eitthvað allir grátandi í kringum hann og maður fer svona kannski til skiptis í það að vera sjálfur þannig að niðri bara alveg yfir í það að vera að hugga alla ég gerði það ég tók mig það hlutverk að vera eitthvað neginn að hugga mömmu mína og fólki í kringum mig og barsfæði minn fór alveg flekk hann bara fór í alveg djúpt þunglind í kjálfarið og þannig að þetta var bara mjög erfiðu tími í rauninni og sem að maður man svona í bútum mjög slitrótt Þetta hefur verið hvaða ár var þetta? Þetta er 1990 Einmitt. Það er svo satt og örugglega mikið breyst síðan varðandi svona viðbröð því eins og þarna ég meina ég man ekkert hvernig ferlið var ég man að það kemur náttúrulega sjúkrabíll heim og í kjölfari kemur lögreglan eða svona rannsóknarlögreglan eiginlega og ég man hann á spítala þegar hún lögð til og eitthvað svona og við fáum fjölskyldan að vera með henni og kveðja hana og eitthvað svona og og svo maður tekin í eitthvað svona viðtali á rannsóknarlögreglunni að því þetta er ekki svona instantly þetta er bara dauðsfall skilur og það er kannski ekki búið úrskurða á heimili og ekki búið úrskurða hvað gerðist og en það er margt í þessu mér fannst það rosalega erfitt að þetta krifja hana þannig fyrst fannst mér rosalega bara fyrsta þegar sjúkrabíllinn kemur og tekur hana og ég veit að hún er búin að vera látin í einhvern smá tíma skilur allavega meðan ég beði eftir sjúkrabílnum og allt það og og það voru gerðar lífgunartilraunir á henni alveg bara í svolítinn tíma því að hún var heit ennþá og
mér fannst það rosalega erfitt líka. Já. Af því ég hugsaði bara hún farin. Já. Þú veist, og hún verður eitthvað sköttuð ef að það er það langur tími liðin. Já. Og mér fannst það rosalega erfitt. Já. Þá einhvern veginn var fyrsta svona instinkt bara, þú veist, leyfum henni þá bara að fara. Já. Sem kannski svolítið skrítið að hugsa en maður samt að það kemur upp þessi ótti, hún kemur ekki tilbaka, skilur, ég bara einhvern veginn fann það. Tengi mjög mikið við það. Já, því maður veit einhvern veginn líka, maður með svo mikið eitthvað svona mæðra instinkt líka. Einmitt. Bara eins og þessa nótt, sko, ég svaf ekki þessa nótt að því ég var alltaf að tekka á henni, hvort hún andaði og því ég fann á mér að það var bara eitthvað að fara að gerast. Já. Ég held líka sem móðir þá gerir maður þetta held ég mjög mikið líka bara, já, þetta var ekstra mikið sko, þessa nótt sko, að því ég var með eitthvað rosalega vonda tilfinningu þannig já, og svo gerist þetta en svo sem sagt og þeir gerðu þetta nú vel, hérna rannsóknarlögreglumennir, ég verð nú að segja það að því í mér leiði ekki eins og ég væri eitthvað undir grun eða neitt svo leið sko. Þannig að enda hefði það nú verið bara hræðilegt sko. Þannig að þeir voru alveg stóðu sjálf í sínu sko. En svo og ég veit ekki, svo kom prestur líka sjúkrahúsprestur og það var gott sko. En svo veit ég ekkert hvernig ég man ekkert hvort að móður mín eða einhver hringdi upp á heilsugæslu eða hvernig tengingin við hjúkkuna þar var en hún kom allavega heim eða hvort að lögreglan lætu vita, ég veit það ekki. Nei, en það var ekkert, það fór ekkert eitthvað áfallateimi í gang eða það var ekkert svona á þessum tíma náttúrulega. Nei. Þannig ég vona einnilega þessi núna. Já, akkurat, það er það mitt áhugavert að spjalla við fólk sem hefur lent í þessu gegnum tíðina. Já, bara að sjá hvað hefur breyst eða hvað hefur verið á hverjum tíma, hver viðbröðin hafa verið á hverjum tíma. Akkurat, af því ég veit ekki hvernig þín upplifun en þegar að ég lenti þessu, ég náttúrulega mína kringumstæður eru þær að þetta gerist allt á spítalanum. Ég náttúrulega tek hann aldrei heim á spítalanum að hún raun og veru. Og ég var út í London á þessum tíma og hún fór á eitt besta sjúkrahús bara sem að finnst í heiminum sem er Great Ormond Street Hospital og þannig að þú veist ég hef ekki þá upplifun að vera einhvern veginn að fara með hana heim og allt það sko, þannig ég er raun og veru kynnist henni aldrei þannig séð sko sem ég er ekki að segja að sé verið að betra Nei, þetta er allt svo mismunandi og mismunandi kringumstæður. Þetta er allt öðruvísi vond eins og maður segir. Þetta er nefnilega allt öðruvísi vond. Fólk missir börn á mismunandi aldri búið að vera mislangan tíma með þeim eða ekki og þetta er bara mjög mismunandi. Því ég tengi mitt við þetta líka þú veist, að því ég er náttúrulega nýbúin að komin í heiminn og þú veist að horfa einhvern veginn á líkamann sem allir ber merki þú veist og þetta með brjóstakjöfina þó að ég hef aldrei farið í gang þá þurfti að þú veist stoppa mjólkinu og allt það en ég tengi mjög mikið við það sko þó að en ég er einmitt að spá í þessu með eftir það sem gerist eftir á því að nú til dæmis ég fæ þegar fólk veit að ég hef þessa reynslu þá komu fullt af konum sem ég hefði þekkt lengi sem komu allt í einu með sínar sögur eftir að ég opna mig eitthvað sem þú hafðir ekki vitað um áður eitthvað sem ég hafði ekki vitað um áður og þá sér maður einmitt og það þarf ekki annað en að fara þú veist, þegar þú leitar að konum í Íslendingabók til dæmis konum sem voru á undan þér í þínum ættlegg sko að þar eru alveg þetta var náttúrulega rosalega algengt áður sko og þetta var einmitt, ég held að þetta hafi mjög mikið verið þannig að þú veist, fólk bara talaði ekki um þetta og það kannski eimir svolítið eftir af því það gerir það sko og nú veit ég að þú varst að gera meistaraverkefni til hamingju með það er afrek en þar sem þetta kom eitthvað til umfjöllunar þetta kom aðeins til tals í því sko viltu aðeins segja frá ég skal aðeins útskýra það ég er að útskrifast á tónlistdeildinni og er að vinna sýningu núna sem ég ætla að opna 12. apríl og er að skrifa hluta til það verkefni og svona námsferilinn ég er að vinna verkefni sem heitir Identity Sound Portrait og þar er ég að taka viðtöl við konur og ég er að fjalla svona hluti eins og bara hvernig sjálfsmyndin
þróast og hvernig hún þróast. Þetta allt konur sem hafa gengið í gegnum áföll og af ýmsum toga og hvernig svona sjálfsmyndin þróast bara frá blötu barnsbeini, hvernig það eru upplifa hana og hvernig einmitt mæðurnar hafa áhrif líka. Þannig að ég svolítið taka hana líka mæðravingil og og þá og í gegnum alla þessa vinnu þá ég líka svolítið að horfa á mína eigin sjálfsmynd og velta fyrir mér náttúrulega bara hvernig sjálfsmyndin, já ég hef svolítið gegnum tíðin að velta þessu fyrir mér líka hvaða áhrif þetta hefur á sjálfsmyndina og sjálfstraustið og allt þetta. Nú þetta svona svolítið samofið allt sko. Identity ekki alveg sama á sjálfsmynd, þetta svona, það ekki bein þýðing á þessu sko. Nei. En ég nota svona íslenska hugtakið sjálfsmynd líka í viðtölunum. Sko, þetta þannig að þegar mín upplifun þannig að lifa með svona einhverju lífsreynslu, sama hver hún held ég. Það getur verið svolítið flókið og það náttúrulega heggur það heggur oft á tíðum í sjálfstraustið og sjálfsmyndina og eins og til dæmis þetta að missa barn, það í mínu tilfelli allavega gerði það verkum að ég fekk ofboðslega sektarkennd. Mér fannst þetta að vera mér að kenna. Ég hef ekki verið nógu góð móðir og barnið mitt hefði ekki viljað vera hjá mér. Og auðvitað vildi hún fara, þú veist. Það var svona mitt teika á þetta. Auðvitað, þú veist, ég var kornung, ég var bara, ekki nógu góð. Og maður alveg bara lengi að svona vinna einhvern veginn á þessu kannski og kannski aldrei almennilega. Nei. Og finnst þú alltaf bara eitthvað vafasum móðir. Já. Og þó að þú vitir alveg rökrétt að þú gerðir ekkit rangt eða þetta var ekki þér að kenna. Það fannst engin skýring, skilurðu. Þetta bara skilgreind sem vöggudauði. En þá ertu samt einhvern veginn alltaf með eitthvað í bakhöfðinu, þú gerir eitthvað rangt. Og svo þetta spurning sko, þegar að þú ert að tala sjálfan þig eða segja frá þér eða að tala eitthvað við einhvern, að þá ertu svona þú ert alltaf að ritskoða þig. Já. Þú ert stöðugt að ritskoða hvaða mynd þú vilt birta af þér eða hvaða mynd þú vilt varpa. Vil ég vera þessi? Já. Þú veist, ætla ég að vera þessi sem að misti barnið sitt? Já. Ætla ég að fara að láta alla vorkenna mér? Eða þú veist, ætla ég að fara í eitthvað djúpt samtal og ætla ég að treysta þessu fólki eitthvað fyrir mínum tilfinningum. Þannig að þú veist, að koma alls konar svona hugsanir og þetta bara svona, og þetta svo auðvelt að fara í þetta, sérstaklega eins og með barnsmissi, þetta svona mismunandi eftir hvað þú gengur í gegnum, hvar þú lendir í þessari skörun. Að hvort þú varst í eiturlyfjaneyslu eða hvort að þú misti barn eða hvað það var sem að þú gekkst í gegnum. Að þá eins og með þetta, ég menn þú ert svo oft spurð að því sem kona, hvað áttu mörg börn? Og ég menna hvað á maður að segja? Já, ég á 2 en ég fæddi 3. Eða á maður að segja bara, nei, ég á 2 börn. En mín upplifun alltaf að ég á hana líka. Og mér finnst ég vera að ljúga ef ég tel hana ekki með. Og stundum fólki jafnvel að spyrja mann út frá því hvað þú hefur fætt mörg börn. Hvað hefur átt margar fæðingar eða meðgangur eða annað. Eða einhvern veginn út frá einhverju líkamlegu sjónarmiði eða eitthvað svoleið sko. Og þá maður líka alveg bara að bytta að ég fara að segja frá þessu. Og svo bara eitthvað svona, okkur ætti ég ekki að segja frá þessu. Þetta var ekki að vera nett feimnismál. En þá alveg svona bara, en þetta kannski ekki feimnismál, en þú veist, nenni ég að standa í því að fara að ræða þetta núna. Eða vil ég að þetta liti það hvernig við komum til að horfa á mig. Vil ég fá vorkun? Eða skilur þú lendir í alls konar svona, þannig að þú ert alltaf eitthvað að ritskoða þig.
kannast mjög mikið við þetta er eins og maður sko sleppi ofta að nefna þetta af tillitssemi við líka tillitssemi við aðra, þú veist að vera einhver vandræðagangur og þú þarft einhvern veginn að segja svona já, nei, þetta er allt í lagi, ég er alveg búin að vinna úr þessu eða þú veist, þetta var ekki þér að kenna þetta var ekki þér að kenna, já einmitt, já, ég held að þetta sé mjög ríkt í fólki og ég held einmitt að það sé þess vegna sko að því að nú náttúrulega erum við á samskiptamiðlum og allt þetta og við sjáum við náttúrulega tengjumst líka svolítið í gegnum þessar sögur að það er oft fólk eins og ég var að tala um áðan að við byrtum oft þegar börnin eiga afmæli eða eitthvað þannig og að því okkur finnst einhvern veginn ég heldur strögglum líka svolítið allt okkar líf einhvern veginn að gefa þeim svolítið sama rými og við gefum hinum börnum sem er svolítið sásökafullt líka að einhvern veginn get ekki sko. Já, en svo er þetta líka það að sko, það er mismunandi, mér finnst til dæmis ég hafði ekki postað neinu dóttur mína sko á Facebook fyrir bara kannski fyrir 2-3 árum síðan að því mér fannst það óvirðing við hana ég upplifði það bara eitthvað ég vissi bara ég ætla ekki að fara að birta mynda henni á Facebook hún á ekki skilja að vera þannig að það er alls konar svona líka og svo var líka þannig að þú veist mér langaði ekkert eitthvað til þess að endilega til þess að muna alltaf eftir dánadeginum hennar eða afmælisdeginum hennar mér fannst eiginlega bara svolítið gott að ég pældi ekki og glemdi því og myndi ekki hvað dagur og ég er svolítið þenn típa, ég veit ekki hvað dagur er í dag hvað er 23. eða 24. og þú veist svo kannski var ég alltaf svona svolítið þú veist langt neðri í janúar og fram í mars þú veist sem er þetta tímabil að því líka með ná svo mikið bara tilfinningalegt minni þú veist þannig að bara það að einhver tíman á lífsleginu þú gengur í gegnum risa áfall á þessum árstíma að þá bara fer eitthvað í gangi líkamannum á þessum árstíma alltaf einmitt, algjörlega þannig að en svo var ef að ég var ekki sjálf bara með að muna eftir þessum degi þá fekk ég móral yfir að hafa glemt honum en það var yfirleitt alltaf einhver annar sem myndi mig á það og ég var stundur svolítið fúl yfir því af hverju gátu þið ekki bara left mér að myndi ekki þannig að þú veist þetta verður allavega en í dag skiptir það engu máli fyrir mig skilur ég man yfirleitt eftir þessu sko og ég er svona þú veist ég hafði þörf fyrir að kveikja kerti fyrir hana á þessum dögum lengi vel eða fara í kirkjugarðin eða eitthvað svoleiðis og fara í kirkjugarðin á jólunum og áramótunum og eitthvað svona í dag það er svolítið breytt í dag sko er ég eiginlega bara svolítið að fókusera á að vera í núinu og vera ekki einhvern veginn að dvelja við þetta, ég held að hún hefði ekkert viljað það þannig að já einmitt ég held að þetta sé einmitt ofsalega persónulegt og það er örugglega engir tveir sem að finnst þetta en svo er þetta líka bara skilur þú veist þetta árið er þetta svona einmitt og svo næsta árið líður þér betur svona stemt, svo næsta árið er ég einhvern veginn öðru sig og langar kannski að posta einhver og segja frá henni eða skilur það er bara þetta er allur gangur á því og það er einmitt það að þú veist maður þarf bara svolítið að leyfa sér held ég að fara í gegnum þetta þessar tilfinningar og líka að gefa öðrum rými og eins líka bara þegar að fólk er að sér ekki að minnast einhvers einmitt, það var ein í minni fjölskyldu sem að það eru frændi minn og konan hans mistu minnir að það hefur verið þau eða hún sem póstaði þessu mistu dóttur sinni í bílslýsi fyrir þó nokkrum árum og kannski 5 eða 10 árum síðan eitthvað svoleiðis og hún póstaði núna eitthvað svona aldrei hefði ég trúa því að ég er því svo sem að póstaði sko dánardegi og fannst það alltaf eitthvað svona skrítið þegar fólk var að minnast viðkomandi á deginu svo dó en það er bara skiluru það eru tímamótin, það er þetta líkamsminni setur svo mikið tengt þeim degi kannski mikið frekar heldur en afmælisdeginum veist, það var sá dagur sem að þú fóst í gegnum áfallið þannig að sem áfallið í rauninni herjaði á þig þannig að ég tengi mjög mikið við það einmitt að þú veist þetta eru oft tími sem að einmitt maður er svona svolítið daufur
og utan við sig og Já, kannski ekki alveg með í nei, einmitt í nei. dagsins amstri einmitt en já eins og ég segi, þetta alls konar og mér fannst einmitt annað sem ég staldraði við sem þú sagðir að það að þeir sem fylgja manni í gegnum þetta náttúrulega með manni í þessu og þetta markar þau líka algjörlega, fjölskylduna og bara vini og aðra sem kom gegnum þetta ég man eftir því að það var vinkonu mín sem fór með mér í gegnum þetta og hún einmitt mætti á spítalan rétt eftir fæðinguna sko. Og hún, að því ég var á spítalanum í nokkra dag og hún svaf á gólfinu hjá mér þú veist, og hún einhvern veginn sko, hún skrifaði óbærslega fallegt ljóð til hennar þú veist, og alls konar svona og svo þegar að ég að þetta mitt annað barn sem að ég missi þannig að ég upplifi ekki það að vera ekki lengur mamma þú veist, ég ennþá mamma og þú veist, þannig ég skil alveg að það annar vingill en en það einmitt þetta og hún einmitt sagði mér sko þegar hún verður síðan ólétt aftur þá einmitt segir hún mér það eftir á sko, hún sagði þetta við kærastan sinn bara, ég fór í gegnum svolítið með vinkonu minn og ég bara rosalega hrætt skilanlega og það þetta og mér langaði aðeins kannski að nefna þetta því að nú eignast þú 2 börn eftir þetta hvernig fannst þér meðgöngurnar vera svona sko, ég eignast sko, það sem gerist, sko, þetta nú svo skrítið, sko, ég var að vinna í stórmarkaði og ég stend með að því að vera bara, og ég fór mjög fljótt að vinna aftur eftir þetta, kannski ofljótt og ég veit það ekki, það erfitt að segja, ég var bara í erfiðri vinnu því svo stóð ég með því að vera að brjóta saman barnafötin í barnafatadeildinni og bara, og ég hrundi saman og þurfti að fara heim hana daginn held ég, af því að ég bara gat ekki ég bara þá upplýði, ég bara býtu ég á að vera að gera þetta heima hjá mér, af hverju er ég hér og og þó að ég sé svona ung á þessum tíma sko, ég fekk bara þessa tilfinningu því ég bara, þú veist það vantar eitthvað stórkostlegt í líf mitt, ég á að vera heima að brjóta saman barnaföt þannig að við eignuðumst annað barn bara mjög fljótt og þannig að árið seinna er ég búin að eignast annað barn það var síðan þannig að auðvitað er maður náttúrulega með bara brjála áfallastreituröskun ég mæla ekkit með því að eignast annað barn svona fljótt aftur í bara mikilli áfallastreituröskun eða ég veit það ekki, svo veit maður það ekki skilur, kannski var það gott, kannski ekki en ég allavega svaf ekki á nóttunni skiluru, ég var alltaf vaknandi til þess að og ég var alltaf að vekja barnið mitt og ég var alltaf að hrista barnið þú veist, ég var alltaf aðtuga hvort að barnið andaði og og þú veist, maður gerir bara barnið sér taugvæklað með þessu sko og svo náttúrulega bara með því að sofa ekki heilan svefn eða bara og vera með martraðir alla nóttina þú veist, kannski 5 martraðir á nóttu, þetta var bara fáralegt að þá fer ég að þróa með mér svona vefjagektaeinkenni og og ég veit að þú ert örugglega með þessa reynslu líka mögulega eða einhverja svona sambarilega þú veist, maður er það er alveg búið að sanna það að með því að trufla djúpsvefn þá verða til svona einkenni í líkamannum og það er klárlega það sem gerðist í mínu tilfelli að því ég var síðan hann að 20 var ég komið með vefjagektargreiningu og þannig að ég og eins og ég segi örugglega að gera sko barnið mitt taugvæklað en þetta samt svo, þú veist, hvað á maður að gera hvað á maður að gera og hvað er að rétta og allt þetta sérstaklega þegar það er einhver skýringar ég veit það eitthvað sem getur bara gerst á þess að maður þetta er svona eins og ég upplýði svolítið með þessa upplifun þetta er örugglega líka svolítið svona þegar þú missir einhvern í bara bílslýsi eða einhverju slýsi eða eitthvað svolítið mér fannst þetta vera svona eins og náttúruhamfarir mér fannst þetta svo að það er bara fallið snjóflóð á mig þannig að þú veist, engin skýring eða bara, þú veist, þetta er bara af náttúrunar hendin að gæslappa eða almættið eða eitthvað skilur það var ekkert sem að ég gerði eða virðist vera eða þú veist þó að maður ásaki sig allan fjandann
en já, mér fannst þetta eins og ég hefði lent í snjóflóði. En já, svo verður maður bara, þú veist, þróar maður með sér einhverja sjúkdóma og svona, maður nær ekki djúpsvefni og ég held að ég hef verið sko í mörg ár í rosalegri áfallsstreituröskun á þess að fá aðstóð. Já. Og og fjölskylda mín örgulega líka sko. Örgulega móði mín líka og fjölskyldan. Einmitt. Þannig að og pottet basvaði minn líka. Já. Þannig og ég held að við höfum sko, já, og svo maður einhvern veginn alla ævina bara að vinna úr þessu. Eins og ég ennþá að vinna úr þessu bara í gegnum núna mastersritgerðina mína, þú veist, þar tekið þetta inn í, þú veist, sem kannski ákveðin úrvinnsla líka. Já, og ég með því að taka þessi viðtal. Þú að taka þetta viðtal, já, þannig að þetta er svona svolítið eilífðar verkefni. Þetta er bara eilíðar verkefni, sko. Eins og með flest áföll. Já, og þetta er eins og sumir hafa sagt, sko, varandi missa barn, eitthvað svona, þú sorgin svona verður bærilegri en þú losnar aldrei við þetta. Nei. Og það er í rauninni líka kannski það sem að er svona mitt teka á þetta og það er bara öll áföll. Já. Eru þannig að þú losnar aldrei við þau. Nei. Þau verða bara svona kannski auðveldar að lifa með þeim þegar þú svona smám saman vinnur þau í gegnum þau. Já, og þau verða einhvern veginn bara svona hluti af þér. Þau verða bara hluti af þér, já. Það er svona, þetta er bara upp og niður vegferð. Nákvæmlega. Þannig algjörlega, og svo getur eitthvað gerst alltaf sem triggerar og annað sko. Akkurat. Þannig en ég held einmitt að allavega það sem hjálpaði mér var að hlusta einmitt líka svolítið á annara reynslu. Já. Og taka svona, þú veist, þess vegna einmitt finnst mér bara mjög mikilvægt að við tölum saman og tölum þetta og já. Ég held að það er svolítið sérstakt að þegar maður ákveður að segja frá þessu sko, þegar maður er í einhverju samtali hvert þú búin einhverjum smörg börn og maður svona, já, ég reyndar misti fyrsta barnið mitt og eitthvað svona og einhver segir, já, er það? Já, ég er nefnilega á svipaða reynslu og eitthvað svona, það verður maður alltaf svo fegin. Já, einmitt. Þá er maður alltaf bara, ok. Það var það, þú veist, þá er þetta ekkert eitthvað fílinn í stofunni eða þú veist, þá er þetta ekki eitthvað sem við þurfum að ræða á einhverjum forsendum þar sem að ég þarf að óttast það að þú horfir einhvern veginn á mig eða þú verður vandræðaleg og mögulega líði illa, veist ekki hvað þú átt að segja og eitthvað svona, en það er líka, ég held að það þarf að kenna fólki svolítið að einmitt að bregðast við því þegar aðrir segja frá svona áföllum eða einhverju sem þeir hafa gengið í gegnum og bera með sér eða bara segja frá örunum sínum í rauninni. Algjörlega. Að því fólk verður oft svo vandræðalegt og veit ekki hvað að segja. Einmitt. En þetta er rosalega einfalt. Viðbröðin eru mjög einföld. Þú veist, það er bara að sýna kannski smá hluttekningu í samtalinu. Bara svona, hvað ert að segja? Leitt að heyra. Og svo bara fara yfir í önnur mál. Skilur þú? Ég meina áður en ég lendi í þessu þá náttúrulega vissi ég ekkert hvað ég átt að segja. Þegar að fólk lendi í einhverju missengun einhverju svona, þannig að þetta er maður lifir og lærir og stundum er það lífsreynsla sem maður myndi kannski helst vilja vera án. Já, nákvæmlega. En mér fannst annað áhugavert sem að kannski var svolítið, sem að mér fannst einhvern veginn mótsandnakennt þegar ég lendi í þessu og það var að ég sá aldrei eftir að hafa átt hana. Nei, maður gerir það náttúrulega ekki. Nú var ég náttúrulega unga einstamóðir þegar ég lendi í þessu og svona í mjög óstabílu sambandi. En mér fannst einhvern veginn það aldrei kom upp. Þú veist, ég náttúrulega hugleiti hvort ég ætti að eiga hana eða ekki. En það hefur bara, ef þú hefur eitthvað verið að sjá eftir því, þá hefur hugurðin ritskoða það og farið að skamma þig fyrir að sjá eftir því. Akkurat. Nei, en það er heldur ekki, það er náttúrulega ekki þannig, þetta er barnið þitt. Þú sérð aldrei eftir að eignast barnið. Nei, einmitt, og það er einhvern veginn og það er líka þetta að það... Ekki þannig, sko. Nei, einmitt, og þetta er svona svolítið tómarum sem verður aldrei fyllt. Já.
og það þarf svona svolítið að sitja með því bara. Ég vil ekki nota orðið sætta sig við það en sitja með því. Sitja með því, það er mjög gott orð sko. Já. Þannig að er eitthvað sem þú vildir bæta við? Nei, ég held bara í rauninni einmitt. Ég held að veri fólk, sko, fólk má kannski alveg líka huglega. Við erum öll með áföll. Já. Nei, ég ætla ekki að segja öll. Við erum nefnilega ekki öll með áföll. Nei. Það er eiginlega svolítið það sem ég svona reki mig á. Að sumir bara hafa gengið í kringum lífið á þess að bara upplifa neitt sérstætt. Já. Svona slæmt, sko. Já. En aðrir er einhvern helling. Já. Þannig að þetta er bara mismunandi. Þess vegna líka verða sumir svo vandræðilegir því þeir einhvern veginn hafi ekki reynsluna. Já. Og þá verða þeir einhvern veginn, vita þeir ekkert hvernig það er að bregðast við. En við erum rosalega mörg sem að höfum náttúrulega flest örglega gengið í gegnum allan fjandann. Já. Og ég held að við þurfum líka bara einhvern veginn að vera okkur svolítið meðvituð að það á ekki að vera feimnismál. Það þarf heldur ekki að velta sér upp úr því. Nei. Og við bregðumst öll mismunandi við. Já. Skilurðu, við erum öll við tölum mismikið hlutina og það þarf ekki að segja neitt. Nei, einmitt. Það skuldar þér engin sögu. Nei, og ég meina það segir ekkit hvernig að þú syrgir meira en einhver annar eða minna en einhver annar eða þú bara ekki syrgir öðru sig. Við syrgjum all mjög mismunandi. Akkurat. Og svo, ég held nú að það var ekki komið eitthvað svona eitthvað frumvarp á Alþingi sem var samþykkt þar sem að fólk átt að geta farið í leyfi frá störfum í einhver tíma ef að það misti einhvern nákominn. Jú, það var eitthvað, einmitt gott og bentur á það, fróðlegt að grafa það upp. Já, þannig að ég held að það sé svona smám saman verið að bæta lagaumgjörina kringum á vinnumarkaði í kringum bara áföll eins og það að missa. Já. Akkurat, ég held einmitt að það hafi verið það hefur oft verið svolítið svona viðurkendari missir hefur verið makamissir. Já, einmitt. En einhvern veginn barsmissir hefur orðið svolítið útundan. Já, einmitt. En það væri nú líka forvitnilegt að vita hversu algengt það er. Ég meina það hefur verið alveg 1% af fæðingum eða eitthvað svolítið sem að endi döðsfalli minni með eitthvað. Það var á tímabili allavega 1-2%. Já, ég held að þetta sé bara nokkuð og svo náttúrulega er einhver prósenta sem að lifir bara stuttar vegna veikinda. Þannig að það væri gott að fá einhverja fræðinga hér á borðinu. Já, það væri nefnilega svolítið forvitnilegt að fá smá fræðslu hvar þetta er statt núna vegna þess að sín tíma var þetta bara ekkert statt. Nei, akkurat, þetta var náttúrulega bara alveg komið út úr, náttúrulega 1990 kannski komið út úr mestu svona þöggunni, en kannski inn í eitthvað svona tómarum þar sem allir einhvern veginn voru að reyna að gera sitt besta. En vissi ekki alveg hvað þetta gera. Já, því ég náttúrulega mín reynsla 99 og ég náttúrulega út í Bretlandi en ég kem síðan heim og jarðana hér, og þannig að þá tekur svolítið. Ég var einhvern veginn í sambandi við alls konar fólk á Íslandi, þú veist, þá kom ljósmóðir sem tók móti mér í heiminn, þú veist, það var svona alls konar fólk sem bara kom inn í líf mitt og ég er náttúrulega gríðarlega þakklátt fyrir alla sem voru til staðar, þó þetta tímabil sé náttúrulega bara svona svolítið í móðu og ég sé svona, en það var einhvern veginn, það virkaði einhvern veginn eins og það væri svolítið verið að smíða skipið, svona í siglingunni, bara svolítið, það var einhvern veginn, það voru allir reiðubúnir til þess að tala þetta og til að koma til móts við þig, en það var ekkert alltaf vitað akkurat hvernig. Nákvæmlega. Þannig að það var einmitt fróðlegt að vita og ég kannski kallaði aftur að borðinu María með mér í þetta samtal. Já, bara samtal. En við kannski setjum punkt í beili. Takk innilega fyrir komuna María Pétursdóttir að tala þetta erfiða mál. Takk fyrir. Takk. Og ég bið ykkur að staldra við, það er meira handan við hlýja hér við rauðaborðið. Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins. Komið sæl, verið velkomin að rauðaborðinu.
Ég heiti Oddný Eir og til mín komin Lára Magnúsardóttir sagnfræðingur. Velkomin og takk fyrir að koma til að tala málana svona sem að sumir segja samt að sé eiginlega bara málana í gær og sé eiginlega ekki ástæða til að ræða mikið meir. Nú sé bara búið að skipta ráðherra og við getum bara, það var svolítið sá tónn í fréttunum í gær hjá samráðherrum, bara nú þetta bara búið en okkur á samstöðinu allavega finnst þetta að vera mál sem að áhugavert að ræða út frá ýmsum sjónarhornum og ég bað þig að koma til að ræða, bara segja mér hvað þér finnst þetta mál, að því ég veit að þú setur oft mál í svolítið áhugavert samhengi og ert með sjónarhornin sem að eiginlega nær alveg frá miðöldum, skrifað bannfæringar á miðöldum og forsendur bannfæringa og þannig að mér langaði að spyrja þig svona, hvað fannst þér þetta barnamála ráðherramál? Ég náttúrulega að rétt hjá þér, bara ég get tekið undir það fyrst ég sagnfræðingur og ég hef verið að rannsaka, náttúrulega ég skrifaði bók bannfæringu fyrir mörgum árum en ég hef verið að rannsaka bara sakamál í Íslandssögu og sérstaklega svona alvarlegustu sakamál og orðin sæmilega vel að mér að því leitin að ég held ég hef lesið ótrúlega mörg skjöl og alls konar mál og ég hef sérstakann áhuga á málum sem eru nálagt hinu persónulega og eru þá oft kynferðismálin og þess það sem að kirkjan stjórnaði á miðöldum og reyndar miklu lengur og ég hef bara fylgst með þessu máli núna með ég held að þegar þú talaði mig þá hafur talað mál Ásthildar Lóu og ég bara núna efast að þetta sé mál Ásthildar Lóu, ég veit ekki eiginlega hvaða mál þetta maður hefur ekki getað fylgst með öllu sem sagt þetta mál, það hafa mjög margir verið að tjá sig bæði í blöðum og náttúrulega á Facebook og allt þetta. Þú veist, þá máli bara búið, var þetta bara smámál, þetta stórt mál, þetta lítið mál og ég held að kannski það þurfa að gera það upp við sér nákvæmlega hvaða mál þetta og þetta tiltekna mál eins og mjög mörg mál af þessum toga og hafa alltaf tíð verið að blandast óslega mörg önnur mál inn í, það eru eins og það hefur verið rætt og er nú að vera að ræða enn varð trúnaðarbrestur hjá forsætisráðuneytinu það er verið að tala það að hvort að hún hafi framið eitthvað afbrot með því að eiga í sambandi við tiltekinn mann á tilteknum tíma en svo líka farið að blanda alveg strax frá fyrstu tíð umgengnismálum með og hinn og þessu þetta maður þarf að segja hvaða hluta málsins ætla ég að tala og svo eru sumir sem segja þetta sé bara lítið mál og þú veist þetta sé skiptingumáli og ég setti niður hjá mig nokkra punkta áður en ég kom til þín út frá því sem ég hefur að skoða og ég segi þetta stórt mál þetta ekki bara lítið mál. En má ég skjóta aðeins inn í að því þú segir að þetta flókið hvað þetta máli og allt svoleiðis að manni fannst kom mér svolítið óvart hvað voru margir sem að einmitt óhikað lögðu orð í belg mjög bara fljótlega eftir eftir fyrstu fréttir og vitandi að þeir vissu ekki eiginlega neitt og jáfnvel siðfræðingur og kemur í hádegisfréttinar minni mig til þess að bara lýsa yfir að alveg án efa eigi manneskjana segja af sér og svoleiðis mér finnst það eitthvað svo sérstakt hvað einhvern veginn uppróparundar voru miklar eins og þetta væri alveg visst hvað máli væri. Já, einmitt. Mér finnst þetta hafa verið merkilegt og það væri bara, kannski ætti bara að draga lærdóm af þessu eins og í tísku að segja og ég meina raunverulega en sem sagt þetta mál sem að hefur bara bein áhrif á ríkisstjórn landsins, hvorki meirinn minna sem bara dálítið stórt en svo snýst þetta líka og það kannski það sem ég hef mestan áhuga á að þarna bara nafngreind persóna sökuð glæpsamlegt athæfi og þegar þetta kemur þarna síðdegis á 50-dag þá byrja fréttirnar að koma svona en þetta gerir samt alveg rosalega hratt
og eiginlega finnst mér að ég hef verið dregin á asnar eyrunum vegna þess að sko maður bara einhvern veginn mótar sér strax skoðun en hún byggðist á röngum forsendum vegna þess að fyrstu fréttirnar voru rangar og þetta finnst mér standa eftir sem aðalatriði þegar að sem sagt bara núna eins og málin standa núna en það sem sagt koma fréttir það að barnamálaráðherra hefði eignast barn með 15 ára pilti og það gefið skinn að hún hafi verið umsjónamaður eða jafnvel sálusorgari hans, það stendur í fréttunum að hún hafi leitt unglingastarf í söfnuð þar sem hann leitaði sko í af því að það voru aðstæður voru heima fyrir erfiðar hjá honum, þetta stendur í fyrstu frétt og í þessu eru 3 rangferðslur. Öll aðalatrið málsins kemur síðan í ljós að standast ekki vegna þess að það sem stendur núna eftir er að árið 1989 þegar að atburðirnir eiga sér stað þá er þessi maður fulltíða einstaklingur 16 ára gamall það þýðir það að hann heyrir ekki undir barnavernd foreldra valdið nær ekki til hans, þetta er bara maður sem ákveða sjálfur hvað hann vill gera og það þýðir það að það má enginn skipta sér af því sem að hann gerir, skilur, hans ákvarðanir eru hans eigin ákvarðanir en þannig að í raun og veru er það mál bara úr sögunni, skilur hún var ekki umsjónamaður hans og hann var nógu gamall og það er ekkert það að segja, fólk getur haft alls konar skoðun á því að þessi skrítið eða óspennandi ástarsamband eða eitthvað en það bara, manni kemur það bara ekkert við og það er bara mjög óviðeigandi að vera að ræða það. Þetta er bara formlega hliðin á málinu og hún getur ekki verið neitt annað en formlega, skilur. En það kom ekki beinleinis svona formleg afsökun frá fjölmiðlum að hafa flutt rangt mál? Nei. En sem sagt, ég ætla bara að halda þessu áfram aðeins þessari röksendaferðslu sem ég reyna að koma í gegn. En það eina sem skiptir máli, sem stendur eftir, eða stendur ekki eftir, en það eina sem skiptir þá raunverulega máli í fréttinni samband konu og karls, hvað sem þau voru gömul, þá voru bæði fullir sjálfráða og svoleiðis. Það eina sem skiptir máli er hvort hún hafi borið ábyrgð á honum á einhvern hátt. Það er það eina sem skiptir máli. Og ástæðan fyrir því að það er það eina sem skiptir máli er, þetta er sem sagt, þetta er ekki siðferðislegu spurningarnar í þessu máli er bara hluti sem okkur kemur ekki við annað fólk, sko. En ef að þetta væri, sem sagt, sko, lögin eru þannig að það stendur, má ég bara lesa grein úr lögunum, úr almennu hegningarlögunum og það stendur hver sem hefur samræði eða önnur kynferðismök við barn á aldrinum 15, 16 eða 17 ára. Þetta er lögin eins og eru núna. Áður var sem maður ekki barn eftir maður var hann 16 ára. Sem er kjörbarn hans, stjúbarn, fósturbarn, sambúðarbarn eða barn sem er tengt honum þannig fjölskylduböndum í beinanlegg. Það má ekki, en svo líka eða sem sagt, hver sem hefur kynferðismök við barn sem honum hefur verið trúað fyrir til kennslu eða uppbyldis skal sæta fangelsi alltaf 12 árum. Þannig að það sem var gefið í skinn í fyrstu fréttinni að hann hafi leitað inn í þennan söfnuð af því að hann hafi átt erfitt heima fyrir og hún hafi verið einhvers konar sálusorgari hans. Sem sagt, ef að það væri rétt, þá væri þetta glæpur sem varðar 12 ára fangelsi, hvorki meirinni minna eða alltaf 12 ára fangelsi. En ef það er ekki þannig, ef hún var ekki umsjónamaður, ef hann var ekkert á hennar vegum og hún bar enga ábyrgð, þá er bara hinum megin við þetta strik sem að lögin setja, þá kemur bara engum það við. Og þetta er það eina sem skiptir máli. Þessu hefur mér verið aðeins verið fjallað þetta, en það hefur lítið verið sem sagt lögð áhersla á það, að ef að það reynist rétt sem að virðist vera eins og málin standa núna, þá var hún í fjölmiðlum, bæði Morgunblaðinu og Ríkisútvarpinu, sko þá var henni brigslað þetta er í raun og veru róur, sem sagt glæpsamlegt athæfi án þess að fréttin væri undirbúin. Skilur, þau hefðu ekki leitað, þau hefðu ekki unnið fréttina, þau voru með sérstaka fréttavakt þetta á Ríkisútvarpinu.
En á þessari fréttavakt eru þau bara að keppast við að senda út æsifréttir. Þau eru ekki að keppast við að afla sér upplýsinga hvað sé mögulega verið að fjalla og þessi slegið upp eins og þessi sakamál og fyrir mér, ég meina sem bara frekar kunnug lögunum og svona, þá fannst mér þetta voðalegt. Svo kemur ljósa hún var ekkert umsjónaraðil hans og þá ekkert eftir. En þá var hún búin að segja af sér það svolítið furðulegt á hvað forsendum segir hún þá af sér ef hún veit, ef hún lítur kannski þekkja til laga, hún var ekki umsjónaraðili og akkur svarar hún ekki fyrir það þá? Eða gerði hún það? Þá kemur til bara líka alls konar önnur mál, eins og ég var að segja, svo blandast alltaf önnur mál inn í og þarna bara rosalegur pólitísku þrýstingur og það búið að vera núna að birta, teikna upp svona ása með tíma ás fyrir hvernig í hvaða röð hvað klukkan var og hvað dagur var þegar þetta og hitt gerðist í ráðuneytinu og svona, mér finnst það að gefa upp svona fyrir hvað gerðist hjá Ríkisútvarpinu líka. Þú veist, ef Morgunblaðið vill vera blað sem að hefur ekki, setur sér ekki mörg, þá þetta er bara einkaríki fyrirtæki og þau hafa það bara eins og þau vilja. Ríkisútvarpið bara einfaldlega má ekki gera þetta. Það er bara beinlínis tilgangur með Ríkisútvarpinu að gera ekki svona. En Já, þannig að við ættum að fá tímalínu bara eða einhvers konar uppgjör hvað gerðist inn á fréttavaktinni? Akkurat í dag, núna. Hvað mánudagurinn 24. Nei, 50 eða eitthvað. En sem sagt, þá bara lítur málið svona út frá mér séð, kannski þetta úrelt á eftir, ég veit ekki hvað gerist næst, en sem sagt, ef að það grunur leikur á glæpsamlegu athæfi, þá bara á að bera slíkar ávinningar upp við rétta aðila með formlegum hætti og svona, þá ekki bara æpa það í útvarpinu. En sem sagt, þessi málflutningur sem þarna kemur fram og reyndist rangur, þetta allt saman byggt á því eftir því sem mann skilst núna að fyrrverandi tengdamóðir hins meinta fórnarlambs, manneskja sem á enga aðild að þessum málu á nokkurn hátt, hún segir, og þetta haft eftir henni í viðtölum og það bara birtist, henni var ofboðið að Ásthildur væri í sæti menntamálaráðherra og nú var ég að vitna beint í einhverjar fréttir og sem sagt, það búið að segja okkur það og það alveg skýrt og kannski var það skýrt frá upp ég veit ekki hvað lengi það var skýrt að þessar, sem sagt, markmiðið hjá þessari konu var bara að koma illu til leiðar. Skilur, það hennar eina markmið var að bola ráðherra úr embætti og þetta tekst þessari konu bara á einhverjum undraskömmum tíma á þess að með því að beita alls konar þrýstingi sem að eins og ég segi, ég veit ekki hvernig það var, kannski hefur það komið í ljós, en ég meina hún segir ég meina það hefur komið í ljós að það var ekki ljóstrað upp nokkurn skapaðan hlut. Ríkisútvarpið nýlega búið að kalla þessa konu uppljóstrara og það til lögum uppljóstrara og Ríkisútvarpið þar með að reyna setja hana í eitthvað sérstakt samhengi sem að, en ég menna hún ljóstraði engu upp, en það hins vegar komið í ljós að þessi kona hafði hótunum við ráðuneytið eða við ríkisstjórnina, ég veit ekki hvernig á að orða það, því hún sendir, það búið að byrta núna tölvupósta og svona og þar stendur og hún ætla að láta í sér heyra ef það verður ekkert gert í þessu máli. Ég menna þetta bara hún bara að setja einhverja afarkosti og hvað getur hún gert? Nú ég bara að skálda og sjá fyrir mér. Það eina sem hún getur gert að hafa samband við blöðin og hún hefur sennilega verið komin í samband við blöðin og þannig að það sem sagt pressa blöðin, hvernig hefði blöðin annars átt að vita af þessu? Blöðinum pressu á æðstu stjórnmálamenn landsins að svara strax málum sem að eiga að fara í farveg. Þau á ekki að svara þeim strax, skilur og bara klukkan að verða 6 og fréttin að byrtast og eins og ég segi, ég finnst bara eiginlega ekki þurfi síður að byrta atburðarásinu og skýra þessa atburðarásinu heldur en hjá forsætisráðuneytinu með þennan hvað heitir að trúnaðarbrest sem haldið fram að hafi verið þarna en eins og ég segja þig áðan, þá þessi fjölmiðlar að beita þessum þrýstingi á stjórnvöld að þér virðist í gegnum það að vera með upplýsingar frá þessari konu og þau verja ekki tíma sínum í það að vinna fréttina, heldur bara
sko, þú veist, þetta bara eins og lélegur tengdamömmu brandari einhvern veginn sem að bara eins og má alveg ímynda sér núna og ég vil ekki segja það beinlínis en sko að hve miklu leyti var þetta undirlega í fjölmiðla að þetta mál var svona en sko það stendur eftir úr þessu að þessast eins og ég sé þetta að fjölmiðlarnir hafi látið það eftir tengdamömmunni að setja þjóðfélagið uppnám með því að væna nafngreindan aðila glæpsamlegt athæfi og það í sjálfu sér líka óhæfa. En ekki líka forsvarsmenn það óhæfa að hafa mannorðið af fólki? Jú, en ekki allir þetta sem leika láta sem sagt, hóta sér og núna allir með sér Jón Gunnarsson skrifar það á netinu að það sé nú bara ríkisstjórnin með vara sig, ég man ekki hvernig hann orðar það, að það séu ýmsir aðrir sem að það séu beinagrindur í skápum eða ég man ekki hvernig það orðar, það allavega svona hugsunum þessi að það sé hægt að afhjúpa fleiri, sko. Já. Og hérna Þórður Snær var hann gat ekki haldið áfram að því hann var, kom upp gamalt mál og svona þetta svolítið sérstakt þá eins og þú ert að segja að það kannski bara auðvitað má segja að það jákvætt að þessi meðvitund siðferði þeirra sem að fara með æðstu völd í landinu. Já. Það sjálf og sér lítur að vera jákvætt og það sé svona ekki þöggunartilburðir og ekki sé ofbeldi sé ekki liðið og slíkt en þetta kannski fjallar svolítið mikið meira annað að það einhver þarna við veitum ekki hverra hagsmuna hún hvort þetta bara hennar eigin þessara tengdamóður þarna að hún geti bara hjólað í valdi með þessum hætti að það raunverulega láti bæði fjölmiðlar spila með og stjórnvöld má segja fjölmiðlar spila með í það að búa til hennan sko rosalega pólitíska þrýstinga allt gerist strax en sko... En allt gerir strax, það ekki líka af óttanum við það og til dæmis að stjórnvöld og svoleiðis ef það eitthvað að þið feli eða eitthvað já, að það sé óttin við að vilja ekki vera í liði með þeim sem eru að hilma yfir með ofbeldisfólki og svoleiðis ég meina þetta alveg flókið mál og margslungið og þess vegna það líka svona mikið og margt verið að segja og margt hægt að segja og svona en sko ég vil samt gera þú veist, máli með Þórsnæ þar bara verið að sína eitthvað sem hann hafi sagt það ekki verið að segja hann hafi orðið, sko hann hafi framið glæpi það bara verið að segja þetta sagði hann og þetta pólitískt umræða, þú veist viljum við hafa mann, ætla ég að styðja mann sem að hefur látið svona út úr sér getur hann breyst, það þessi siðferðislega og pólitíska plan þú veist viljið þennan mann og eða eitthvað svona þetta, mér finnst skipta máli að þetta þarna gefið í skyn og hún hafi framið glæp og mér finnst það skipta mjög miklu máli og þú sér hvað þessi glæpur sem að verið að væna hana sko þetta ekkit smámál, þetta getur varðað alltaf 12 ára fangilsi, þetta bara sambarilegt við sko þetta bara einn af alvarlegustu glæpum sem hægt að fremja og það á ekki að vera, það ekki bara pólitískt, svoleiðis mál á að skera úr með mjög formlegum hætti og það þarna sem að blaðamennirnir og fréttastofunar verða þekkinan mun og þau verða að vita þau þurfa að vanda sig skilur við það hvernig þau vinna fréttina en ég meina ég bara eins og ég segi þetta bara sko hún segir í millitíðinni gerast hlutir eins og það sem kom strax líka í ljósa Ásthildur Lóa hafi farið að hringja í þessa konu og fara heim til hennar og svona veist, mér finnst það út að vera sér bara alveg næga ástæða til hún segja af sér þannig að ég meina að hún hagaði sér heldur ekki rétt við þessar aðstæður að Ásthildur Lóa hafi farið heim til konunar og það sé ástæða til að segja af sér já ég meina að það bara algjörlega út úr kú að ráðherra geri það, skilur, að það sé einhver aðilega að reyna að tjá sig og það alveg sama hvað hann að gera að hún á ekki að fara heim til hennar, skilur. Þú ert ekkert með ráðherra bankandi upp á þeir og segja, þú veist, hvað er þú nú eiginlega að meina góðan? Jú, en það ekki samt eitthvað sem þá frekar svona óheppilegt og siðlaust, en það ekki glæpsamlegt samt? Það ekki glæpsamlegt, en sem stjórnmálamaður þá finnst mér það ekki við hæfi, sko. Ekki frekar þegar Inga Sæland beitti fyrir sig, það ekki, hringdi út af einhverjum íþróttaskóm? Já, ég meina það var til dæmis gert að máli, ég meina það en sko
Það hefur náttúrulega verið ýmislegt hérna það er náttúrulega alveg hægt að vera með langa sögu til dæmis Bjarnar Ben í Ásmundarsal og Þorláksmessu þegar það var grímuskylda eða þessar hringingar til ríkislögreglustjóra það er alveg langur listi það er til óundarlega mörg svona mála og þau eru til alveg sko mörg hundruð ár aftur í tíman skilur þannig að það er í hvert skipti verður alltaf eitthvað svona uppnám og það þarf að ræða það og hérna, þú veist, var þetta viðeigandi, var þetta kannski brota á einhverju reglugerð eða einhverjum lögum eða þú veist, en svo bara, sko, bara allt annað skref að ásaka fólk glæpi og að ríkisfjölmiðl sem hefur beinlínis þann tilgang að bara láta þjóðfélagið ganga, ég meina hann bara hluti af því öllu saman, að hann skuli birta frétt það án þess að kanna málið. Mér finnst það vera stóra málið, ég meina, og þetta já, ég meina, hvað getur maður sagt endalaust þetta, sko? Fréttastjóri frekar, ef einhver á að segja af sér, þetta ekki fréttastjóri Ríkisútvarpsins að segja af sér til þess? Ég vil ekkert sitja í einhverju sjónvarpi og segja að fólk eða segja af sér, mér finnst bara þetta ætti bara algjörlega aðtuga, skilurðu. Af því að það er eitt af því sem að, sko, í þessu sögulega samhengi, ein af ástæðanum fyrir því að ég hef áhuga á þessum málum að á öllum tímum þurfa stjórnvöld, löggjafinn að gera upp í sig hver munurinn á því að eiga í fallegu ástarsambandi eða að það hafi verið framinn glæpur og það bara verður að draga þetta strik einhvers staðar. Ég er ljótu ástarsambandi. Nei, löggjafinn skipt sér ekki að ljóta ástarsambandi. Ég er að meina það, þannig að þú segir hver munur því að eða bara ástarsambandi eða kynferðissambandi eða einhverju skilur og svo eru náttúrulega bara alls konar önnur sambönd sem fullt af lögum viðskiptasambönd og hinn og þessi sambönd sko. Það gengur ekki allt út á kynlíf en hérna og þarna hefur verið dregið og það er alltaf eitthvað strik og mér hefur fundist áhugavert að þetta strik pínulítið, það færist aðeins í sögunni sko. Það svona aðeins það, þú veist, við hvaða aldur miðað og hitt og þetta og eitthvað svona, en það er alltaf einhver staðar munur á barni og fullorðnum og það sko mjög gamalt, það mörg 100 ára gamalt að sko sá sem að hefur valdi yfir einhverjum, kennari eða eitthvað svoleiðis, að það litið á það sem glæpsamlegt athæfi, sem það refsiverður glæpur að misnota stöðu sína í því og það hefur verið svona í einhverju stóru samhengi bara túlkað beinlínis þannig. Þetta eru málefni sem hafa við núna undanfarna áratugi verið í mjög mikilli umræðu og það til dæmis ekki verið skilið þannig á Íslandi að prestur megi ekki reyna við konu í sókninni sem hann í og giftast henni sko. Sumir hafa jafnvel nefnt að það ætti að vera þannig. Þannig það hafa alveg verið einhverjar túlkanir á þessu en það má ekki vera barnakennari. Menntaskólakennarar hafa komist upp með þetta á þess að nokkur geri við það athugasemdir enda var það þannig að menntaskólakrakkar voru alltaf orðnir sjálfráða. Þannig að það getur hreyfst sem sagt eftir að 1997 var sjálfræði fært upp í 18 ár og það sko, það eða, hvað heitir það, heitir ekki bara sjálfræði, það eins og mörg hugtök á bakvið þennan aldur sem að núna bara skýrt 18 ára, barn þá til 18 ára og þá koma fullt af réttindum, en það var þannig að sem sagt, ungmenni fengur réttindi smám saman og það ennþá aðeins þannig, það ekki til dæmis má ekki kaupa áfengi 18 ára þótt maður sé orðin. En það sem að lagarafinu hefur nú aðeins breyst kannski, en þá kannski ekki skrýta þessi ákveðin ringulreið kannski umræðinni þar sem að líka hefur bara verið gagnrýnd eins og til dæmis í MeToo-hreyfingunni, eða má tala það sem hreyfingu, eða bara á okkur svona síðustu árum, að það sé ekki nóg að hafa lagarema þegar það ekki kannski dæmt eftir honum eða þegar það eitthvað svona kerfi í kring sem að það orðin ákveðin hefð fyrir því að telja eitthvað bara eðlilegt eða svona ósaknæmt sem að samkvæmt lögum kannski saknæmt
og þess vegna þurfi að koma af stað svona eins og vakning og þess vegna þurfi að beita þrýstingi og umræðu bæði og þá fara menn í gegnum fjölmiðla náttúrulega. Ákveðni þrýstihópar til að minna á réttlæti og gæta rétta barna. Þetta eru umræðefni sem ég hef komist að eru bara búin að vera í gangi í mörg 100 ár og ég meina bara eðlilegt að sé verið það og það að ræða það og það hefur verið eins og ég myndi bara alveg orða þessum hreyfingu undanfarin ár ekkert bara hér á landi heldur mjög víða en það líka hefur komið fram núna í sambandi við þetta mál sem við erum að tala um með Ásthildi Lóu og hennar barneign þarna fyrir á árum að þótt að lögin hafi verið öðruvísi hugsað hlutina þá hafi þá sé fórnarlambinu jafn mikill hvað heitir það skaði gerður og hvernig sem lögin voru eða gott að viðhalda og þá kemur bara aftur að þessu hún var ekki forsjáraðili hans eða skilur eða kennari og þar með það líka fallið af því að einhvern veginn verður maður eða maður verður ekki, það eru bara mörk utan það hvernig má tala hlutina og hvenar yfirvöld mega fara að ganga inn í það að skipta sér af og svona og þetta bara fellur ekki undir það eftir því sem maður helst veit En þá ekki að meina kannski ef segjum sér svo, getum talað um MeToo hreyfingu eða vakningu segjum, þess að vakning fyrir og í ljósi þess þá getur fólk haft svolítið ýmsar skoðanir á því, til dæmis að þetta hafi verið ósiðlegt eða óheppilegt eða eitthvað svoleiðis en að það sé svolítið mikið annað að hafa skoðanir á því að það eigi ekki að sofa hjá börnum ef barn var að ræða það sé svolítið mikill munur á því að hafa skoðunar. Það bara rosalega mikill munur á því bara hvort það sé álögt refsivert eða ekki. Það allir munur og það það sem ég reyna að segja. Og svo ekki allt, mannlíf gengur ekki allt út á kynferðismál. Það sem ég líka reyna að koma hérna á framfærið, það að væna manneskju opinberlega alvarlegan glæp bara ekkert síður alvarlegt heldur en að beita hann líkamlegu ofbeldi. Og það strikið sem að mér finnst að að Ríkisútvarpið eigi ekki að fara yfir og í raun og veru á enginn að fara yfir það og þess vegna fólki borgað fyrir sitt starfa því það á að vinna fréttirnar sínar, ekki bara vera að þjóna einhverjum, ég veit ekki hvað var að baki þarna og svo það bara á einhvern annan hátt líka alveg rosalegt að það sé bara einhver konu út í bæ sem segir eitthvað og þar með sé bara einhver ráðherra bara ríkisstjórnin leysist upp eða eitthvað en það sé birt röng frétt alvarlegan glæp sem nafnkunn manneskja á að hafa framið það alvarlegt og það sem sagt, það ekki bara réttindi manna snúast ekkert bara kynferðismál að fattur hvað ég að reyna að draga hérna fram hvernig, ef þú getur skýrt það verður kannski ekki rannsakað hvað kom fyrir á fréttastofunni eða af hverju svo komið fyrir fréttastofunni og það náttúrulega fréttastofa Ríkisútvarpsins hefur verið nú gagnrýnd fyrir ýmislegt líka Já, og það á alltaf verið í gangi gagnrýni, það eðlilegt En hvers vegna heldur þú í þessu máli, tiltekna máli, því þú ert nú samt með sjónarhornin frá miðöldum frá ýmsum það ekki aðalega svona kynferðislegum glæpamálum má segja. Af hverju heldur að Ríkisútvarpið sé svona af hverju getur þetta gerst, sem sagt? Ef ég á að fara að spekulera þá held ég að það megi tengja þetta bara við aðra svona bylgju sem í gangi bara í heiminum og hefur haft áhrif líka hér og inn í Ríkisútvarpið hér að það svo þetta náttúrulega bara mjög flókið ég meina það að vera að selja klikk skilur að klikka á interneti setja hvað heitir það svona spennandi titla á fyrirsagnir og svona til þess að margir opni það náttúrulega bara eitt sem farið að stjórna ótrúlega mörgum hlutum og hafa áhrif á það hvernig þeir þróast en það líka þessi áhugi á þessum svokölluðu sönnu sakamálum sem hefur gert að verkum að
það hefur borist til Íslands þar sem að hefur verið að gera að fólki þykir rosa skemmtilegt að búa til vera að fjalla sakamál og jafnvel möguleg sakamál og mér hefur blöskrað líka sumt af því sem hefur verið gert þar sem er verið að tala alvarlega glæpi eins og manndráp og það verið að nefna fólk í því samhengi en það er ekkert á bakvið annað heldur en spekulasjónir hjá einhverjum þáttagerðamanni, skilurðu. Og þetta hefur kannski smám saman svona tekið broddinn af því sem var algjört tabú að segja opinberlega að einhver hafi framið glæp án þess að vita nokkuð það, án þess að vera sá aðili sem að myndi kæra það til lögreglu ef að það væri eitthvað hæft í því, skilur, eða það væri ástæða til þess eða eitthvað. Þannig að hinn og þessi farin að koma núna fram og segja kannski var þessi maður drepinn og það geti alveg verið að þessi þarna maður hafi bara drepið hann og það verið að nefna nöfn og oftast þetta fólk sem fallið frá og oft fyrir löngu. En þetta bara ágiskuna því hér eru við bara í einhverju svona frekara almennu spjalli en ég held þetta sem mjög varhugavert vegna þess að ég meina þú veist nú bara fullt af fólki sem ekkert að horfa á samstöðuna en ekkert að hlusta á mig tala í þú veist langan tíma og eitthvað eða einhverja aðra en það bara búið að fá fregnir af því að Ásthildur Lóa bara sé barnanýðingur eða eitthvað og segja svona, já það væri nú allt önnur viðbröð en margir að verja hann og það væri nú allt önnur viðbröð ef að kynjónum væri snúið við og eitthvað svona. Þetta bara málun algjörlega óviðkomandi en þegar maður svona bara úti á meðal fólks þá þetta það sem fólk að tala skilur við. Og það búið að segja þetta opinberlega. Það ekki og ég myndi ekki vilja lenda í því. Nei. Ég get bara sagt þér það, ég veit ekki hvort ég hef nokkuð meira að segja þetta mál. Nei, en svo kom að getgátunar einmitt hvað henni gekk til konunni sem fór að tala þetta og af hverju henni var ekki bara vísað þá til lögreglunar. Þú veist, það ýmsar getgátur en getur þú sagt okkur, sko takk fyrir að setja þetta í samhengi miðaldara og það nú stuttu tíma eftir og ekki bara miðaldri, ég hef alveg líka verið að lesa mála alveg fram á 20. öld sko, Jú, ég veit, ég bara svona það hljóma svo vel svona fyrir ekki, en að því að það sem ég veist svo áhugavert að þú ert raunverulega með svona sagfræðilegan vinkil á það en þú ert raunverulega, það þýðir ekki það, þú ert raunverulega algjörlega með það gefur þér eiginlega bara, þú ert með ákveðið tæki höndunum til að lesa þetta mál betur en held í flestir af því að það einmitt að segja bara ruglingurinn og ruglingurinn umræðan verður svo mikill að það verður bara erfitt að ræða hvað það sem skiptir máli, hvað það sem áhugavert við þetta mál, hvað það sem vont við þetta mál, af hverju slærir þetta okkur sem svona óþægilegt og tilfinningin er mitt sem að sumir segja og ef að nú bara fara ef að hver sem getur bara komið með grafið upp eitthvað mál. Já, ekki einu sinni, skilur þetta var rámt. Það eiginlega það sem hryllilegast við þetta. Já, og ég vil bara tala eitthvað sem svona sem einhver flugufótur fyrir. Það er alltaf erfiðustu málið. Þegar þú kemur einhverja kjaftasög og þannig nú flest mannorðsmorðin. Þegar það einhver flugufótur, það eitthvað sem til í þessu sko, en svo kemur lygin eða skekkjan inn í það og þá væri hægt að kannski að búa til ýmis mál ýmsa til dæmis aðra og þá það ekki svolítið svona varnarleysi. Hvað getum við þá, hvers megum við þá vænta? Hver það þá sem að fyrir hönd okkar, almennings sem að hugsa með sér sko, fyrst þetta fyrir ekki dómstöðina, hver þá þarna sem að stoppa athugar og tjekkar, býtum við þessi fréttastofa, hver getur tjekkað fréttastofu Ríkisútvarpsins af, ekki fréttastofa Morgunblaðsins, hvað með hinar fréttastofunar, hvernig eru fjölmiðlarnir á Íslandi? Já, ég hef náttúrulega verið að gagnrýna það að Ríkisútvarpið sé ekki faglega, því sé ekki stjórnað fagmennsku og ég hef ekki fjallað fréttastofuna en mér finnst þetta mál sína það er ekki fagmennska endilega þar inni en mér finnst í svona stóru sögulegu samhengi þá finnst mér augljóst að það einhverjir múrar einhverjir veggir sem hafa brostið
þar sem að menn vissu hvar lá takmörk þess sem maður getur sagt aðra opinberlega en kannski bara að því ég hérna þá get ég kannski sagt sko það sem að ég veit ekki hvort ég lesi þetta endilega betur en ég hef eins og segir samt ákveðnar aðferðir við að skoða svona mál og þar sem sagt það sem ég finnst mjög oft gleymast í umfjöllunum bara til dæmis alls konar söguleg málefni að sem sagt báðir aðilar hafa rétt sá sem að brotið var á og hinn sem braut á honum og í raunum veru hann ekki formlega sá sem braut á honum fyrir en það búið að dæma það og þannig að það sem sagt réttur beggja og hann jafn gildur og það ástæðan fyrir því að alveg eins og það má ekki ráðast að mann og lemjan, það má ekki heldur segja hann sem morðingi af því þá verið að þú veist, ganga inn á bara mannhelgin eða svið sem að sko þetta verður kannski ekki aftur tekið alveg sem menn geta bara mist fótinn í ofbeldi eða verið af því afleiðingar og þá geta líka orðið afleiðingar og svona málum. Þá komið náttúrulega samfélagsmiðlunum. Þarf að taka þetta alvarlega. Já, þú veist, mér finnst bara skipta mjög miklu máli hvort að þetta stofnun eða hvort það bara einhver almenningur að segja eitthvað, sko. Ég átta mig á því, en hvað finnst þér, að því nú voru sko engir í gegnum söguna hefur ekki verið þessi vettfangur, tjáningar þar sem fólk raunverulega sýnir sko mikla dómhörku eins og í þessu máli og eins og segi kannski margir gerður að fíblum voru við yfirlýsingar og héldu þau vera að tala eitthvað allt annað mál sko, og margir einmitt bara eiginlega tóku allir baka og sögðu ég vissi bara ekki þetta en enga síður að þú segir að það farið yfir þetta svið og það eitthvað svona, þú veist, í staðin fyrir að fara út og berja eitthvað þá á sér stað alveg óbærslega harka á samfélagsumræðinni og það ekki hægt að fara og segja við eitthvað vendarlega, akkur sagður þetta en ef maður bara fara í þetta debatt þar sko og það alveg utan við allt það kannski þátt í því að sko mörkin að mást út en það þýðir ekki það að stofnanir eigi eða opinber fyrirtæki eins og Ríkisútvarpið eigi að slaka á vinnubröðunum ég meina bara alveg svo það verið að selja fullt af drasli út allt sem á að lækna krabbamenn og ég veit ekki hvað og hvað en þú veist vísindamennir eiga bara áfram að halda að þeir verða að viðhafa vinnubröðin rétt fattaru það þetta bara rosalega stór mál og mikil og mikið að gerast í þessum málum en ég ætla bara að segja það aftur sem ég sagði í byrjun eins og málin standa núna nokkrum dögum eftir að þetta uppnám verður með barnamálaráðherrann að það sem eftir stendur að fréttirnar sem birtust þarna á 50-dagskvöldið voru í megin atriðum rangar og það það sem ég hef áhuga á í þessu pólitíska samhengi núna að því bara það mitt áhugasvið og mér finnst það bara mjög alvarlegt. Já, það mjög alvarlegt, en mér finnst líka skrítið allir konan sem meintur sakamanneskja, skuli segja af sér sem sakamanneskja. Ég meina, af hverju var gat hún ekki tekið sér tíma til þess að það þessi líka hraði? Gat hún ekki svona sagt sko ég þarf að athuga minn rétt til dæmis, bara ég sek? Mér finnst hún ekki hafa sagt af sér sem sakamanneskja, mér finnst hún hafa sagt af sér undir pólitískum þrýstingi og hún sagði ég ætla ekki að vil ekki að þessi mál hafi áhrif á störf ríkisstjórnarinnar og eitthvað þannig sko og ég meina það þessi pressa sem sett á, ég meina hún hótar því að gera eitthvað, þessi tengdamamma þarna fyrirvænandi og blöðin virðast hafa verið fréttastofunar verðast hafa legið í ráðuneytinu og sagt bara við erum að flytja fréttina og þetta panik, þetta bara greinilega panik. Þannig að fréttastofa Ríkisútvarpsins svona mjög, hefur ekki staðið sig í stikkinu en finnst þér stjórnvöld sem sagt taka svona ákvarðanir í panik og ótta við almenningsálitið það ekki líka eitthvað sem maður má svona spyrja sig og þá það kannski ekki endilega pólitískt í hvaða flokki en bara þegar að stjórnvöld eru farin einhvern veginn að hugsa sko hvað fólk segir á netinu eða
þetta samt ekki bara fólk á netinu, þetta var Ríkisútvarpið, skilurðu, og nei, en ég bara alveg hugsa yfir því líka, og ég ímynda mér að fólk hafi sagt eitthvað svona, sko, þetta verður aldrei hægt að þurrka af, það bara búið að gera þetta og það náttúrulega þeir sem gera það vita líka að þeir hafa það vald og ættu að vita það og ættu að taka tillit til þess þeir eru að vinna fréttirnar sínar og ég meina, ég held að þau hafa, ég meina það ráðherrarnir hafa örugglega að tala saman, Ásthildur Lóa gerir þetta örugglega ekki bara alveg ég veit það ekki. Nei, það kom nú fram að þegar Kristrún hafði talið saman. En ég bara mjög hugsa yfir því líka að þessi panik hafi orðið komið upp og Já, mér finnst að það sé ekki raunverulega ekki láta helgina líða og ræða málin og það þykir raunverulega svona neikvætt að ræða málin. Fyrstu fréttirnar eftir þetta, þær gengur rosalega mikið út á það að ásaka Kristrúnu það að hafi tekið sér of langan tíma í það að vinna þetta mál og hún var að reyna að segja það bara, það verður að fara eftir ákveðnum leiðum og þú veist, við getum ekki bara brugðist við mér finnst það svo einmitt óhugulegt að fólk sé svona en fréttastofurnar bara vildi ekki heyra þetta og voru þá að reyna að búa til einhver skandal úr því þannig að það nú alveg tilefni til að kalla til þá virkilega umræðu málefni rannsóknarstofunnar fréttastofurnar segi og jafnvel að bara að rannsaka þetta ferli sem það náttúrulega ég veit ekki alveg hvernig það ætti að vera mér finnst að allavega þyrfti að kalla á einhverja naflaskoðun og líka bara umræðu það það rosalega mikill munur á því að segja að einhver hafi framið alvarlegan glæp eða segja mér ég ósamálunum í pólitík. Já og líka þetta með vamleysið við viljum ekki endilega að það séu allir bara sko það svolítið munur að vera sérst glæpamanneski sem tekur við embætti ráðherra og að hafa kannski lifað skrautlegu lífi, ekki? Ég ósammála siðfræðingnum sem kom í blöðinu og að því leituna, mér finnst ekkit óeðlegt að dæmdir glæpamenn verði ekki ráðherrar en þetta sem þú tala þetta náttúrulega sko mikið til af dæmum þetta í gegnum söguna og það dæmi það frá síðari hluta 17. aldar þar sem eru kallar sem hópast saman og skrifa endurlis bréf og vilja losna við tiltekinn prest og segja að það gangi sögur að hann sé faðir einhverju barni og sem var aldrei sannað en það var samt á endanum dæmt á hann en þá svarar biskupinn og skrifar þeim og segir eitthvað sem svo að það þyrfti nú að leita lengi ef að það ætti að finna prest sem að hefði aldrei gert neitt af sér vegna þess að hér áður fyrir var gengið út frá því að maðurinn væri gallaður og allir enginn syndlaus allir hafa gert eitthvað en synd ekki að sama glæpur sko þetta svo munurinn á bara siðferði og glæp þannig að þetta gerist alltaf af og til menn voru meðvitaðir þennan mun en svo stundum verum menn það ekki og þá koma upp mál og svo en allavega þá þannig erum við komin á þetta ekki nýmál og það finnst mér dálítið sko eiginlega skipta máli bara fyrir mig sem sakfræðing þá finnst mér það stundum leiðilegt þegar menn að tala að það hafa aldrei verið talað svona mál áður og eitthvað og nú sé búið að finna þau en ég get alveg bara sagt hér 700 ára gamlar heimildi fyrir því að þetta var aðalmálið sko. Já, það ekki að þegar persónulegu málin fóru svona inn í að vera pólitísk að það hefur oft verið já, og svo líka þetta alltaf að greina á milli sko, það alltaf verið að þegar, þú veist, hvenar það persónulegt og hvenar það Já, það ekki þannig að það jákvætt að við reynum að greina þarna á milli á réttan nöðsynlegt, af því annars væri bara hægt að setja hvert sem í steinin eða engan og þá kemur menn upp með það að brjóta hver öðrum og þannig að það nöðsynlegt, það engin undankomu leið í, sko, ég meina þetta bara það sem okkar hefur gert ég held nú bara beinlínis allstaðar, sko, en alveg örugglega í þessum vestræna heimi þá þetta algjört grunnatrið frá bara að það að greina á milli þess sem að eru ekki höfð afskipti af því sem stýrt og sett á reglur það og svo hvað gerist ef að þessar reglur eða þessi lögur brotin og í sumum tilvikum þá varða slík brot og það eru glæpur þá varðar það beinlins réttindi hins seka þá hann
beittur ofbeldi. Já. Hann lokaður inn eða settur í þrældóm eða jafnvel tekinn af lífi eða... Þannig að við þurfum það eðlilegt að þessi skil séu endur skoðuð. Þau bara alltaf í skoðun, og ég held að þeir sem og það það sem ég var að athuga við, sem sagt, eins og Ríkisútvarpið. Fólk sem vinnur svona vinnu, það á bara að þekkja þetta. Þetta ekkert, skilur, þetta ekkert leyndarmál. Allir sem að kynna sér það hvernig þjóðfélagið funkar í stórum dráttum veit þetta svo sem alveg og sumir vita bara býsna vel, sko. Þannig að þótt að það sé verið að endurskoða þessi mörk millins persónulega og pólitíska, þá eru samt mörk, sem sagt, það þýðir ekki bara láta eins og þau séu ekki, og sérstaklega þeir sem eru að vinna á fréttastöðu Ríkisútvarpsins. Það er þeirra hlutverk að hjálpa okkur hinnum að skilja, þannig að við veit að, ég menna það bara, hvað ætti þau annað að vera að gera? En þakka þér fyrir að hjálpa okkur að skilja hérna á samstöðinni, þetta ekki á fréttastofu Ríkisútvarpsins heldur hérna í samstöðinni. Kæra þakki fyrir Lára Magnúsardóttir sagnfræðingur fyrir að koma og ræða mál barnamálaráðherra fyrrverandi og hlustendum og áhorfendum þakka ég fyrir að vera með okkur og Laufey Líndar Ólafsdóttir fyrir að varpa spjallinu yfir til ykkar, ekki fara langt í við höldum áfram eftir smástund að ræða samfélagið hérna við Rauða borðið. Takk. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Blessu og sæl, hvað finnst þér svona þarna barnamálaráðherra málið? Finnst það mjög vandræðilegt allt saman. Þetta eru atvik sem eru löngu liðin og fólk ætti að snúa sér að því sem er að gerast í nútímanum og hugsa það og tala það. Því það er það sem skiptir máli. Auðvitað er það sem er sorglegt fyrir marga að fólk reynir að vinna úr því sjálf og líka er til eitthvað sem heitir fyrirgefning og fólk ætti að líta sér nær. Það er alltaf einhverju tilbúinir að kasta steinum. Ég er mjög hissa á því. En nú voru sumir sem voru að kasta steinum haldandi að þetta væri vegna fréttaflutningsins að þetta væri sko alvöru glæpamál en svo kom í ljós að þetta var ekki glæpamál. Hvað hefði þér þótt það, sko, hefði ekki verið svolítið öðruvísi ef þetta hefði verið í alvörunni, ef hún hefði haft umsjón með þessum dreng og hann hefði verið yngri og allt svo leiðis? Já, svo erfitt með að segja til það því að ég hef ekki sett mig það vel inn í málið. En ég reikna með að það hefði verið öðruvísi tekið á þessu, eða fólk hefði litið öðruvísi á það, ef að maðurinn hefði verið 22 og stúlkan 15. Það hefði verið öðruvísi. En ekki svolítið skrítið, finnst þér ekki skrítið að það sé að geti bara einhver komið svona og haft svona mikil áhrif á stjórnvöld með einhverjum gömlum sögum? Finnst það bara fáránlegt, reynt fáránlegt að fólk skuli hlusta á mannesku sem kemur bara utan úr bæ með kjaftasögu einhver aðra mannesku, að það skuli vera hlustað á það. En það er bara vísa en eitthvað annað. Eru ýmsir farvegir til, það er náttúrulega til einmitt dómskerfið okkar og svo þetta og svo þetta persónulega svið sem er fyrirgefningin og persónulega úrvinnslega. Já, og hvers vegna er fólk að leggja hatur á aðra mannesku sem að hefur í rauninni ekkert gert henni neitt. Hvað liggur að baki? Maður verður að spyrja sjálfan sig, tekið þátt í svona. Mér finnst þetta fáránlegt. Takk kærlega fyrir spjallið. Má ég spyrja hvað þú heitir? Ég heiti Ásta Valdemarsdóttir. Ég er hláturjóga kennari. Takk fyrir okkur. Hefur eitthvað fylgst með, málefnum barnamálaráðherra? Óðarlega lítið. Hvað finnst þér þetta? Hvað finnst mér þetta? Já, svona umræðin í kring og hérna svona hvernig gamalt mál dregið svona fram í dagsljósið? Mér finnst nú að konan hefði ekki átt að taka við embættinu vitandi af þessu í baksýnisspeglinum einhvern veginn. Ég veit ekki.
En þú heldur að hún hafi átt að segja á því að þetta væri svona stort mál, svona ljósið þess að þetta var nú engin glæpur í sjálfu sér? Ég held hún hljóta hafa vitað að þetta dregið fram. Bara, mér getur ekki dottið hana í hug. Finnst þér þá að það sé ekki svolítið svona ósanngjarnt krafa samt að ráðherrar þurfa að vera fullkomlega flekklausir? Já, sko ef þú ætlar að vera barnamálaráðherra með þetta í baksýnisspeglinum, mér finnst það pínu, þú hlýtur að hafa gert það grein fyrir einhvern veginn að þetta dregið fram. Bara, ég myndi búast við því ef ég væri með þetta, En með þetta hvað vegna þess að núna voru fréttaflutningur, fyrst var það að þetta væri sko glæpur, þar að segja að hún hefði verið í sambandi við dreng sem var undir hennar forsjá, en svo kom í ljós og svo var ekki. Breytir það ekki svo öllu svona í málinu eða? Jú, það breytir því, mér fannst kannski fréttamenn fara með pínu offossi fram, og eins og ég segi, svona einhver kannski, einhverjum lá á að skúpa einhverju og kannski var ekki með allt á hreinu. Já, annars hefur ég voða lítið fylgst með þessu. Það gömur. Getur þú eitthvað sagt okkur hvað þér persónulega finnst þessa umræðu barnamála ráðherrann eða barnamál, já? Mér finnst öll þessu umræða úr hófi og allt of óvægin eins og oft hefur verið hérna á Íslandi og sérstaklega síðustu árin og það vaðið í það að fordæma fólk áður en að fólk þekkir helstu staðreyndir og þetta hefur gerst hvað eftir annað núna síðustu árin og oftast hafa nú reyndar karlmenn orðið í þessu og þá virðist ekki hafa skipt máli hvort málin hefðu verið rannsökuð eða hvort að viðkomandi var sekur eða saklaus af því sem að hann var borið á hann. Í þessu máli þá þetta bara algjört prívatmál fólks frá því fyrir 35 árum og kemur í raun engum við. Það bara lengra það ekki. En finnst þér þá, hver ber ábyrgðina á því að umræðinni fer á þetta, það ekki frétta fólk eða? Annars vegar náttúrulega fjölmiðlarnir sem að eiga að sýna miklu meiri ábyrgð og ekki að vaða svona fram áður en að allar hliðar málsins hafa komið fram. En hins vegar grunar maður náttúrulega að þarna sé einhver flokkapólitík á bakvið og það verður það bara að koma í ljós og það kannski hið eiginlega rannsóknarefni. Heldur einhver muni taka að sér þá rannsókn eða heldur þetta mál verði rannsakað í því samhengi svona? Já, ég myndi náttúrulega vona eftir því að því á samstöðunni þá taki það að ykkur. Þetta væri náttúrulega alveg tilvalið efni til að skúpa. Nú eða hver sem að telur sig búa yfir vitneskju sem að getur lýst þessi mál. Við óskum nú eftir, við á samstöðinu óskum eftir upplýsingum og að það alveg full ástæða aðeins til að ræða þetta mál áfram út frá þessu sjónarhorni, sko. Já, sérstaklega finnst mér að það eigi ekki að vera að draga algjör einkamál fólk inn í svona pólitísku umræðu. Það hægt að vera ósamála allt mögulegt og stefnu og aðgerðir í pólitík en að vera að draga eitthvað upp úr einkalífi fólks frá því fyrir áratugum að það bara á ekki að gerast. Og þetta var munurinn á evrópskri og amerískri pólitík mjög lengi. Við heyrum þetta frá Ameríku og kannski frá Bretlandi sem allt svona var svona óskaplega viðkvæmt en þetta var ekki svona hérna og mér finnst þetta ekki vera framþróun. Má ég spyrja hvað þú heitir? Sæmundur heiti ég. Kæra þakkir fyrir að taka þátt í samræðinni, að samstöðinni. Málana sem kannski afgreitt en við teljum að sé ekki alveg afgreitt hvað þér finnst þessa umræðu barnamála ráðherrann?
Já, mér finnst nú eiginlega því bara að vera lokið. Ég las nefnilega grein sem hann skrifaði þessi sonur hennar. Það setti eiginlega bara punktin yfir yfir fyrir mig, sko. Hann bara kom með sína sögu af þessu og hvað honum fannst og mér finnst það bara að vera mjög flott hjá honum. Hvað finnst þér þá það að sé samt búið að skipta ráðherra? Er ekki eitthvað skrítið að það geti einhver komið með svona einhver rangindi og bara allt fara á hliðina? Já, þetta bara eins og það Ef þú ert komin í svona stöðu og þá eru það eru varðhundar allt í kringu þig. Ef þú ert komin í pólitík og ert farin að gegna svona embættum, þá bara allt tínt til. Og þannig fór þetta bara. En greinin sem hann skrifaði, þessi sonur hennar, hún bara, ég tek hana góða og gilda fyrir öllu saman. Já, hún mjög falleg. Þetta svona, maður nú alveg klökknar, þetta svona falleg skrif frá syni til móður. Já, þetta var bara fínt hjá honum og ég bara stend með honum í þessu máli kannski meira en öllum öðrum, sko. Það svolítið flott að einmitt að rödd barnsins er mjög falleg hérna í þessu umræðu barnamála ráðherrann. Já, það bara staðnett málsins. Bara þökk sé honum. Má ég spyrja hvað þú heitir? Ég heiti Lárus Halldór Grímsson. Takk fyrir. Takk kærlega fyrir. Hvað finnst þér nú málmálana sem sumir segja að sé ekki málmálana í dag, heldur málmálana í gær, en barnamálaráðherrann? Já, hvað skal segja, þetta bara, ég finnst þetta hálf sorglegt bara mál svona, ég verð að segja það, þetta einstaklega persónulegt mál og þetta flýgur bara einhvern veginn beint út í samfélagið. Jú, mér finnst það frekar leiðilegt mál en þau geta stundum líka verið erfitt. En finnst þér svona eðlilegt að svona persónuleg mál að þau séu pólitísk eða þannig að það sé sagt reynsla eða fólks sé svona dregin upp sem skiptir ekki svolítið máli hvort þetta var glæpur eða ekki, finnst þér ekki? Jú, þetta bara það má segja, þetta bara persónulegt, þetta bara hjá fólkinu sjálfu, þetta á ekki að ræðast kannski almennt, því að marga persónur í þessu þjóðfélagi með allavega bakgrunna og þeir eru sem svo sárir, að það ekki gott að ræða og ekki alltaf réttarlegt. Myndir þú vilja að þú verður að kjósa að fólk legði fram ekki bara sakavottorð, heldur bara virkilega vottorð að hafa ekkert tvírætt á bakinu? Já, það nú svo margt sem að gæti farið fram á að fólk bæði ákveðin vottorð hjá fólki. Því að það svo margt sem getur verið, ég meina þú séð ekki allt í andlitinu á fólki. Ég verði að við þá þyrftum við nú að fá ansi mörg vottorð, ef við ætlum á annað borð að fara að fá vottorð. Já, þá þyrftum við nú að fara að verið mikið í skriffinnskunni og nóg hún fyrir. Þakka þér fyrir. Má ég spyrja hvað þú heitir? Já, Ólafur Árnason heiti ég. Takk fyrir að taka þátt í samræðinu með okkur á Samstöðinni. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Komið sæl og velkomin eftir að Rauðaborðinu. Ég heiti Marja Lilja og hjá mér Rein Alfa, forseti TÍ Trans Ísland. Velkomin. Takk. Þú ert hingað komin til að segja okkur aðeins frá Kváradeginum. Hvað í ósköpunum það? Jú, Kváradagurinn haldinn árlega á fyrsta degi 1 mánaðar og
hefur verið haldið núna 4 ár í röð og snýst í rauninni bara það að fagna kynsegin fólki, fagna kvárum í okkar lífi og hafa bara svolítið svona sumir dagar eru meira svona vitundavakningadagar, sumir dagar eru baráttudagar en þessi dagur snýst fyrst og fremst það að sýna kvárunum í líf okkar að við kunnum að meta þau og gera eitthvað fallegt fyrir þau. Svona eins og konudagur, bóndadagur. Akkurat. Og þessi dagur kannski, hann svona svolítið merkilegur og svolítið mikilvægur kannski sérstaklega núna. Það eru erfið tímar. Já, það má segja það. Það alveg ágætlega þungt yfir mjög mörgum í hinsegin samfélaginu, sérstaklega meðal transfólks. Út af öllu því sem að gerast á alþjóðavísu, Bandaríkjunum og líka í Evrópu, í Ungverjalandi til dæmis. Þannig að það afskaplega mikil þörf á því að hafa eitthvað svona dag þar sem að við tökum vel utan hvert annað og gerum eitthvað fallegt saman sem samfélag. Og nú mitt að því að þú minnist á Bandaríkin, þetta gríðalegt bakslag og við hefum nú aðeins fjallað það við þetta borð. Hafið þið, Trans Íslandi, eru þið í sambandi við svona sambarilega samtök í Bandaríkjunum eða bara annar staðar í heiminum og kannski farin að samhæfa eitthvað skonar aðgerðir eða eitthvað slíkt? Við höfum ekki beinlínis verið í sambandi við önnur samtök í Bandaríkjunum en við erum auðvitað hluti af alþjóðasamtökum og Evrópusamtökum sérstaklega og það alveg talsvert fjallað þetta á þeim vettvangi. En það sem við hins vegar höfum orðið vör við við fáum mjög marga fyrirspurnir frá fólki frá Bandaríkjunum sem að velta fyrir sér sinni stöðu, hvort að það sé mögulegt fyrir það að flytja til Íslands með einum öðrum hætti. Og við reynum þá bara aðstöðu eins og við getum en staðan auðvitað bara svo að Bandaríkin eru á listi yfir örugg ríki hjá Útlendingastofnun þannig að það ekki tekið á móti fólki á flótta þaðan, fólk þarf að geta flutt samkvæmt þessum hefðbundnu leiðum og það auðvitað getur verið erfitt fyrir fólk utan EES svæðisins að gera það. Þannig að þetta mjög furðuleg staða fyrir okkur að vera í og eitthvað sem kannski hefði verið nokkuð óvænt fyrir 10 árum síðan. Einmitt. Eða bara 4 þegar kvárudagurinn svona fór af stað. Já, ég meina, ég held að við höfum búist við því að þetta myndi gerast svona hratt þó svo að ekkert að því sem hafa verið að gerast hafi beinleinis komið á óvart. Þetta allt saman í samræmi við það sem hefur verið gefið út en við einhvern veginn samt sem áður held ég höfum flest búist við að þetta myndi gerast hægar. Þetta væntanlega, þetta ákveð áfall. Já, bara fyrir okkur öll held ég sem að svona heyrum með hausinn ágætlega skrúað á okkur. En getur þú sagt bara svona aðeins eftir að kváradeginum nú svo margir sem að kannski af okkar áhorfendum sem að svona velta fyrir sér með þessum fornöfnum og hvað kvár og hvernig má ég kalla kvár og svona þetta helsta. Ertu til í að fara aðeins yfir þetta með okkur? Já, kvár þetta orð sem að fólk sér kannski í mjög miklu mæli út allt nú til dags. Þetta við náðum rosalega hraðri útbreiðslu á síðustu tæpu 5 árum síðan þetta orð leit dagsins ljós og þetta sem sé nafnorð yfir einstakling sem kynsegin, sem þá einstaklingur sem að samsama sig hvorki 100% við það að vera karlkyns eða kvenkyns. Getur þá verið mjög fjölbreytt. Þetta rauninni bara allt sem fellur ekki undir þessi 2 box. Fólk getur upplifað sig eitthvað stór á milli, blöndu af báðu eða bara eitthvað allt annað út fyrir þessi hefðbundnu box. Og þetta orð, eins og ég sagði, kom fram fyrir 5 árum í hýrðarsamkeppni Samtakanna 78 og hefur náð mjög mikilli útbreiðslu og svona á allra vörum myndi ég halda þrátt fyrir að fólk kannski endilega átti sig ekki á því hvað þýðir. Það sem hefur
oft verið miskilningur, sérstaklega áður en þetta kvár-orð kom fram var það að eitt vinsalasta kynhlutlausa persónufornafnið sem hefur verið notað hán hefur verið tekið sem nafnorði af mörgum, þannig að transfólk og kynsegin fólk sérstaklega hefur í gegnum tíðina mjög oft fengið spurninguna, ert þú svona hán? En í því tilfelli þá myndum við frekar nota orðið kvár. Hán persónufornafn sem beygist eins og lán, tekur yfirleitt með sér hvorkynsbeygingarmyndir, þannig að hán svangt. En það ekkert eitt sem gildir yfir allt kynsegin fólk, það eru til mörg mismunandi kynhlutlaus fornöfn, sumt fólk vill nota hvorkyn með lýsingarorðum, sumt fólk vill nota karlkyn eða kvenkyn, og það bara rosalega einstaklingsbundið og við þurfum alltaf bara að fara eftir því hvað fólk biður og spyrja ef við erum ekki viss. Og það má spyrja ef maður ekki viss? Það má sjálfsögðu spyrja ef við erum ekki viss. Og það alltaf betur en að spyrja heldur en að vera í einhverju svona svakalegu óöryggi með sig og fara að kannski bara forðast í algjörlega lengstu lög að kynja manneskuna, það verður rosalega svona kjánalegt að tala þannig og ef fólk gerir mistök þá auðvitað á maður ekki að gera eitthvað svakalega mikið mál úr því, heldur bara biðjast afsökunar, leiðrétta sig, jafnvel ekki einu sinni biðjast afsökunar með beinum hætti, en bara svona leiðrétta sig, sýna að maður átti sig á mistökunum og þetta hafi ekki verið viljandi, en ekki gera stórmál úr því og einhvern veginn setja manneskuna í þá stöðu að þurfa að afsaka það sem gerðist einhvern veginn. Það ekki lægjarangkinni fólk, en það mjög augljóst fyrir fólki hvenær það gert af ásetningi og hvenær það eru bara mistök. Sko, kváradagurinn, nú eru bóndadagurinn, súrmatur, konudagurinn, blómvendir. Hvað vilja kvár á kváradaginn? Já, það var bara eitt svar við þessu. Þetta mjög fjölbreyttur hópur. Já, ég myndi segja með fjölbreyttasta hópi fólk sem þú getur fundið þegar þú ert að taka þetta sem eitthvað svona samheiti yfir bara allt sem fellur ekki undir þessu stuðboks. Það þetta, já, það einstaklingsbundið en mjög mörgum finnst gaman að fá blóm. Súkkulaði til dæmis, bara hugmyndir frá mér. En ég held aftur að það sé bara gott að hlusta á hverjum í kringum sig og fólk vantanlega kannski þekkir sína nánustu á einhverju leyti og veit hvað myndi gleðja þau og það þá bara að gera það. Já, nú þetta ímyndunaraflið, svona áður en að kapitalismin nær svona læsa klónum í þennan dag og gera út á hann með svona ásetningi að selja varning. Akkurat. Dagurinn, já, þetta nú ekki dagurinn í dag, þetta á miðvikudaginn. Hvað dagurinn? Þriðjudaginn, það bara morgun. Já, þetta fyrsti dagur einmánaðar sem sem sagt alltaf þriðjudagur. Það þriðjudagur. Í lokamars. Ég vissi ekki að það verið þriðjudagur. Þú ert að segja mér fréttir að það fyrsti dagur einmannar verið alltaf á þriðjudagi. En þannig að, já, fólk hefur ennþá nægan tíma til þess að gleðja sitt fólk og sína nánustu. Hvort segir maður sitt kvár eða sín kvár? Sína kvár. Sín kvár væri þá fleirtala. Eins og maður myndi segja sína konu og sinn mann. Já, þá væri þá sitt kvár. Já. Bara svo þetta sé allt rétt. Rein Alfreð, þakka kærlega fyrir að koma og segja ykkur aðeins frá þessum degi og við hlökkum bara til að fylgjast með ykkur í framtíðinni og gangi ykkur vel. Takk fyrir mig sem leiðis. Og á þessum nótum skulum við ljúka rauðaborðinu í kvöld. Við þökkum ykkur sem hlýdduð og horfðuð á okkur hér í kvöld, öllum góðum gestum, tæknifólkinu okkar góða og ég þakka samstarfsfólki mínu sérstaklega vel fyrir daginn. Takk fyrir og góða nótt. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.